Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst að horfa á góða mynd. Kaupa Pop Smell og Doritos. Ég tek eftir því að þú ert ekki með bollan þinn, Bjarni. Já. Heyrðu, hann er bara í mikilli notkun núna. Er hann heima hér? Hann er heima í mikilli notkun. Er kaffi sem fyrir hann? Nei, ég drekki ekki kaffi reyndar. Ég nota bara í alls konar aðra drykki. Nú, ok, þú drekkur ekki kaffi? Ég drekki kaffi, drekki ekki heita drykki. Já, ekki einu svona hot chocolate og eitthvað? Gerði það örugglega þegar ég var lítill, en ég hef aldrei fílað heita drykki. Alltaf þetta, ég brenna tunguna. Hvað er að gera? Það drykkir ég bara að vera kaldir og þægilegir og svalandi. Mér líka alltaf svo heitt. Já, ég skil. Þannig að ég bara afgreitt að fá mig heitt kaffi, sko. Þannig að ég skal lána þér núna minn, gamla. Þú er með gamla Bíóblæðsbollan, ég er með nýja, sko, sé. Þetta er nýja. Þetta eru sakribur núna. Já. Fíla það, sko. Get selt hann alveg helling. Herru, hvað ætlum við að gera í dag? Herru, erum við ekki í 90s fjörun okkar, part 2? Part 2, 90s gullmólar, yes. Part 2. Og ég fekk alveg nokkuð skilaboð frá fólki. Ok. Bara, hei, við viljum fá, eða þú veist, ég vil fá part 2 eða eitt af mér sem sagði bara, part 2, já, takk. Ok. Þannig að það var no-brainer. Já, klálega. Og við varum líka með svo marga myndir. Þú varst með helling í stílabókinni. Já, ég var með slatta heima í tölvunni og... Ég var reyndar með ekki svo mikið, ég var búin að ofmeta hvað ég var með mikið, en ég hafði alveg klálega í þennan þátt, sko, svona spurning hvort við tökum þriðið einhvern veginn. Getur ekki gert svona þríleik úr þessu? Það við gerum það örugglega, þú veist. Ég þarf bara að leita betur. Leita betur. Ég er svolítið spenntur af því að þessi listi á mér, hann er öðruvísi en síðast. Ok. Því núna fór ég aðeins meiri svona ekki rannsóknarvinnu og ég er ekkert eitthvað að grafa bara upp einhverja myndir sem að herru, Bjarni var aldrei heyrt þessa, ég ætla að koma hann tvíld óvart. Þetta er allt myndir sem ég vissi af en ég hef ekki séð þar í 25 ár. Já. Skilurðu? Í síðasta þættir sem tókum, þá var það svona myndir sem ég var kannski búin að sjá nokkuð nýlega, ég hef oft hort á. Nokkuð örugur með. Það er inn á milli þessu lista líka svo leiðis, en svo voru nokkar annað sem ég var bara svona já, þessi. Og ég horfði á þær myndir fyrir þannig þátt. Tókstu eitthvað gláp? Já, helling. Ég er þetta að klikka á því. Ég ætla að horfa á Kongo líka. Já, hvað er þetta þar? Ég fer að kíkja aflutla. Kongo. Ég ætla að gefa henni séns. Þú verður að gefa henni séns. Gefa Kongo séns. Ok, þannig að nokkra af þessum myndum eru myndir sem ég sérst horfði á. Þannig hvort í gæri eða bara viku síðan. Fattur, þetta er alveg stutt síðan. Ég meina þannig sem ég horfði fyrir viku síðan. En restin, er það bara eitthvað svo sastur 20 árum og veist Nei, bara alls konar. Okay. Ég er bara svona nokkuð örugum með það, sko. Ok. Minn listi, ég var að segja það, hann er aðeins í léttari kantinum heldur en síðasti. Svona léttari myndir? Já, eða svona, kannski grín, eða kannski þetta. Fínt, ég er með svona heavy dark shit, þannig að við balansum það út, fyrst. Balansum út. Ok. Ég reyndi svona að finna eitthvað á svoleiðis, en það var svona, fann ekki það mikið. Eitthvað svona létt? Já. Ég nefnilega, það var ekkert eitthvað viljandi gert. Þetta voru bara svona nokkra myndir sem kom upp í hausinn. Bara, já, þessi maður. Því ég skrolla líka í gegnum ártölin. Já. Bara hvað, þessi eitthvað frá 92 eða eitthvað. Ég bara, já, þessi á hann stengli minni maður. Hvað ertu núna í árunum? Ertu jafn mikið 95, 96 þessu síðast? Það er engin 95. What? Ég held að kláraði ekki bara það á síðast. Okay. Ég er með mest núna, því komur óvart, að ég var ekkert að pæla í ártölunum. Ég bara vissi þetta á 90s myndir, settar lista, svo fyrir að sortara niður í árin. Já. 94, ég með 1, 2, 3, 4, 5 myndir 94. Wow. 2, 93, 2, 91, svo 96, 97 og 98. Ég er meira svona í seinni hlutunum, að ég er 95, 99 er svona mest, sko. Ok. Þannig að við erum alveg... Það er geggjað. Sikkur megin, alveg, ég janga þetta, sko. Svo 50-50. Já. Já, það eru... Já, ég kem að því eftir. Já. Af því að við erum að tala um gullmála. Yes. Það eru 2 myndir sem ég var bara, ég ætla að setja þess á listan. Svo horfði ég á þær. Og ég var svona, ok, þær eru ekkit brjálaslega góðar.
ég ætla samt að hafa að lista. En þið fannst það góða þá, þú veist. Já, mjög góð þá. Líka, ég hef alveg valið myndir sem bara, mér fannst það ekki góða þá. Svona, kannski ekki góður dag, þú veist. Nei. En það erfitt að, meir en 20 ára gamla myndir, það ekkert allar sem eldast vel, sko. Nei, svo fyndið, þetta svo ein mynd sem ég með hérna eftir, sem fór sama ára Terminator 2, 91. Já. En Jesus, hvað eldast ólíkt. Það ósækjart að bera saman Terminator 2 við einhverjum myndir, sko. Ég fór bara alltaf inn að hugsa hana eða, já, ok, Goodfellas eða eitthvað svona masterpieces, bara sjá muni hvernig það eldast, hvað það tónlistin, kvikmyndatakan, whatever. Já. Þetta bara, stundum fæ ég bara sjokk. Misgóði leikstjórar, misgóði handritsöfundar. Það er alltaf það. Það er rétt. Herðu. Það er líka þannig dag. Já, að kýla á þetta. Já. Hvernig viltu hafa þetta? Skiptist bara á, þú byrjaði út gesturinn. Og gera þetta bara eins og síðast. Settur þetta ekki bara upp í tímaröð? Jú, nákvæmlega eins og síðast. Gekka. Ég er mjög spenntur að sjá hvort sem einhverja sömu myndir. Voru með einhverja sömu mynd síðast? Ég held ekki. Nei, ekki ein. Það var líka bara töff. Það var, ekki ein, já. Nei, ég held ekki. Við fórum alveg fram og tilbaka og það var ekkert eitthvað að ég er búin að nefna hana eitthvað, veist. Það er eitthvað svo mikið í boðið maður. Það er líka búið. En ég ætla að segja samt fljótt án í byrjum. Já. Við tölum aðeins í þætti 100 sem tókum við. Já. En ég sá Midnight Sting. Já. Hún er ekki að lista mínum. Já. Værirðu fúll ef að listi mínu væri rosa mikið af myndum sem að þú nefndi síðast sem ég er búin að sjá það núna. Nei, alls ekki. Það væri fáránlegt. Ég meina... Ef ég var með Midnight Sting og... Ef það væri bara það, þá var ég kannski fúll en ef þú kannski laumar inn með einni, það er alltaf... Það væri blanda. En hún var mjög skemmtileg. Já. Og... Ég vissi saman fíla hann. Já, ég fíla hann í bóð. Og ég ætla að taka næst núna One False Move. Já, ég mæli með að tjekka henni. Ég bara hafði ekki tíma núna því ég var að horfa á þessa myndir. Það hefur ekki tíma núna með. Shit, hvað er þetta? Þú ert að tala watchlista á þér. Ég kom með því líka watchlista líka. Maður bara, shit. Já. Fara að byrja á þessu. En það er ein mynd sem ég verð að fara að drullast þess að sjá. Já. Þetta er orðið svona vandrarlegt í podcastinu. Já. 2001. Já, ég sá að tala hvernig þetta. Já, það er í fleiri þáttum sem það er að koma út. Ég skil alveg sérst ekki búin að þú veist, já. En ég verð að sjá hana. Þú ert pottið að fara að tala hana í fleiri þáttum hana, já. Þú þarft til að vera búin að kíkja á hana. Ég verð að vera búin að sjá hana. Ok, þú byrjar. Á, ég byrja. Hvaða árið þá með? Fyrsta myndin, 90s gullmálar. Hvað er með? Fyrsta myndin, 90s gullmálar, er frá 1990. Ok. Ef þú taka eitthvað svona giskleikur svo síðast að... Shit, ég er svo lélur í því, maður. Hérna, ég ætla að koma bara svona eitt hint. Ok. Aðleikarinn er með helviti fína mottu. Þetta er Tom Selleck. Já. Hvað heitir myndin, pittu? Er það vestri með honum? Já. Heitir eitthvað svona Quigley, eitthvað? Nei, er það rétt hjá mér? Já. Hvað? Ég man ekki hvort það var eitthvað The Adventures of, eða... Henni, hún heitir Quigley Down Under. Quigley Down Under. Já. Hvar sá ég þessu mynd? Ég er ekki búin að sjá hana. Ekki búin að sjá hana? Nei, ég er ekki búin að sjá hana. Það er ógeðslega langt síðan ég sá hana. Þetta er eina af þessi ég var ekki búin að sjá. En ég man mér fannst hún alltaf geðvik. Ok. Kannski er hún ekkert góð, ég veit það ekki, þú veist. En kannski rusl. Mér fannst hún alltaf geðvik. Og ég þarf eiginlega að fara að kíkja á hann aftur. Það var eitthvað good vibe í henni, sko. Tom Selleck er alveg fínn maður. Er hún á Netflix? Nei, hún er blekkið þar, sko. Hann segir bara hún að sjá hana, sko. Mér finnst eins og ég hef séð hann eitthvað bara fyrir stutt á Hulu eða eitthvað. Örugglega Hulu. Og ég var eitthvað að skrolla í gegn, já. Þá poppaði upp og ég hugsaði með mér. Var ég átt að sjá þessu mynd? Tom Selleck. Ég er blekkið með Hulu, en það er ekki að Hulu var með fullt af 90s myndum. Jú, alveg inn á milli okkur góð. Meira þess að Disney Plus. Já, þeir eru komin í duglega núna. Ég mitt fann mynd þar sem þetta komið eftir sem ég bara horfði á fyrir viku síðan, ég hef aldrei séð. Fannst bara helviti fín og sett hann í listan, sko. Ok, það spurning hvort það sé á listanum mínum. Það kemur ljós. Ok, Quigley Down Under, hvernig mynd er það? Vestri? Þetta er vestri, það sem ég mani, hann var eitthvað svona rosa góður, sharpshooter. Minna hann eitthvað svo leiðis. Kannski er algjör rugla, veit það ekki. Það getur vel verið þessi rugla, en allavega... Kannski ekki algjör röst. Ég held að Alan Rickman var vondíkurinn. Nei. Bara til að gefa þér ennþá meiri spenning fyrir að kíkja á þessa mynd. Alan Rickman er bad guy inni. Ok. Tom Selleck og Alan Rickman. Yes. Tom Selleck, hvernig fílar hann? Ég held aldrei tala um hann í stætti. Líka hvað ættu að tala um hann, þú veist. Já, hann er samt alveg íkon. Já, hann er íkon. Ég horfði ekkert mikið á Magnum, P.I. Magnum. Nei, ég held ég að sé einn eða tvo eða eitthvað. Fyrir minn tíma. Ég man alltaf eftir ég horfði vandræðan ofta á mynd sem heitir Her Alibi, mannstu þetta henni?
Nei, ég var ekki, ég veit hvað mynda en ég Veistu hvað myndið var ekki síðan það. Shit, hvað þetta er slæm mynd og eitthvað. Ég horfði á hann svo oft þegar ég var yngri. Er það 80s myndið? Það Eða er 90s? Early 90s? rétt þarna einhver staðar, rétt 90s, Ok. 90. Ah, Ég horfði á þessi mynd svo fárlega oft og svo reyndi ég að horfa á hana fyrir einhverju ári síðan og ég bara, guð minn almáttur, hvað var ég að horfa á? Krakki, sko. það er nefnilega suma 90s myndir sem bara eldast Og hræðilega. svo Hey Gellan, sko, það var eitthvað örugglega þá. Já, og skotin í Það var aðleikunum. skotin í aðleikurinn. Já, hver var það? Var eitthvað fræga? Mástu hver það var? Nei, ég hef ekki síðan síðan. Nei. Örugglega eitthvað svona fyrirsettar sem það er sett í bíómynd, sko. Hver Kann ekki er neitt það? að leika, sko. En ég held alltaf að segja, þegar hún tala um Tom Selleck, Já. 3 Men and a Baby. Ég held alltaf að segja, ég horfði vandrar loft á. Nei, wow, man, Three Men and a anskoti, Baby. það hefur verið ennþá með vandræði. Ég sá hana eða þær, voru Já. ekki tvær, 2. ég man ekkert eftir þeim. Ekki Nei. neitt. Mástu hver líka svo 3 gaura sem að, Það var hérna Gutenberg, ég veit það, já, Selleck, og hver var þriði eftir? þetta er giskleikur fyrir ykkur sem er að hlusta, Já, eða horfa á þáttin. hver var Hver var þriði? þriði? Ég man það, sko. Tom Selleck, Steve Gutenberg, ég er að reyna að sjá fyrir mér hulstrið. Hver var hann, er hann mjög frægur, eða? Já, hann er frægur, sko. Ég myndi segja að hann væri frægan að Gutenberg. Ted Danson, maður. Danson. Hvernig kom það upp? Vel gert, Bjarni. Alveg Vel gert. rétt. Ted Danson. Ég mun aldrei horfa á þær myndir. En þú sást það ekki? Jú, ég sá það reynt, Jón, Já. ekki þenn dag. Var þetta ekki fína fjölskyldumyndir? Jú, eins og Lucas Talking og svona, þetta eru örugglega fína myndir, þú veist. Já. Ég er mögulega með 3 Men and a Little Lady eða eitthvað hérna á. Var þetta ekki 3 Men and a Lady? Ég er að djóka, ég er ekki með það. Ég er ekki með það, Bjarni. Ég er orðlaus. Ok, Quickly Down Quickly Down Under, já, ef þú eru ekki séð hana, Ég verð klálega að tjekka á henni. ég held þú þurfa að gera, þú fílaði vestra og svona, Elska Vestra. þetta er svona gunplay og, þú veist, Alan Rickman sem vondigaur, come on. Ég fíla Selleck. Já, hann er fít, sko. Hvernig heldur að hann hefði verið sem Indiana Jones? Hann átti að vera Fínn. Indiana Jones. Hann hefði verið geðið, Indiana Jones, Ég held að hann er fín Indiana Jones. fítn í þetta. Hann Þetta er hefði ekkit- þetta er ekkit ræðileg hugmynd. Nei, ég meina, var ekkert slæmt casting. Nei, ég hugsa meira þess að ef ég hefði... Ekki fara að segja hann hefði verið betri en Harrison Nei, Ford. nei, nei, alls Ekkert ekki, alls eitthvað- ekki. Ekkert guðlegt, sko. Nei, ég er ekki að segja það. En ef ég hefði verið, sem ég verið eitthvað svona top boss á þessu tíma, fyrir Raiders of the Lost Ark, Mm. og Lucas og Spielberg kom á tíminu og segja, herðu, við erum með þessa hugmyndina og ég fengi að lesa handritið og við erum með 2 leikara sem okkur dættur í að fá. Tom Selleck eða Harrison Ford. Það hefði mér þótt meika meira sens einhvern veginn. Tom Selleck, ég veit ekki Já. okkur. Já, hann er svona meira burly, sko. Meira svona macho, með mottuna, sko. Með þessa mottu. Þessar mottur, rosalega motta, sko. Myndur sér að það eru frægast yfirskegg kvikmyndasögunar. Já. Af leikurum. Já. Frægan Sam Elliott. Það er endar keppnið maður. En er ekki Selleck eiginlega alltaf með mottuna? Jú. Ekki Elliott. Nei. Er það náttúrulega? Skrítið þess að Elliot er hann ekki með mottu. Bara, já, hann hefur andlit, já, ok. hann er ekki bara yfirskegg. Svona lítur hún út. Já. Nei, ég segir þetta, ég hafði hugsað þetta nefnilega því ég var búin að heyra myndi Tom Selleck að leika indie. Já. En ég var bara svona, vá, mér finnst það einhvern Það hefði ekkert verið, ekkert út í hött, sko. Nei. Maður sá ekkert hann einhver setti svona, þú veist, hérna, hvað heitir það, hérna, Deepfake. deepfake, já. Og maður bara svona, þetta hefði ekki gengið. Þetta er ekkert fáránlegt. Þú veist, hann er alveg fysikal og hann hefði ráðið þetta alveg þessum tíma og svona, þú veist. Já. Hann getur gett gett action, sko. Já. Svo getur vel verið að mér finnst hann mér finnst hann meika meira sensið en Ford. Og þetta hljóma kannski Ford núna, þetta er bara mín skoðun. Passaði því. Nei, ég er ekki sem betri. Já. En að því að Indy er líka kennari. Já. Hann er prófessor. Já. Mér finnst Selleck bara útlistlega, þá finnst mér svona, hann virkar gáðari en Ford. Er þetta ruggli mér? Nei, ég skil alveg Skilur hvaðan ég er að koma? Ég skil alveg hvað það segja. Já. Ég er alveg sammála. Þú veist, eins og segið, þetta hefði ekkert verið fárlegt ef hann hefði verið valinn, sko. Nei. Ég hef alveg til að sjá það. Þú veist, þetta var bara mjög gott casting heim. Auðvitað er Spielberg og George Lucas góður í að kasta, sko. Algjörlega. Veistu, akkur vildi hann ekki? Eða vildi hann ekki eða þeir bara ákveða að fara í Harrison Ford? Eða? Ég meina, af hverju Selleck var það ekki... Já. Ég held þetta að vera eitthvað svona scheduling konflikt dæmi, eitthvað, hann var eitthvað bókar Já, ok. eitthvað, ég held það. Shit, hvað hann hýttur að sjá aftur í dag, maður. Já. Þú veist, hvað er hans ferill? Hann Já. hefði ekki orðið Indiana Jones, sko. Já, en það sem mér finnst líka magna við Harrison Ford sem leikara og þetta er mín skoðun, ég er svolítið spenntur að heyra hvað þið finnst. Hann er búin að leika iconic, sko bara extremely iconic karaktera. Bárið. Indiana Jones og Han Solo. Myndu ekki segja þetta væri bara tveir frægustu kvikmyndakarakterar ever. Jú, ég meina, bara hann er
meina, hann er stærsta kvikmyndastjarna sögunar, ekki? Ford. Já. Ég meina, Blade Runner, Fugitive, þú veist, Hvað meinum við stærsta? Meinum bara svona mest iconic. Já, mögulega. Er það ekki? Já, mögulega. Það sem ég vildi segja er að þrátt hann að leikja þessa karaktera, Já. þá lít ég alltaf á hann sem Harrison Ford. Já. Skilur hvað er fara? Já, ég skilur hvað það fara. Hann er svolítið þú veist, þessi karakter að henda honum mjög vel. Nei, það sem ég tala er að mér fannst hann aldrei bara vera Indiana Jones. Þetta er svo Jason Alexander. Já. Hann er bara George Seinfeld. Algjörlega. Skilur við? Alltaf. Og það er leiðilegt að segja það, en hann er bara George Seinfeld. Já. En Harrison Ford fannst mér alltaf að vera bara Harrison Ford leikan. Já. Þó hann hafi leikið Já, svona icons. Já. svona icons. Algjörlega. Ertu sammála því? Já, ég sammála því. Já. En mér finnst það alveg Ég magna. sammála því. Já. En ég var einn daginn eitthvað að fara yfir bara fyrir og Harrison Ford, bara shit, ég var bara að gleyma eins og með Fugitive og þessar myndir, maður bara svona, vá, hvað hann hefur margar iconic myndir, sko. En svo hætti hann nenn að leika. Já, og svo svolítið núna, hann er ekki að nenni þessu, sko. Hann er svolítið gamall líka gæli. Já, þess vegna er maður rosalega stressaði fyrir þessu Indiana Jones mynd, sko. Já, við komum að sinna það síðast, minnum ég. Já. Það verður eitthvað rusl, maður. Já? Þetta var hann, Quickly Down Under, mæli með henni. Quickly Down Under. Held ég. Quickly Down Under, þetta er væntanlega þá ástúrsmynd. Já. Já. Ég man ekki hver gerði hana, ég held að það verið allt í lagi leikstöður sem gerði hana. Já. Hvort það gæti verið gaurið sem gerir Highlander. Þannig að Russell. Já, Mulcahy, eða Mulcahy. hvað ekki, Russell Já, Mulcahy. ég er kannski algjörlega ruglu. Kannski getur þið googlað hana. Við erum að segja eitthvað Ég myndi ekki kjafta. treysta minnur mínu mikið í kvöld, eitthvað. Ég er eitthvað voða iffi í kvöld. Ertu off í kvöld? Ég er eitthvað off í kvöld í minninu, þannig að við þurfum að hafa Google hérna sem þriði aðila. Quickly Down Under. Ok, ég er aðeins að googla þetta, það er allt í lagi. Hvað fær hún 4? 6,9? Já, nokkulega. Það er bara fínt. Sharpshooter. Já. Þetta er nefnilega held ég þarf eiginlega að fara að kíkja á hana líka. Ég þarf að sjá þessa, maður. Þetta var drullu skemmtileg mynd, sko. Simon Windsor er leikstur. Já, ok. Það kannast ekki Hann er bara gert rusl, held ég. Ef þú finnur hann á Hulu, láttum endilega vita, þá... Ég held ég hef séð hana einhverstaðar. Að því leiðu sagði Quickly og tala þá með. Já. Þá var ég bara svona, ég sá eitthvað thumbnail eða eitthvað auðlýsingu eða eitthvað, bara í sjónum daginn. Þetta var svona solid, svona gamla myndin með nýju myndinni út á leigu, sko. Þetta var bara svona solid mynd. Bara svona, Solid gömul mynd. Ég gríp Quickly með maður, þú veist. Ok, Númer 1. það er nummer 1. Hjá þér, já, Já. Quickly. Ok, koma mér. Mín er frá 1991. Yes. Þessa mynd náði ég ekki að horfa á fyrir hennar þátt. Ok. Það eru kannski svona 5-7 ár síðan sánu síðast. Þannig að það er ekki alveg 20 ár síðan. Já. Mér finnst hún eða skemmtileg. Og þetta er eftir frægan handriðsöfund. Ok. Þetta er eftir John Hughes. Og hann hefur skrifað helviti skemmtilega myndir. Hann leikstýrði ekki. Leikstýrin ekki? Nei, hann leikstýrði ekki. Skrifar hana? Hann skrifað hana. Hann kan giska það. Frá 1991. Og þetta er bara eins og þegar ég sé John Hughes, þá fattar þú veist alveg þetta er ekki hryllismynd. Nei, Skilurðu? þetta er... Fattar hvað myndið Er þetta meiri grínmynd heldur en drama? Hann gerði eitthvað smá drama líka, eða ekki? Þetta er grín. Þetta er alveg grín. Já, þú veist, þetta er ekki Dumb and Dumber, en þetta er grín. Þetta er ekki Curly Sue. Hann gerði hana, ekki? Jú, hann skrifaði Curly Sue. Já. Vá, hvað það er glimt mynd maður. Belushi. Já, alveg, það var hann sem leik kallinn. Já. Það er lítið stelpa Ég hugsaði um hann eins og bara svona, ég man ekki eftir henni. Þú veist, ég menna John Hughes er alltaf svolítið skemmtilegur, þú veist, en ég held að það sé lélegasta myndin hans, sko. Já, þessi nefnilega, mér finnst þessi rosa vannmetin. Ok. Þegar þú hugsa um John Hughes, hvað mynd hugsaðu fyrstum? Angur Buck eða Planes, Trains and Automobiles. Já, einmitt. Þú veist, Eitthvað svoleiðis. Já. Þessi mynd er með Ed O'Neill í aldri. Já! Ég hef ekki séð þessa mynd. Já, þú hefur ekki séð hana? Nei. En ég man, Hulstur, hann er eitthvað svona haldandi á einhverju svona... Hann er með svona ísokikilvu Já. og krakki bundin við hana. Já, einmitt, hann er halda á krakka með þannig. Já, að krakka. Krakka. Já. Heitir Dutch. Já, hann gerði þessa mynd. John Hughes skrifaði hana. Ok. Og þú sérði alveg, þegar þú horfir á hana, þá fattar alveg þessi John Hughes mynd. Ég þarf að kíkja þessa mynd. Hún er mjög skemmtileg. Ég hef alltaf verið á leiðin að kíkja á hana. Hún er skemmtilega þess að. Hún er mjög skemmtileg. Ed O'Neill er fýll leikari, sko. Ed O'Neill er mjög skemmtileg. Og þetta er uppáhalds Ed O'Neill hlutverki mitt. Bara klálega. Ég sá þessa mynd mjög oft þegar ég var yngri. Þetta er svona æskumynd. Já. Og ég horfði bara reglu á hana þá. Áttan Vaffa-S. Áttan ekki 20, áttan Vaffa-S. Og ég horfði hana bara svona, já,
þetta var svona mynd sem ég tók bara líka bara Já, hún er það tvisvar á árið. Hún er Mér fannst classic hún bara. mjög skemmtileg. Já, ok. Ég er ekkert að segja þessi besta myndir hans. Hvernig heldur hún eldist núna? Hvernig er húmórun í, er mikið Þokkalega. góða karakter, það Hughes er oft með góða karakter? Já, þetta er náttúrulega, þetta er svona eins og í Hughes-myndum. Já. Þó sé grín og eitthvað og skemmtileg karakter, þá er alltaf eitthvað hjarta. Já. Og í þessari mynd fjallar mann, þessast konu sem, manni, við fóðum svo lélega að segja frá, konu sem manni, konun og barn, hún svo skildi við barsföðu sinn, og stjúpabbinn er að fara að sækja son hennar, hann er ekkert búin að hitta hann, minnum mig. Hann er í einhverjum enga skóla hini með henn á landinu eða eitthvað. Og Þetta er vegamynd. já, þetta er svona roadtripmynd. Það er allt skemmtilegar. Alltaf skemmtilega. Og hann sækir krakkan og krakkin er svona, hann er kannski, ég veit ekki, 11-12 ára eða eitthvað. 12 ára kannski. Ethan Embry leikan. Ethan Embry alveg leikar í dag. Ég veit hvort þú þekkir hann. Sástu The Guest? Nei, ég sá hann aldrei. Þú sást hann ekki? Ég heyrði tala um hann, ég þarf að kíka hana. Sástu Brotherhood þetta? Nei. Nei, ok. Allavega, þú myndir sjá hann að gaur, þá myndir þú fatta hvernig ég er að tala um. Já. Og hann segir, þetta er eitthvað svona Thanksgiving dot. Krakkinn átt að koma eitthvað til þeirra eitthvað og stjúpapinn, Ed O'Neill, hann býðst þess að sækja hann. Hey, ég skal bara sækja hann, eitthvað. Man ekki okkur það var. Og krakkinn er svona snobb, elitu, gæið svona. Já. En Ed O'Neill er svona blue collar. Já. Þetta er svona þannig konflikt. Svolítið Uncle Buckis, svona, Já. veist, já. 100% eins og Uncle Buck. Uncle Buck er betri. Já. En Dutch var myndin. Já. Mér finnst það gleymd mynd. Man alltaf eftir þessu hulstri, ég var alltaf svona, já, kíkja á þessu mynd Já. sem gerði það aldrei. Sko. Já. Ég man alveg með henni. Veistu hvað er þetta að sjá þessu mynd, eða? Nei. Það er kannski bara stelni. Já, ætlum að gera það ekki. Ég þurfti að brjóta regn. Ég er náttúrulega ekki mikið fyrir það að stálda myndum. Ekki heldur. En ég þurfti að brjóta hana núna fyrir hann lista. Það eru 2 myndir á lista sem ég fann hvergi. Já. Ekki einu svona iTunes. Ég gæti ekki svona lyktar. Það var bara ekki til þar. Já. En Þannig ég er að- alltaf að stela myndu sem næst í 30 ára gamla, þú veist, ég er bara, ok. En ég vil helst ekki stela nýjum myndum, sko. Nei, ég ger ekki heldur. Nei. Nei, nákvæmlega svo sem þetta er svo Dutch. Ég búin að sjá hana 100 sinnum. Já. Ég grenni ekkert yfir ef ég myndi ólögulega niðurhalni. Já. En ég er alveg samanlega. Ég er ekki mikið fyrir það. En stundu bara, eins og fyrir þannig þátt, mér langar að gera eitthvað svona research. En Dutch, ég man svona þokkalegt fyrir henni. Já. Hún er góð, mælum með henni. Ok, ég þarf að kíkja á þessu mynd. Algjörlega. Er þá, Ok, þú, hvað komið þér? Nei, nú, já, ég byrja núna. gerum við ekki eftir þessu síðast, frám tilbaka. Ég voru að glemma því. Ok, næsta mynd. En mynd sem ég hafði ekki, ég hún að steingleima þessari mynd. Svo sá ég bara nafnið, ég var að googla mitt bara árin. Já. Og ég hugsaði með mér, þessi mynd. Og ég get alveg trúið að þú sést ekki með sjá hana. Já. En þetta er svona mynd sem að mér finnst bara leiður svona nafni, ég bara, já, þessi. Sá hann oft hjá krakki, var svona gæðið skemmtileg því ég var bara, já, 10 ára eða eitthvað. Ok. Og ég veist að ég ætla nú bara að horfa á hana fyrir podcastið. Ég Ok. þori ekki að setja hana á listan því að ég man ekkert eftir, ekki þannig. Þannig að náður að kíkja á hana. Ég kíkti á hana. Horfði hana bara fyrir 2-3 dögum eða eitthvað. Ok. Hún er svolítið mikið batsins tíma. Ok. Ég veit ekki henni það. Ok. Samt, hún er alveg skemmtileg. Eitthvað silly að koma. Ok. Sæði. Ég er ekki að mæla því, ég veit að þú ert ballaus. Ég er ekki að mæla með að þú tjekkir á henni. Já. En ef það er eitthvað hlusta á henni þá, smá bad, eða börn, Já. þá mæli ég alveg með að horfa með krakkarum á þessu mynd. Þetta er alveg svona skemmtileg fjölskyldumynd. Ég get alveg dott í svona myndir. Það er, þú veist, ef það er góðar þannig. Já, það verður eftir Smá einhvern silly. skilgrinni góð. Já, ok. Ef silly myndir er góða silly myndir, það er alveg til ég að kíkja á það, sko. Mér finnst þessi alveg fín, Já. að því að mér finnst aðleikonan mjög skemmtileg. Hún var betri með mynd. Geð mér hint. Já, ég skal gefa þér hint. Tökum gískið. Hvernig hint viltu fá? Og ég segi hvað aðleikonan heitir. Það er ekkert eitthvað brjála hint, þetta er fucking 30 ára góð mynd. Og er hún fræg, eða? Hún var mjög fræg, svo hætti hún líka. Ó, ok. Phoebe Cates. Fannst það henni? Nei, Kannst ekki námið? nei. Kannski þekki ég Hún var í sé- Gremlins. Já. Hún var svolítið þekkt fyrir, var það ekki Fast Times at Richmond High? Jú, sá hann aldrei. Berbrjósta, nei, ég sá hann ekki Sá heldur. hann aldrei. En það var svona frækt atriði, Já, held ég Sean Penn karakterinn var eitthvað í, með minnins, ég kannski sé eitthvað kjaftaði. já.
og hann er eitthvað ímyndið sér að dreyma eitthvað held ég, hann var eitthvað skotin í henni, hún kemur upp eitthvað sundlaug, tekur toppin frá, það var svona frækt aðri. Basic 80s topless Já, basic 80s topless sena. Og hún var svona svolítið þekkt fyrir það á þeim tíma. Og hún giftist síðan, því ég fór aðeins að googla hana. Ég bara, hvað er Phoebe Cates gerir í dag? Já. Hún, ég til sína mynda henni, hún fatt að podcastið sína. Og ég googla hana. Þá kom í ljós að hún er gift Kevin Kline. Þau giftust held ég, 89 eða eitthvað. Já, ok. Ég hafði ekki hugmyndur það. Alvöru Hollywood hjónaband. Já, ég sé fyrir mér andlit á henni, ég held ég sé að við Gremlins, ég kannast við stelpuna þar. Já, ég held að hún leik Bræðarstelpa. Sá Gremlins. Þetta ekki Bræðarstelpa? Svolítið svona curly hárið ekki? Nei. Nú er ég alveg að rugla. Látt sé þessi Gremlins mér. Já, það er svolítið síðan ég sá Gremlins. Phoebe Cates. Já. Þetta kveikja? Já, ok. Er það ekki kveikja? Jú. Rosa sætt stelpa? Já, mjög sætt stelpa. Og Adama, hún leiksast aldrei í þessari mynd. Vel gert Kevin Kline. Og Kevin Kline, ég held að þessi 15-16 ára eldri en hún. Já. Ok, og þetta er 2 aðaldrygg. Hún er alltaf aðaldryggi, Phoebe Cates, en svo er gæi sem er með henni og hann er flippaða típa. Rick Mayall. Veistu hvað það er? Manstu þetta bottom þáttanum? Það er ekki kveikja. Nei. Nú reynir á þeim, Bjarni. Hvaða mynd ertu að fara að nefna þetta? Þetta er mynd. Ég held að þú þurfum bara að fara að koma í myndina. Ég held að ég sé engur nær, sko. Ok. Tala gauri með glerugur, þannig að weird looking. Nei, það voru 2. Shit, ég veit ekki hvað að tala sko. Er ég komin bara svona undir tunnuna? Þú komin í einhverja D-myndir, sko. Nei. Herru, ok. Þetta er mynd sem heitir Drop Dead Fred. Ekki hugmyndu hvað það er. Ekki hugmynd. Drop Dead Fred. Hljómar, já, silly. En mér finnst gaman að ég sé að koma þarna með einhverja titla. Þetta er æskumynd hjá mér. Já. Ég er bara ólst upp þessi mynd. Ok. Þannig að þetta er ekki einhver mynd sem ég greið bara upp þurru. 91. En mér er svo gaman að koma með eitthvað sem þú er bara, ég veit ekki hvað þetta er. Aldrei hýrstu mér svo mynd. Nei, að því síðast var ég með eitthvað svona US Marshals, Vampires, Arachnophobia, þú varst bara, hei Hafsteinn, hvað er þetta góð eiginlega með? Kanski gætlar ekki góð bara með Matrix líka. Já, og nú ertu bara að koma með skjórmyndir. Sem enginn kannast við. Enginn kannast við, en það er náttúrulega skemmtilegt. Það sem er skemmt þessu mynd er söðurþráin. Phoebe Cates leikur konu sem að, þegar hún var yngri átt hún ímyndaðan vin, sem heit Fred. Það hefur hétt Drop Dead Fred. Já. Og hann var svolítið klekaður og þú veist, þetta er svolítið svona ekta 90s eitthvað svona fjölskyldu krakkamynd. Og það er svona atriða sem að Fred fer inn í ískáp og er eitthvað, skoða eitthvað, svo eitthvað sem lokar ískápun. En það er enginn sem sér hann nema hún. Já, ok. Og þá festist hann eitthvað, og svo hann er svona dragast út úr hennum. Hann er bara normal gaur sem hún bara sér ef enginn annar. Ja, hann er ekkert eitthvað, þetta er ekkert svona fígura, þetta er manneskja. Já, þetta er manneskja, þetta er maður í svona grænum jakkafötum einhvern veginn og svona flippaður og hár út út og eitthvað. En þess að hann fer út úr þessum ískáp, þú veist, þá var bara andlinn hans flatt. Ok. Þetta er svona, þetta er pínu mask legt dæmi. Já. Og já, þetta er ímyndaður vinur. Og hann hjálpar henni svolítið svona að lifa af hennar æsku og eitthvað, fóreldrar hún svolítið strangir, sérstaklega mamman og eitthvað svona. Svo bara hverfur hún alltaf, hún alltaf bara verður eldri, fullar manneskja og svo er hún að gangi erfiða tíma þegar hún er eldri og hún fer að sjá hann aftur. Drop Dead Fred, æsku vinurinnar, ímyndaður vinur, fer að koma aftur og það er alltaf enginn annar sem sér hann. Já. Og það er eitthvað svona skemmtilegt komik í gangi og eitthvað. Gott kemistri með þeirra. Okay. Mér varst Phoebe Cates drullu góð. Ég var bara, okkur lék hún ekki meira. Hún hætti bara að leika, sko. Já, hún var alltaf lægi í Gremlins, myndi mig allan en já, svo marga sem hafa dottið svona út. Já, algjörlega. Á þessum tíma, sko. Drop Dead Fred. Drop Dead Fred. Ég ætla samt að sína coverið. Þú er örugglega að sé coverið. Ég hugsa bara Right Set Fred, tónlistar, ég veit ekki okkur. Hvað er það? Hvaða lagi var I'm Too Sexy, það er Right Set Fred, ég hugsa það algjörlega, hugsa þetta bara að tala með það bandið. Sýna hennar coverið. Þú ert alveg pottið. Drop Dead Fred, ég hef pottið séð, já, ég sé þetta hulstur. Hefur ekki séð þetta cover? Jú. Drop Dead Fred. Ok. Ég er ná að koma aðeins óvart. Ef það væri til vídeolegur núna, þá myndi ég kannski svona grípa hana, þú veist.
Takk hennar En gamla er ég að fara að leita einhverstað á netinu? Ég veit það ekki. Nei. Sjáum til. Ef hún er Hulu eða eitthvað, þá getur kannski flettin upp. Þetta er fín svona fjölskyldumynd Já. og ég mæla alveg með henni þannig. Þetta er ekki búist til brjálæri mynd. Hún er rosa eins og tónlistin og svona, maður er bara fuck, eins og ég sagði, þessi myndi frá sama ári og Terminator 2. Þetta er fluff. Þetta er bara svona... Ég er að segja það. Já. Þetta er bara svona létt gaman eða En maður er í þannig stuði. Já, eitthvað fjölskyldu 90s mynd. Já. Ok, Ok. hvað er með næstu mynd? Veit af henni, allavega. Þú veist það henni. Veit af henni. Herðu, maður sjá, ég er með miklu alveglega myndir en þú maður. Ok. Þú ert bara einhverju weird myndum, sko. Þetta er ekki bara að segja strax, listum er ekki allir svona. Var það, nei, ok, ég bara svona, er þetta línan hjá mér? Nei. Ert þú bara með Savior og eitthvað svona þungar stríðismyndir? Svona, ekkert allar en svona flestar. Ok. Eða svona spennumyndir, sko. Hérna, númer 2 hjá mér er mynd frá 1991. Þetta er mynd sem að ég var eiginlega búin að gleyma, svo fór ég að skoða lista yfir bara 90s myndir. Já. Og sá ég bara, já, þetta var heldur góð mynd. Hérna, með Sally Field. Má ég giska? Já, 91, Sally Field. já, Not Without My Daughter. yes. Já. Þetta var heldur góð mynd. Já. Hvað langt síðan sást það sér? Það er enda svolítið síðan, en 20 ára eða ég held að þetta sé mynd sem að eldist ágætlega því að, þú veist, hún er náttúrulega svo alveglega hluti, sko. eitthvað. En ég horfði á þessu myndalega frekar oft, ég veit ekki okkur. Þetta var náttúrulega, mástu þegar Halli Mal-máli var og allt þetta, mástu því. Já. Þetta var náttúrulega bara svona Ég man mynd eftir um því. það. Sofía Hansen. Sofía Hansen og Já. Halli Mal, þetta var bara svona mynd um þannig, sko, og mér fannst þetta heldur góð, ég veit ekki okkur. Já. Ég get sagt þér eitt saman þessu mynd. Já, Ég reyndi að horfa á hann aftur á Amazon Prime fyrir kannski 7 mánuði síðan. er hún þar? Já. Ég veit ekki hvað sé ennþá. Já. En þeir eru alltaf að rótera myndum Já. reglulega. Hvernig var það? Ég kláraði hann ekki. Ég man ekki hann af hverju ég kláraði hann ekki. Ég sá þessu mynd í gamla dag, Já, en ég man lítið eftir henni. Ég hugsa mér, Not Without My Daughter. var ekki Alfred Molina? Hann gaur? var línan í henni. Já, góð leikari. Svo byrjaði á henni, ég sá bara eitthvað 10 mínútur eða eitthvað. Hann lúkar eins og hann eldist ekki vel. Já, ok, Smá. ok. En sagan getur vel verið að hún haldi sér. Já, mér fannst þú spennandi, sko. Já, mér fannst það líka. Það getur vel verið að tempó er alltaf öðruvísi þarna heldur en er í dag og svona, kannski fer maður að leiðast, ég veit það ekki. En mér fannst hún ansi spennandi, sko. En svo fyndur sér nefna þessa mynd að þetta er svona mynd sem ég man alltaf eftir frá Já, 90s. hún var mjög minnistæð. Já, Örglúta út af þessu Sofía Hansen málið, þú veist. Það var maður einhvern veginn, þetta festist einhvern veginn í manni, sko. það tengdi einhvern veginn. Já, maður Þessi tengdi mynd. eitthvað við það. Bara, nei, þetta er svona Sofía Hansen mál. Ég man að mér minna að mamma þið fíla þessa mynd svo vel. Sama ég er. Mamma mín Mamma þín. dýrkaði þessi mynd, sko. Sally Field er uppáld hennar. Hún er skemmtileg. Já, þetta er fín mynd, sko. Ok, það er kannski erfitt að spyrja þessu núna. Eitt samt að spyrja þið. Þú hugsa um Sally Field? Já. Er eitthvað mynd sem poppar upp svona fyrst í hugan? Fyrir utan Not Without My Daughter? Já, ég ætla bara að vissum að ég hef ekki sett hann hérna að lista hjá mér. Ah. Jú, ég meina listar. Er það ekki Mrs. Doubtfire? Jú, en ég fer Fyrir með aðra mynd. Ég fer alltaf eitthvað darkness, ég er með aðra Sally Field mynd til það, bara fyrir mömmu, sko. Ok, þú með aðra Sally Field mynd. Já, Ok, þú kemur að henni senna. kemur eftir. Ok, Not Without My Daughter, já. Já. Ég er ekki að dæma hana, ég klára hana ekki, ég sá bara eitthvað 10 mínútur svo að ég bara að fara að sofa og svo bara glemdi ég að klára hana. Já, En ég var bara eitthvað, vá, þetta virkar alveg svona það líka þetta er svo framandi heimur og svona, þetta var, þú veist, maður vissi ekki um þetta þegar maður var að horfa á þetta þá. Að það var svolítið nýtt og spennandi og, þú veist. Já, algjörlega. Núna náttúrulega veit maður meira um hennan heim og svona, þú veist, múslima heim og svona. En ég með þetta er alveg tímulega saga, var þetta ekki eitthvað gæi frá Miðausturlöndum eða eitthvað eða eitthvað þannig? Jú, og hann rænir Dótturinnar og hún er að ná henni tilbaka og Sally fyrir að reyna að sækja hana og eitthvað Já, svoleiðis. og er í þessu framandi landi og engin hjálpar henni og hún veit ekkert hvað, þú veist, hún er mjög bara svona, þú veist, venjuleg húsmóðir Já. og veit ekkert hvernig á að berga sér en hún gerir það og, þú veist, þetta er mjög svona átakalega saga, sko. Já, ég þarf að klára hana. Já. Aftur. Herðu, Ég þarf að kíkja á hann aftur. Not Without My Daughter. Þú veist, Já. ég er með svo mikið léttmyndi. Þú ert bara með eitthvað... Ég vil að það finnir svona. Þetta er svona mest heavy myndunum allan að. Þetta þingst það svona í dag. Já, og svona, þú veist, já, ég myndi segja það. Fannst þú að vera með of þungar myndir síðast? Ég pældi ekkert sérstaklega í því, nei. Nei, það held ég ekki. Því ég er alltaf með eitthvað fluff maður. Nei, þú veist nálega eitthvað, þú veist ekki bara með fluff.
Ég meina svo Vampires, þetta fluff. Jú, reyndar, þú veist. Ég meina samt horror og svona, þú veist. Og ég meina Kongo fluff. Já, ég meina eins og ég er ekkert mikið að fara út í einhverjum svakalega drammyndir, menn þetta er alveg svolítið genremyndir og svona, þú veist, ég veit alveg hvað við fílum og svona, Ok. ég svona passa það. Ég er að renna listu minn, þetta eru 15 myndir. Ó. Ég held ég var hort á 10 af þeim. Já, Bara það, fyrir stutt. tókstu bara Ég tók lína. bara því binge. Voru þetta það sem að fór ekki ekki? Varstu með fleiri sem þú náður ekki að horfa á þess Já, að viltu ekki setja á listuna? já, ég ætla að geima það ef við tökum þríleik. Já. Tökum part 3. Það var alveg gaman, það er svolítið 90s-legt, það ekki? Þá skal ég vera með fluffi og þú verður með darkmyndir þar. það er reyndar, jú, eina um hversu dark. Ok, allavega. Ég skal finna 15 fluffmyndir. Eitthvað svona léttmyndi. Já. Ok, næsta mynd er mögulega uppáhaldsmyndi minn á öllu listan. Sérst, ef ég er að skoða allar þessar 15 myndir. Herri, var ég að ruggla, átti ég að fara tilbaka aftur eða? Nei, já, menn þú átt að gera núna. Er það ekki? Jú, ég Erum við fyrir ekki- ekki. erum við ekki að gera það? Jú, Fara tilbaka? fyrir ekki. Ok. Maður rugglaður í þessu. Ok, hvað er það með? Þú ekki halda því í formati bara? Jú. Herri, númer 3, þetta er mynd sem ég veit að þú ruggla fílar og hefur séð. Frá 1992, með 2 frábæra leikurum. Spennu mynd. Eitt er Kurt Russell. Frá 92. Já. Er hinn Mel Gibson? Nei. Hinn, Hvað hétt hún? Tequila Sunrise? Tequila Sunrise, já. Hún var svona, hún var ekkert. Ég held ég hef ekki, jú, ég kannski sé hann í gamla. Þetta er Home Invasion mynd. Já, með Ray Liotta. Já. Unlawful Entry. Yes. Vá, langt sinni síðan. Varstu það henni? Já, en ég var samt búin að gleyma henni. Ég horfði á þessa mynd ógeðslega oft. Ray Liotta er geggjaður í Hann er vondukallina, ekki? Já. Vá, ég sá hana, en við erum talað það eru 25 ár síðan. Þetta er svo gott casting að því að Kurt Russell er svo mikið svona everyday man og allir fíla hann eitthvað svona og svo hafa Ray Liotta nýkominn úr Goodfellas og bara á sínu klikkuðista tímabili og hann var geggjaður þessa mynd, sko. Hver aftur leikona? Varstu það? Ég held að Var þetta ekki hjón? Jú, Eða ég par? held að vera Madeleine Stowe. Madeleine Stowe, það getur verið. Ég held það. Það getur verið. Hún var mjög dugleg 90s myndum og svo. Já, það er Ég svolítið held nættist það. leikona. Já, ég held að vera Madeleine Stowe. Unlawful Entry. Þetta var svakar mynd, sko. En mannstu vel eftir henni? Ég man alveg slattuturinn, já. Hvað var hún svona í stuttumáli? Hann var lögreglumæður. Kurt? Nei, Ray Liotta var lögga sem var svolítið klikkaður, sko. Unlawful Entry, maður. Já. Sér, þetta er alveg. Það var brotist inn til þeirra, Kurt Russell og Madeleine Stowe, Já. og hann kemur lögga og hann er svona óþægilegur og hann greinilega er eitthvað hrifinn af henni og er að svona tróða sér upp á þau, sko. Já, Madeleine Stowe er rétt sér. Já, ekki. Madeleine Stowe. Góður. Já. En það er langt síðan séð hana. En ég horfði á hana rosalóft. Unlawful Entry. Þetta er geggjum mynd. Ég elska 90s og 90s mynd. Þetta er svo pure 90s mynd, sko. Mér fannst svo gaman mitt fyrir þennan þátt. Að ég var búin að segja þig, við varum búin að ákvæða, gerum part 2. En þá var ég var líka búin að ákvæða, ég ætla að gera svona research, ég ætla að horfa á myndir og svona. Já. Sér hvað það var gaman, maður. Já. Þetta er svo Bara skjála myndir. skemmtilega myndir, maður. Ég veit það, bara erfiðast er erfitt að finna þessi myndir. Það, þú veist, ef maður vill ekki vera að stela þessu, Já, en eins og þú segir, ég meina, maður finnur ein og eina inn á milli, svona, þú veist. Já, ég meina, ef það er ein og ein mynd sem þú ert að downloada ekki, ég meina, Jesús Kristur, ég held að sleppa alveg. Já. 30 ára gamla mynd. Svo átti maður eitthvað eins og DFD eða eitthvað svona spólum, eitthvað, þú veist, ég hendi flestaði, já, eitthvað til í kössum ykkur staðar. Ég meina, stúdíón er alveg búin að fá pening frá þér, sko. Já, maður er búin að Skilur. borga fyrir þetta, maður Já. getur alveg stólið núna, sko. Já, það fengið lánað. Það getur fengið að lána. Fengið lánað. Já, Unlawful Entry. Já. Eins og segja, ógeðslega langt síðan sá hana. Já. Ég man eiginlega ekkert eftir henni. Kíkja hann aftur. Ray Liotta, drull góð reyni, sko. Ég man eftir coverinu, myndum þeirra reyni. Já, svona línur yfir allt. Já, Unlawful Entry. Þetta er basic 90s. Svo Basic 90s. Ok. Shit, þetta er svo skemmtilegt. Ok. Á ég þá að taka næstu. Yes. Þetta er mögulega, ég er ekki þessi besta myndarslista. Getur uppáhaldsmyndi mín. Ok. Að þessum 15. Ok. Frá 1993. Já. Þetta er framhaldsmynd. Ok. Þú eru örgulega, Grínmynd. já, svona comedy action mynd einhver. Þú ert pottið búin að sjá þessa mynd. Comedy action. Já, önnum vísbending.
Gaman að búið svona smá gísleikur þessu. Já, fólk tekur þátt í Já, fólki, þeir sem eru að hlusta, endilega takið þátt í þessu. Öskrandi bara, já, ég veit hvað það er. Þetta er mynd frá 1993, framhaldsmynd, þá voru bara að gera 2. Og fyrir kom hvenar? Fyrir er 87? Ég með þetta. Þetta er another stakeout. Já, vel gert. Fannst þér, Ertu steikot maður? ég elskar stakeout fyrstu. Ég er ekki eins hrifin að númer 2. Ertu mjög hrifin að henni? Mér finnst hún ógeðslega skemmtileg. Mr. Rosie O'Donnell ógeðslega leiði liðinni, sko. Málega er, ég skil hvað við. Ég talaði aðeins um mynd í 90s þættinum í kíló. Já, Mér minnum þetta kíló og þetta bara, Rósa Donald, þólar hann ekki. já, Hún er ekkert upp á sleikunum mín. kíló, sammálaður. Sammála kíló. En, nú horfði ég aftur á hana. Ég sá þessa mynd miljónsunni á krakki. Já. Alveg miljónsunum. Þessi er PG-13, fyrst var arrið. Alveg rétt, já, Já. það var alveg svolítið brútal shit í gangi. Já, það var svona meira Já, svona- adult-mynd. Já, adult mynd. Og þeir fóru aðeins meiri svona comedy, heldur en í fyrstu myndinni. Flöffuð hans upp. En málega er, venlega þólið það ekki. Já. En mér finnst hún ennþá virkilega Þeir eru skemmtileg. svo skemmtileg saman. Þeir eru geggjað, akkur gerur ekki þriði? Nákvæmlega, þeir eru svo gott dúo mér. Þetta er geggjað dúo. Já. Bara, Dreyfus er mjög skemmtilegur. Estevez geggjaður. Þeir tveir saman, kemist þeir í brjála. Já. En veistu það, mér finnst Rosie O'Donnell, mér finnst hún ekki leiðileg sem mynd. Mér finnst hún skemmtileg. Og það bara, eins og segja, ég horfði á þessu mynd í fokkin gær. Bara svo erfitt fyrir hann að vera með þeim. Þeir eru svo geggjaðir að, þú veist, það náttúrulega lítur hún kannski ekki vel út hliðin á þeim, sko. En já, mér fannst hann alveg... Fannst hún nóga til að skemma mig það? Nei, alls ekki. Nei. Menna, þeir eru bara það góðir, sko. En svona, já, hún var, þú veist, svona það versta við myndina, sko. Já. En hún hafði ekki að draga myndina niður. Það var alveg góð moment inn á milli og svona, sko. En mér finnst bara fyrsta miklu betri, sko. Já. Mér finnst bara æðislegt þegar hann er inn í íbúðina og hann er að horfa á hann og þeir eru að fíblast og hann er að fíblast. Þú veist, hann veit hann er að horfa á hann, þú veist, og er eitthvað að djóka, þú veist. Þetta er svo skemmtilega senur, sko. Já, ég þarf að sjá fyrst aftur, það er svo síðan ég sá hana. Og húmórinn milli, þú veist, The Other Guys, þú veist, það hitt tímið, þannig kemur þetta Other Guys pæling sem var já, einmitt. Að þú veist, það þeir eru að fíblast í korðurum og svona, þú veist, þetta er bara skemmtilega mynd með þér. Svo... En mannstu, ég minnum sem another stakeout, henni gekk alveg vel það ekki, svona þokkalega. Jú, ég held að því að hinn var alveg cult classic, gekk hinn ágætlega, hún fekk ekki góða dóma. Nei, ég satt skilja það ekki alveg. Lifði ekkert mikið í fólki en fólk fór að horfa hann að því að þið fannst fyrst og svo góð, sko. Það er líka eitt við another stakeout sem ég veist mér skemmtilegt að sjá, að því nú er eins og segi, bara horfa á svo 90s myndir. Og margra þeim, það eldast ekki vel. Og það er oft það sem er svona að bugga mig mest í svona 90s myndir. Sérstaklega út að horfa á þetta í ykkur high def og eitthvað. Ég var aðeins komið inn á þetta, ég manni hvort það með þér eða Tomma. Það er svona rear projection dót. Þú ert kannski inn í einhverju setti og þetta á að vera í New York og þú sér New York skyline-ið bak við einhverju glugga og þú sér alveg bara að þetta er tjald. Já, þeir eru ekki í borginni. Nei. Og það er rosa mikið í svona 90s myndum. Terminator 2, það var þar. Já. Það voru að keyra í bílnum. Já, algjörlega. Það er alveg eitt og eitt atriði. Já, en þú veist, ég fyrir ekki það í bíladröfum. Ég veit ekki af hverju. Ef það er að keyra og ég sé bara, ok, rear projection, ok. En ef þetta er stöðugt í öllum settum. Já, ok. Fattar það muni? Ég held að vera að meina bíladröfum. Að ég tek mest eftir í þar, sko. Ertu að meina bara í þegar á að vera setti og... Já, það er rúfókus og eitthvað svona. Þú kannski ykkur íbúð og þú sér bara eitthvað sem ég segi, eitthvað skyline og þú bara, ok, þetta er ekki skyline. Ég bara hef ekki pælt mikið í það, þú veist, ég tek ekki eftir í því. Nei, en vá, hvað ég hafði ekki pælt í þessu. Þú ert mikið nýttbyggari, þú ekki ráð þetta, þú veist. Nei, mér finnst bara áhugavert, því ég alltaf veit, maður sér stundum bara, ok, þetta er sett. Já. En það sem ég var skeggjað ég náði stakeout, er þeir virðast þá tekja svo mikið á location. Já. Og það er ekkert mikið af svona atriðum í þessari mynd. Var þetta ekki okkur svona, var þetta eitthvað Malibu eða? Nei, þetta var okkur svona eyju eða eitthvað, fyrir utan Seattle, ógeðslega flott location. Já, svo flott, já. Það er líka eitthvað sem ég elska þessu mynd, að þetta gerist svona svolítið svona út í raskati, geggi húsin bæði þessum þau eru að stakeout og þessum þau bú í, hann á þykist svona pabbi Emilio Estevez, þeir djóka mikið með það. Já, það er mjög skemmtilegt. Og Dennis Farina leikur kallinn. Alveg rétt, já. Í húsinu hinnu. Hann er ekki gangsterinn eða? Nei, hann leikur bara venlega gaur. Hann er ekki gangster. Já, ok. Þetta er svona witness protection dót. Já. Kona í byrjun myndarinnar, það reyndi að drepa hana, hún er bara vitni gegn mafíuna eða eitthvað. Já. Og það misannast.
hún sleppur og þeir halda, þetta vinafólk hennar sem býr hann í þessu húsi, den sem fyrir inn á konan hans og löggan heldur að hún sé þar í felum. Við vitum ekkert úr víst, þeir vita ekki úr víst. Þess að senda Dreyfuss og þau hitt húsið til að komast að eitthvað sé í húsinu. Það var engin mynd villen eða? Jú. Það ok. Miguel Ferrer, mannstu þú honum? Leikarinn. Já. Sem var í Robocop. Já. Er hann? Hann er svona mafia assassin ykkur. Ok. Sem er sendur til þess að drepa hana. Ég þarf að kíkja á mynd aftur. Þetta er alveg skemmtileg mynd. Já, steikjármyndir er allt í lagi, þú veist. Ég meina, það er alveg áhorfanlegar, sko. Mér fannst það mjög góður, en það er alveg út af þeirra kemistri. Nákvæmlega 8,3 myndin. Af hverju gerði ekki Dreyfuss fleiri svona myndir? Ég var að kíkja í ferðin hans á IMDb. Hann er bara drullu góður í gríni, sko. Þetta er æðislegur leikari. Já. En hann var ekkert mikið í svona dóti. Nei. Hann var í einhverju svona 80s myndum eitthvað, hvað hétt eitthvað, hann var eitthvað svona gambler, mann ekki hvað hann hétt. Hvað er 80s mynd? Já. Hann hefur alveg leiki í alveg fullt af drastmyndum, sko. Hann var ekkert að segja nei mikið, hann var greinlega skuldugur maður eða eitthvað, þú veist. Ég sé það mynd líka að ég var að hugsa, hvenær sá ég Richard Dreyfuss síðast? Hann er búin að leika ykkur, hann er að þá leika, sko. Hann var í Red. En er hún samt ekki alveg 15 ára gömul eða eitthvað? Já, seinni myndi líka, ég held að hann hafi verið henni. Var hann ekki henni frekar? Ég sá ekki Red. Var eitthvað skemmt? Fokklega. Ég svo trailerin þá. Þú myndir ekki fíla það. Þetta er samt ára mynd fyrir þig. En þú myndir bara, ok, alltaf Bruce Willis er ekki nenni þessu, þú veist. Og þetta er bara glatar myndir, sko. Já. Glatar. Reynda Karl Urban er töffi. Já, hann er einnig þeirra. Er ekki John Malkovich í henni og eitthvað svona? Já, fullt af látum leikur. Hamming it up, sko. Ok, Another Stakeout finnst mér æðisleg. Já, þetta er æðisleg. Ég skil alveg vel að þetta er mjög 90s, mjög mikið 90s. Þetta er rosa 90s mynd. Og hún líka alveg svona, það eiga allir sína feel-good myndir. Já. Another Stakeout er eina mínum feel-good myndum. Já. Mér finnst þú bara allt við henni sér fíla. Reynda þegar þú segir það voru betri brandar en henni. Það voru heldur góðu brandarinn á milli þeirra. Einmitt þetta að vera pappi og sonur, þú veist, þeir voru svo mikið að fokki ykkur öðrum út af því. Já, það var mjög gott. Svo líka er þeirra fokki Rósi-kartinum og eitthvað svona. Mér fannst það skemmtilegt. Ég þarf að fara að kíkja á það. Svo talar hún af sér þegar þau eru búin að hlusta, töppuðu síman hjá fólkinu, svo koma þau eitthvað matabót þeirra, hún talar af sér, þykist að vera eitthvað psychic, redda sér þannig og Richard Dreyfuss var alltaf að vera maðurinn hennar. Mér finnst hún ennþá mjög skemmtileg. Ég hló alveg, sko. Hinn var alvarlegri, já. Já, var það ekki meira svona löggumynd bara? Það var meira löggumynd, en svo var svona bjókinn á milli og eitthvað svona þegar þeir voru að fara inn í húsið og svona. Já. En mjög alvarleg þar fyrir utan, þú veist, alveg alvarlegur bad guy. Madeleine Stowe aftur, hún var þarna. Já, var ekki Aidan Quinn bad guy? Jó, Aidan Quinn. Já, einmitt. Mjög serious leikar. Já, veistu, hann var alveg svona hardcore morðingi og það ekki og eitthvað. Já, hún var alveg brútal, sko. Já, hún var miklu meira svona adult. Já, ég heldur að það bara ákveði, þeir sáu hvað var að virka í fyrstu myndinni, þeir bara let's go overboard, við erum bara með grínmynd, sko. En svo fyndi líka eins og með það, ef ég segjum að þessar myndir er að koma út þegar ég er 20 plus, ég fullorðinn maður, því það kom bara þegar ég er krakki. Ef það eru komið á þeim tíma, og ég sett Stakeout í bíó, fyrstu, þetta er ekki mynd, svo ég fengið framhaldið, PG-13, ég hefði grenjað því. Já. Ég skal lofa, ef við hefum verið vinir á þessu tíma og við hefum verið það gamlir, ég hef sagt, Bjarni, hvað er það að gera? Ég upplifði þannig, þú veist, ég dýrkaði fyrst og svo kom hinn og hún bara ákvæmlega mikið grínmynd, eitthvað, þú veist. Þannig að já, ég hef svona bad taste af seinni myndinni, en þú veist, hún er alveg allt í lagi, sko. En hvað er langt sem þú sást á Another Stakeout? Heldur það sé alveg 20 ár síðan eða eitthvað? Ég hef bara sá Stakeout fyrir nokkum árum síðan, ég held að það sé miklu lengra sem ég sá hérna, sko. Another Stakeout, það er alveg meira en 10 ár síðan, sko. Ég held líka að ég hef séð hana fyrst. Það er bara hræðilegt, eða ekki? Ég held ég hef séð Another Stakeout fyrst. Hvernig fannst þetta að sjá fyrirmyndina? Var það bara eitthvað, djúta allir alvarlegir eitthvað? Nei, mér minnur ekki. Ég var bara, vá, þessi er góð. En mér þótt alltaf ekstra vænt að í minningunni er Stakeout rosa 80s mynd. Já. Það er ekki næst. Pure 80s. Pure 80s mynd. Algjörlega. Og ég held það meira 90s maður. Já. Ok, Another Stakeout, en það er líka eitt annað sem maður nefna við í sambandi við hana. Erum við að fá í dag skemmtilegar, þegar ég segi skemmtilegar, þetta er svona léttar, löggumyndir? Er það ekki bara svolítið búið? Lethal Weapon er skemmtileg löggumynd. Sko þegar þú segir, ertu þá að meina
pure grínmynd eða svona, þú veist, löggumyndir sem er svolítið, Ekkert enda pure, ég meina svo Another Stakeout finnst mér ekki eitthvað pure grínmynd. já, Þetta er ekki Dumb and Dumber eða Lægir, skilur Bara eitthvað svona löggu, svona buddy cop myndir. Other Guys. Það er síðasta sem ég mann eftir. Já, Other Guys, er hún ekki frá 2011 eða eitthvað? Já, eða 2000, já, eitthvað 2012-13. Og þá fyrir ég velta að vera með því í dag, löggan er ekki mynd vinsæl í Bandaríkjunum. Já, heldur það hefur eitthvað. Pottþétt. Já, að gera Það vill enginn sjá í dag. Nákvæmlega, það Skilurðu? er alveg svolítið til í því. Ég fór að mynda að hugsa því ég var að horfa á þessi mynd í gær. Þeir að hlaupa eitthvað og freeze og eitthvað svona dót. Maður er ekkert að sjá þetta í dag, eitthvað svona, nema að sé eitthvað svona hardcore alvöru og eitthvað löggar rannsaka, eitthvað svaka glæp. Ekki svona skemmtilegt. En svo kom þetta þenga sem voru að gera eins og í Superbad, þar sem löggarnir voru bara algjöru kjánar. Og En svo, það er einum of. og svo kom hérna Let's Be Cops sem var basic bara að gera það sama, þú veist, bara heil bíómynd það, þú veist. Ég veit að sá hann ekki. Nei, ekki horfa. Þegar ég horfa um eitthvað svona, þegar ég hugsa um nútíma löggumyndir, þá er ég að sjá fyrir mér frekar End of Watch. Já, nákvæmlega. Skilur þessi eitthvað þannig. Greitti. Svona gritti, svona alvöru löggudót. Já. Eða Training Day. Já, Skilur þau? já. Buddy Cop er döitt. Það er því miður, sko. Þeir reyna stundum svona, sástu þarna Stúper. Vá, ég var bara að spyrja þig. Nei, ég sá hann ekki. En Stúper, er það ekki, var hann ekki debutista? Er hann ekki lögg í þeirri mynd? Hann er eitthvað svona, þetta er svo hræðileg mynd. Þú veist, hvað hann heitir hann hérna, Namanja eða eitthvað. Kumail Nanjiani eða eitthvað. Já. Ég er að sláta námið þess. Mér finnst það reynda skemmtilegur. Fílar hann ekki? Hann er fínn í ákveðnum hlutum. Já. En sko, kemstýri þeirra er 0, sko. Ok. Og þeir bara eitthvað, hei, það er svo weird að setja hann huge gaur með þessum indri hérna, þetta hlýtur að vera fyndi. Nei, þetta var ekki fyndi, ekki eina sekund. Þetta var painful að horfa á þessa mynd, sko. Ég er kannski bara kannski erum við eitthvað ruggla. Er þetta kannski alveg, erum við að fá buddy cop myndir? Ekki mikið. Bara ekki, við erum kannski bara að fá slæma. En þetta er svo góð formúla, þeir reyna það eins og með Stúper, þú veist, en shit hvað hún var stupid. Svo fyrir alltaf að hugsa um aðra mynd. Hún er undir 2001 eða eitthvað. Showtime. Já. Með De Niro og Eddie Murphy. Aftur, bara eitthvað, þetta hlýtur að virka að setja það saman, bara eitthvað, Hún var ekki góð. kemistrið þeirra var ekki gott, sko. Nei. Já, Sem er fyrirlegt, sko, því að Eddie Murphy er oftast með kemistrið við alla, sko. Þú veist, hann bara tekur yfir. ég sakna svona buddy cop mynda. Fokk já, maður. Svona löggumynda sem eru svona skemmtilega. Já. Ég saknaði þvílíkt að sjá svona myndir, sko. Já. En það, ég veit ekki, að, þú veist, þetta kemur kannski í bylgjum og svona, þú veist, en Já, getur við. það var ekkert það mikið þetta svona í seinni hlutan á 90s. Ég held bara í dag, þetta er svo mikið eins og þannig bara löggar í dag ekki, þetta er svo hitamál. Já. Kannski vill fólk bara ekkert sjá skemmtilega löggur. Ég trúi því ekki. Ég trúi ekki að það sé... Ég meina, svo náttúrulega var hérna, hvað heitir hún með, Sandra Bullock og The Heat, þú veist. Það var ekki náttúrulega, rusl. þú veist, það var svona buddy cop náttúrulega með stelpum, sko. Já, reyndar. Hún var alltaf lægi, en meina, það var basic bara eftir buddy cop formúlinni. Þú veist, það er ennþá verið að reynda. Það bara hefur ekki gengið vel, sko. Ég eins og með þá mynd, The Heat. Ég veit hún heitir ekki Heat, heitir The Heat. En ég var bara, hvað er dirfustu? Já, nákvæmlega. Ekki það nafn. Bara guðlast. Þetta er guðlast. Já, hvað ætla sér margir bara rugglast á að ég ætla að horfa á Heatin sem bara, hvað myndi þetta, þú veist? Hún kom mér óvart, hún var betur í Hún var alveg fín. Hún var fín. Var þetta ekki Melissa McCarthy og Sandra Bullock? Jú. Og svo sem kom mér óvart að Sandra Bullock. Melissa getur svolítið þreytt, hún er alltaf að gera það saman. En Sandra Bullock kom mér óvart í henni, hún var svolítið fyndin, sko. Hef ég ekki spurt út í Sandra Bullock? Finnst hún skemmtilega leikuna? Nei, nefnilega ekki vennilega, sko. En hún á svona stundum kemur hana óvart. Þú veist, eins og í þessi Miss Congeniality, hún var alltaf í lagi þar, hún var ekki að versta við það, bara myndi var rosalega. Já. Hún hefur alveg comedic timing og svona, þú veist, hún er alveg ágætt í því, sko. En Ég finnst góð í Gravity. Já. Þú veist það ekki góða? Hundleil myndi. Finnst hún leðileg? Já. Já, þú fýlar ekki Gravity. Nei. Fýlit. Mér finnst þú góð. Tækni rungmaður. En hún er svona spennandi. Já, hún var enda spennandi og þið sá henni í bíó, en ég myndi aldrei horfa á þessa mynd aftur. Nei. Ok, við viljum ekki tala um hana, hún er ekki nættismynd. Þetta mútið við förum bara ég þá taka næstu. Já, ég held það. Já. Var það ekki? Þetta er önnur mynd. Jú, ég er næstur. Já. Jú, er það ekki? Er ég að svindla þér? Nei, ég held að... Ok, þetta er önnur mynd. Ég held að geta ekki svona giska á þessa. Að ég á búin að stengleiminni, hún var
hún var ekki fræg, hún var ekki vinsæl. Samt alveg stór nöfn, þannig sé eini. Frá hvað ári? 93 líka. Hvað er leikstjóri? Hann heitir Roger Young, held ég. Og ég myndi ekki, ég googlaði það. Roger Young. Ég held hann heitir Grímynd. Roger Young. Já, þetta er grímynd. Þetta er bara grímynd, sko. Og það eru ágætlega fræg nöfn annað í þessu. Ég er rugl eitthvað. Æ, fók ekki. Allavega. Gef mér stærsta nafnið. Stærsta nafnið. Rick Moranis. Hvað myndir þessu vera stærra nafn? Rick Moranis eða John Cleese? Ég myndi segja John Cleese. En það? Samt það er erfitt, já. Menna, Rick Moranis hefur verið í legendary myndum, sko. Já. Í Bretlandi John Cleese, Rick Moranis í Ameríku, þú veist. Já, en á Íslandi? Þú fór þetta götu. Fer eftir hvernig þú tala við. Það er John Cleese. Eða með Monty Python aðdánda, John Cleese allan daginn. Monty Python var mjög vinsælt á Íslandi. Já. Já, ok. John Cleese. Eru þeir í báðir? Já. What? Og gæinn sem skrifa þessa mynd, sem leikur aðalhlutverki, er Eric Idle. Eric Idle lék aðalhlutverki og skrifaði hana. Herðu, mig rámar í þessa mynd. Það var það. Mig rámar í þessa mynd. Hvað hét hún? Ég var búin að steingleiminni. Svo sá ég cover, ég bara, já, þessi. Hvað hét þessi mynd? Þetta er svona æskumynd, ég sá hann nokkuð sem var yngri. Ég held... Þú ert smá með þetta. Hvað heitir það? Ég manna ekki. Þú verður að koma með það, ég manna það ekki. Hún heitir Splitting Heirs. Splitting Hairs? Nei, Splitting Air, svona svo erfingi. Já. Það myndi sem ég var já, ok, þú veist hvað myndið þetta? Já, ég veit hvað myndið þetta er. Ég bara myndi ekki þetta líka hræðilegt nafn, sko. Já, ég var alveg bara, ég hugsaði mér, hann er ekki að vera kveikið þessu. Þetta er köld mynd. Ég man eftir því að þetta var svona mynd sem að fólk var að... Sem sér coverið. Svona láta... Já, nákvæmlega. Já. Varstu ekki bara að gleyma þessari mynd? Ég var algjörlega bara að gleyma þessari mynd. Ég sá hana held í einhver tíman, man ekki neitt eftir henni, en þetta var svona mynd sem allir bara, hei, þú verður að kíkja þessa, þetta var svona svolítið kvöldmynd. Sko. Já, menn á þeim tíma? Já. Fór svolítið fram í fólki. Ég held ég að sé hana bara í gegnum pappa, ég er 10 ára þegar hún kemur út. Já. Því pappa er svo mikið Monty Python maður. Já. Og þessi mynd, hóla hann í gær, líka. Hvernig heldist hún? Ég fyrir þetta eitthvað. Hún er ekkit svakalega góð. Nei. Mér langar að hafa hann á listanum. Ok. Af því mér þykir eitthvað smá vænt þessu mynd. Já. Því bara þessi, bara Splitting Heirs, já. Af því mér finnst Eric Idle, mér finnst hann mjög fyndinn. Hann mjög fyndinn, sko. Bara einhvern veginn svona útitið hans, hárgræslan hans í þessari mynd. Hann er svo mikið svona eitthvað, alltaf eitthvað svolítið svona hissa. Já. Þetta er alveg... Ekki lúser. Já, svona mitt lúser. Og hún er alveg skemmtileg. Fjallarinn svona konungsfjölskyldu eða eitthvað svona hertoga. Og það búið svona The Curse of the Beaumonts eitthvað. Já. Og það er þess að 1970 eitthvað, þá eru þau með lítið barn, þess að par, eitthvað svo hippar. Og þau týna barninu sínu og veit ekki það, gleyma því, fara eitthvað að djamma og gleymdu barninu, svo bara hverfu það. Og svo er henni finna þau barni sitt og það er Rick Moranis. Aðal hann upp sem þeirra son. Já. Og hann tekur síðan við sem hertog í myndinni, en svo kemur ljós að það er Eric Idle sem var henni í barnið. Já. Hann lúkkar alveg út, hann lítur eins út og allir þessi hertogar að sagja, maður sé svona málverk, allir eins og Eric Idle. Og hann verður þá eftir eitthvað stannastæðar eða? Já, hann sérst það var önnur fjölskylda sem ól hann upp. Já. Og það er enda pínu fyndið, þess að indversk fjölskylda. Já. Og það kemur ljós í myndinni. Bara við þurfum að segja svolítið, hann var fullorðinn maður. Við þurfum að segja svolítið, þú ert ættildur. Ha? Og hann er gett hissa, það er pínu fyndið. Já. Geðveikt breskur, hvítu gaur og alveg upp hann þessu indversku fjölskyldu. En myndin fjallarinn að hann alltaf bara, hei, ég er hertuginn, ég á að fá þessa peninga á þessa höll og eitthvað. Og er svona að reyna, þegar hann líður á myndina, þá reyna hann bara að drepa eitthvað hans og myndin fer alveg stekt að staði, sko. Verður þetta dark tíma? Já, hann alltaf bara að fara að myrða á það er bara þeirra húmor, sko. Það er rosalega mikið þeirra húmor. Svo kemur eitthvað John Cleese inn í þetta sem eitthvað svona lögfræðingur sem vill partnera með Eric Idle, bara, hei, við þurfum að drepa hann bara. Já. Ég get gert það og við get gert það svona. En mér fannst svona skemmtileg, mér fannst vanta góða brandara. Já. Þannig að sagan fannst mér alveg fín. Þeir eru oft svolítið í silliness svona, það er ekkert alltaf
það er ekkert alltaf mikið svona brandaradæmi, það er svolítið svona situational comedy, svona ekki, þú veist. Já, en eins og með... Það er svolítið Monty Python-legt, sko. Já, en eins og í Monty Python, það er svolítið sín sá flestar þeirra myndum. En í svona minningar voru alveg með brandara. Já, reyndar. Æ, ég veit ekki, allavega. Bara aðalega bara rosalega silly myndir. Já, og svona þetta er alltaf ekki Monty Python mynd. Nei, Idol skrifaði einn og... En svona hans húmor. Já, þeirra húmor, svona kannski breskur húmor. Þannig ég vildi nefna því mér er svo svakalega gleymd. Já, ég leið og fórst ég bara eitthvað, shit, hvað er þessi mynd? Og þá sá ég mitt þetta hulstur fyrir mér, sko. Þetta er mynd sem að mér þarf að rifja upp, sko. Já. Ég maður alveg að tjekka hérna. Þú ert að koma með góðar svona rifja upp myndir, eitthvað. Er það ekki? Ég bara, hef ég vita einhverja þessar mynd sem þú bara komið með það? Þú bara... Ég þurfti að bæta upp fyrir síðasta. Þú fórst að grafa eitthvað ná þessar myndir, sko. En ég þurfti að bæta upp fyrir síðasta. En málega þegar ég gerði listamenn upprunalega, því ég var með eitthvað 60 myndir eða eitthvað. Já. Splitting S var á listunum. Já. Drop Dead Fred var á listunum. Já. En ástæðan ég sett hann ekki fyrir Gullmál þátt 1. Já, viltu kíkja það? Mundi ekkert eftir. Nei. Gat ekkert sagt neitt þessar myndir. Betra að vera viss. Betra að svona nokkuð viss. Já. Ok, það er komið að þér. Komið að mér. Hvað erum við búin að blara lengi í það? Ég veit ekki, við erum komið 2 myndir eða eitthvað. 4. Númer 4. Frá 1993, þetta er náttúrulega bara classic mynd, sko. Þetta er grínmynd, ég þarf að taka þátt í gríninu hérna með þér. Ok, og ég giska? Já. Loaded Weapon? Nei, þetta er ekki spúfmynd. Ok. Þetta er þekkt tvíeyki sem er í þessari mynd. Er þetta eitthvað svona Men at Work? Nei. 93? 93. Þessi tvíeyki hefur leikið í mjög mörgum myndum saman. Sem þá tvíeyki? Já, og þeir eru báðir dánir í dag. Er þetta Pryor og Wilder eða? Nei. Ég held þessi báðið dánir í dag. Ekki Wilder? Jú, það er báðið dag. Báðið? Þú ert að fá brain freeze? Ertu að klikka á þessu? Oh my god. Þú ert að fá bara eitthvað, já, ég lít svo illa út í mínum eigin þætti. Þetta er gamli menn. Þetta er svo verstasamt, ég hef aldrei litið þessi illa út. Eins og það við tókum upp leikstjórþáttinn. Já. Ég var bara eitthvað, hvaða leikstur nummer 1? Já, mér finnst ég. Ég hef bara starðaði bara, er það grínast? Herru, ég hitti eitt gaur daginn, sem ég keypti á mig bolla. Já. Ég skuttlaði bollanum til hans. Gæði sér þekki neitt. Hann hlustar marga þetta. Og hann sagði, bara, já, ég var eiginlega bara öskrandi á þáttinn. Já. Hann bara, Fincher, David Fincher. Allir að öskra með þér. Allir að fasta þetta nema ég. Ok, eitthvað tvíeyki. Gamli menn. Já, er þetta Meth og Jack Lemmon? Já, maður. Er þetta Grumpy Old Men? Yes. Gott pick. Já. Samt mjög svona þekkt mynd, en bara mér langaði að þessi rifja þau upp, að því að mannstöðu þegar við sást að ég vissi ekkert þá í rauninni. Nei. Þeir sáu þessa mynd. Nei, ekki heldur. Þetta væri bara þekkt grín tvíeyki og ég var dregin á þessa mynd. Og ég bara eitthvað, 2 gamli kallar eitthvað Grumpy Old Men, þetta er mjög fráhrindandi. Hilarious mynd. Dýrka þessa mynd. Það er rosalega síðan, það gerir 2, Grumpy Old Men og Grumpy Old Men. Já. Mér finnst það báða skemmtlar. Já, báða skemmtlar. Í minningu allavega. Mér finnst fyrsta aðeins betri en þá, en hinn er ekkert langt frá, sko. Var ekki Burgess Meredith þín líka? Já. Hann leikur pappan? Já. Stelur öllum senum. Já, alveg. Algjör senum þjóður. Líka var hann nafni, Grumpy Old Men. Félag okkar að sjá þetta. Já. Comedy Gold. Þetta er svo mikið Comedy Gold, þetta er svo skemmtilega myndið mér. Ég get hort það bara mjög oft, sko. Hvað heit konan? Sem var í fyrstu. Já, var hann ekki báðum? Nei, það var Sophia Loren var í seinni. Sophia Loren, þeir voru báðmyndina voru með eitthvað svona þekktum gömlum fyrirsettum, þú veist, svona hvað hét hún í fyrri? Þetta er Anne Margaret. Já, þetta er rétt sér. Já, hún var eitthvað svona, ég held að hún hafi verið eitthvað svona fyrirsetta, þú veist. Á sín tíma? Sín tíma og Sophia Loren, þú veist. Vá, hvað langt síðan sé Grumpy Old Men. Og kíkja þessa myndir, þetta er æðislega myndir. Manstu hvað leikstir fyrstu? Var það ekki eitthvað frægur? Hvað hét það? Grumpy Old Men? Ég held að sé reyndar ekki góðu leikstjóri, ég held að sé Howard Deutsch. Já! Sem mála hræðilega myndir. Jack Lemmon. Ég náði að fatta tvíegi. Já, er ekki rétt hjá mér? Howard Deutsch, ekki? Donald Petrie. Ok, er ég að rugla? Bara kannski seinni myndin sem að... Það getur verið. Já. En þetta eru æðislega myndir.
Ég get hórt að það aftur. Þeir eru svo góðir. Þeir eru mjög skemmtilegir. Ég bara, þeir eru menn alltaf búin að vinna saman í áratugi og þú veist, bara gott timing hjá þeim og þetta er svona dad jokes, þú veist, þetta er mjög meinlaust. Howard Deutsch 2, það er rétt sér. Ekki? Howard Deutsch, hræðilegur leikstjóri. Báðar 90s myndir. Já. Þeir eru mjög skemmtilegir. Hvor er það skemmtilegir? Jack Lemmon að Walter Matthau, bara svona yfir höfuð sem leikari? Ég myndi segja að Jack Lemmon sé betri leikari en Walter Matthau var skemmtilegur leikari, þú veist, svona finnari, allan í þessum myndum, sko. Já, ég var alltaf hrifinn af Jack Lemmon. Jack Lemmon er alltaf bara klassaleikari, sko. Já. Bara frábær leikari. Mér finnst það skemmtileg, ekki bara góðu leikari, Já. sem bara svo skemmtilegur. Já. Mér fannst hann skemmtilegur heldur en Walter Matthau. Já, ég sá ekkert mikið með Walter Matthau frutan þessa, sko. Nei, þetta er svolítið fyrir okkar tíma. Já, ég sá ekkert þetta Odd Couple eða neitt af því, sko. Nei, mitt, ég á eftir að sjá þar. Eða hana, ég var ekki bara eins og leys. Já. Ok. Þeir eru aðeinslegir, Grumpy Old Men er classic. Grumpy Old Men, gott 90s classic. Þetta er léttmyndi. Já, Já. algjörlega. Þú ert ekkert bara í ykkur morðum og eitthvað. Ég er með eina. Ertu með eina Nei, ég léttmyndi? segi það ekki, það er léttmyndina þó að það sé ekki beint grínmyndir, sko. Ok, þú taka næstu líka. Taka næst líka. Já. Næsta er líka alveg svolítið léttmyndi. Það er frá 1994. Leikstjórinn er nýdáin. Bara hún fyrir stuttu síðan. Getur þú sagt mér að það spoila alveg þvílíkt bygginu? Heldur ég sé búin að sjá sem mynd? Þetta er, já, potið. Þetta er vestri. Frá 94? Grín vestri. Grín vestri? Já. Leikstjórinn er nýdáin, var mjög merkilegur leikstjóri, gerði stóra myndir. Já, ég veit alveg hvað mynd er. Þetta er Maverick. Yes. Richard Donner. Þetta, veistu það, Maverick, hún var svona allt í, Já, komast á listan, ég dýrka hann, sko. Þetta er æðisleg mynd. Já. Æðisleg mynd. Já, þetta er eina af mínum fílgutmyndum. Þetta er svo skemmtileg mynd. Æðisleg mynd. Hún er svo ógeðslega skemmtileg. Og vannmetin. Já. Þetta er skemmtileg saga. Já. Geði ekki karakterar. Já. Bara Mel Gibson er frábær í henni, Jodie Foster frábær í henni. Já, það er bara eitthvað... James Garner frábær í henni. James Garner líka frábær. Þeirra chemistry, brjála. Já. Þetta er bara solid mynd. Þetta er bara mynd sem maður getur alltaf kíkt á, sko. Já. Þetta er æðisleg mynd, maður. Já. Langt sér sást hana? Það er eiginlega allt og langt síðan ég sé hana. Já. Ég þarf að fara að kíkja hana aftur. Ég sé 5 ár síðan svona. Já. Ég held hún getur verið að hún hafi verið á Amazon Prime eða Netflix nýlega, sko. Það getur verið. Ég náði ekki að horfa á hana áður en hún var tekin út aftur. Ég horfði hana svakal oft á DFT. Já, ég horfði hana mjög oft back in the day, sko. Já. Alveg klassamynd, sko. Var þetta, er með misminna, var þetta ekki byggt á einhverjum þáttum eða? Jú, sem að Garner leiki. Já, er það ekki? Hann leik uppalega Brett Maverick. Já. Það er alveg cool að hann hafi síðan leiki. En var það svona pókerdæmi? Ég var aldrei viss um það. Nei, ég þekki það ekki. Var því ekki bara beitt inn í eitthvað? Ég þekki það ekki. Voru það ekki bara eitthvað svona plain, eitthvað basic vestarþættir og Já. Svo gerir mynd? Já. Mér finnst það bara svo skemmtileg saga. Já. Gibson eitthvað svaka pókerspilari. Gott chemistry milli Jodie Foster og Mel Gibson, þau eru svona playing off each other og mjög skemmtilegt, sko. Þetta er æðislega mynd, maður. Já. Þetta er léttmyndi líka. Algjörlega léttmyndi. Ok. Algjörlega. Og þá er það búið, nú er bara að þunga mikið eftir. Bara hardcore raðmór. Þú eru bara í dauðan. Raðmór ekki myndir eftir. Já, Maverick, maður. Ég mælum að fólk tjekkja á henni. Ef ekki bara sjá Maverick, kíkja á hana, hún er æðisleg. Ótrúlega skemmtileg mynd, maður. Ef þú ert ekki í góðu skapi eftir það, þá var eitthvað æðisleg, sko. Já, ég sammála þér. Geggjuð mynd, sko. Ok. Herru, þetta var 5 hjá mér. Það var hjá mér. Yes. Mynd frá nú byrjar 94. Festivalið. Festivalið mitt. 94. Já. Við gerum gisklinga úr þessu. Við erum að giska allt. 94, þetta er endurgerð af mynd frá held í 72. Frá 72? Heldur sér frá 72. Og ég segja hverju líka, þetta er henni aðalhutverkið er par. Konu og kall. Ég veit þetta. Er þetta The Getaway? Já. Já, ég man ekki eftir henni. Ég sá aldrei gömlu. Nei, ég sá ekki gömlu hendur. En ég man ekki eftir henni.
náttúrulega Alec Baldwin var náttúrulega bara the hot shit á þessum tíma. Kim Basinger er Kim náttúrulega konarnas á þessu tíma, Já, leikur á mótunum. já, Ég held að það hef líka verið þannig í myndinu frá 70. Steve McQueen og Alan McGraw, ég held að þau hafa verið saman, sko. já, Ég ok. held það. Já, getur passað. Kannski sé eitthvað rugl. James Woods var einu ekki? James Woods er sérst í nýju, Já. eða nýrri Já. myndinni. Michael Madsen er í henni, Alveg rétt. Philip Seymour Hoffman er í henni, Góður leikar. David Moss er í henni. David Moss, það er 90s leikari. Já. En ég dýrka hann. Quintessential 90s leikarinn, sko. Er það ekki David Moss? Jú. En mér finnst hann ógeðslega skemmtilega leikari. Hann er alltaf góður. Já, alltaf solid. Þetta er sorglegt hvað hann hvarf. Hvað var það hann? Ég skil það ekki, hann var alltaf svona gaur sem bara setti svona gæðastimpil á myndir og bara, já, David Morse, maður, þú veist. Hann gæti leikið vondakallin, hann gæti leikið góðakallin. Já, hann var oftast notaður af því að hann var með svona weird, svona mannerism, hann var alltaf oft notaður að vera eitthvað svona creepy bad guy, sko. Hann var alltaf Green Mile. Svo var hann frábær í Green Mile, bara Já. mjög næs gaur þar, þú veist. Frábær karaktereikari, bara algjör synd já. hann hvarf, sko. Æðislega maður. Hann er nú eitthvað að leika. Bara í þáttum Já, þetta er rosa mikið þættir, sko. er ekki bara betra efni þar og hann þess vegna fór á þangað. Jú. Maður skilur það, menn nenni ekki að leika í einhverjum drastl bíómyndum. Nei. Já, hann var í True Detective. Nú mann ég ekki hvað, ég er búin að sjá alla sérin, ég mann ekki hvað sérin var. Já, ég meikaði bara fyrstum þær. Já, það. Já. Ég svo allar 3 ár. Var- Ok, allavega. Hversu var hann? Var hann í seríu 2 eða 3 eða? Stendur ekki hana? Colin Farrell leiðilega fyrir með seríu 2, sko. Já, þú hata Colin Farrell. Hann krabba mig. Mér varst að gegja svo alveg í sérin. Ég þarf að fá mig bóli, I hate Colin Farrell. Ok, David Morse, já. Flotti leikarar. Jennifer Tilly. Já, nokkulega. Þetta er hellingur leikurum í þessari mynd. Var ekki var þetta Walter Hill eða eitthvað svolítið? Nei, Þetta var actionmyndið, Walter Hill held ég að skrifa það. Ah, ok. Þetta var actionmyndið. Roger Donaldson leiksturinn. Ah, ok, það er fýll leikstari. Það var fín leiksturinn. Já. Og, Þetta er mynd sem ég þarf að kíkja á mér. Já, þetta er gleymd mynd. Þetta er ekta 90s mynd. Já, ég talaði við bróðum minn daginn. Sjátt á það hann, ég veit að hann er að fara að hlusta á það. Hann hlustar allar þættir mér. Já, horfur á það. Hann var að spyrja mig út í þetta. Hann sagði, hvað er það að taka upp? Ég er að taka upp Bjarna. Og hvað er það að taka upp? 90s. Hann hriðunum þér sem gesti. Hann elskar að hlusta á því. Mm. Ég sagði, að gera part 2. Takk fyrir það, meistari. Arna bróðum minn. Og ég sagði, það er ein mynd sem ég var að horfa á. Sem ég var að steingleyma maður. Og ég sagði hann, ég einaði mér The Getaway. Hann var búin að steingleyma henni. Já. Hún hvarf svakalis mynd. Þetta er solid 90s hasmynd. Ég veit ekki hvað ég náði þessu núna því að ég var algjörn að gleyma þessa mynd. En bara þú sagðir, þegar þú sagðir hérna, hvað sagðir það væri par, Já. þá einhvern veginn kveikti ég strax bara á Alec Baldwin og Kim Basinger. Mér finnst þessi mynd ennþá skemmtileg. Já, Og heldur svo vel. mér finnst það sem svona 90s hasmynd. Já, Bara fín saga. Hann leikur eitthvað master, eitthvað svona safe cracker eða eitthvað svona þjóf, hann Alec Baldwin. Já. Og hann, Alec Baldwin, þegar hann var hennis prime, sjúkla myndalur. já, Ha, já. bara hára hans allt, bara ég verð að segja það, bara sem gagginu kallmaður, þetta er bara, hann er Það var rosalegur. rosalegur, sko. Rosalega flottu kall. Já. Og það Kim Basinger, glæsileg kona. Jep. Og mér hún líka búin að vera glæsileg kona í svolítið mörg ár. Já. Men hún var líka alveg í 80s. Ég var alltaf með krössan út af Batman, sko. Já, en sló hún ekki, er ég að ruggla, var það ekki Kim Basinger frekar stór bara í 80s? Jú, hún líka hérna í 9.5 weeks, já. Já. Þá var það svona kyntátt, sko. Já, Og einmitt. svo alltaf Batman, en þá, Já, svo hann gerði til meira stóri úr því. Batman. en svo hvarf hún aðeins. Svo hún alltaf LA Confidential, hann er 90s Já. og fekk hún ekki Óskar fyrir það mynd. Og svo kom alveg svolítið bil, svo bara eitthvað, var hann í M&M myndinni hérna, 8 Mile. Já, einmitt. Hún svona tekur sér pásir inn á milli, sko. Ég heldur þess að þetta ennþá að var hann ekki Blessed a Child og eitthvað svona dót. Ég sá hann reyndar ekki. Ég held að hún sé What? frá aldamótunum. Ok, allavega, The Getaway, frábæra mynd. Já. Sem svona ég segi, 90s hasmynd, skemmt með konunglega, Michael Madsen Æðislegur maður. í the 90s. Annar maður- Hver var meiri töffar en hann? Annar maður sem ætti fá meira að gera. Algjörlega. Ef það er ekki Tarantino þá er hann bara í einhverju DFT myndum, sko. En svo er eitthvað við þegar sem menn eldast. Já. Ég er ekkert að segja að Madsen eldist eitthvað illa, en þegar hann var ungur, eða yngri, eins og bara þegar hann gerir Reservoir Dogs og Getaway og svona, Já. Species, hann var Já. í nokkrum svona myndum. Já,
bara eitur svalur, sko. Ógeðslega töff. Já. Fáir svalar en Michael Madsen þegar hann var uppurst besta. En svo var það svolítið svona one trick pony, hann var einhvern veginn alltaf sami karakterinn. Alltaf saman karakterinn. Þannig að kannski var það þreytt. Já, en ég samt fekk ekki leði. Nei, svo líka Tarantino nær alltaf að gera eitthvað gott úr honum, sko. Ég vona að hann verði í seinustu Tarantino myndinni, það er bara fyrir legacyð, sko. Já, ég sammála. Já, hann verður línum mér. Pottjétt. Já, en þetta er skemmtileg mynd og það er eitt sem er svolítið skemmtilegt við hana sem ég fíl í myndum. Sástu Running Scared með Paul Walker? Já. Æðislega. Það er í þeirri mynd eitthvað svona subplot með fólk, par, sem styrir Running Scared, sem er að myrða börn. Já, fucking creepy. Já. En þetta er rosalega áhugavert svona subplot, eitthvað svona hliðarsaga. Já. Ég elska svoleiðis. Já. Það er svolítið svoleiðis í Getaway. Já, ok. Og ég vil ekki að spoila, og ég er ekki að segja þessi jafn gróft og er í Running Scared. Nei. En það er alveg svona side story með hann Madsen karakter. Hann settir partur svona krúna hans og svo náttúrulega svíkóbrettir og eitthvað svona. Nei, hann svíkur og eitthvað svona. Það hann verður svona ekki lengur partur af þessu krúi. Þannig að Kim Basinger og Alec Baldwin að gera svolítið svona sitt thing. Já. Svo er hann svolítið svona einn og hann er særður og hann kynnist Jennifer Tilly og manninum hennar. Hann er dýralæknir. Hann þarf að sauma sig eða eitthvað. Já, ok. Og svo er Tilly skotin í Madsen. Og þau fara saman sérst, með kallinum í eitthvað svona road trip og þetta er alveg svona... Bara splittast upp myndina í aðra söguna. Já, því að Madsen er alltaf eftir þeim. Já, ok. Madsen þetta er ekki eitthvað alveg fáránlegt. Já, ok. En þetta er svona eins og ég ástæði með þetta Running Scared í huga því það er svo svakalega sterkt atrið. Mjög. Eða svo saga mjög sterk. Já. Og það er alveg svo smá þannig saga í Getaway. Mér finnst það helst skemmtilegt. Það er gaman þegar það taka svona sensa í handritið, þú veist. Já, og líka bara þegar hann er alltaf psycho í þessari mynd. Já. Og þú veist alveg, hann er svo off og þeirra samskipti að þeir Tilly leikur svona konu sem er greinlega bara komin eitthvað svona bad boy. Já. Þetta er bara gæmi byssu og morðingi og því hún er gift bara svona nördi bara dýralæknir og við ættum ekkert að fara með þér hérna. Jú, þið að fara að koma með þér, við erum að fara hérna. Mér finnst það skemmtilegt. Já. Ég mælum og tjekkir aftur á því. Og hann er rétti leikarinn í það fyrir svoleiðis hlutverk. Já, nákvæmlega. Ég þarf að kíkja þessu mynd aftur. Ég var algjörlega búin að gleyma þessa mynd, sko. Mælum henni, Getaway. Þetta er svolít mynd, sko. Já. Líka alltaf gaman að sjá James Woods. Er ekki James Woods líka vondugurinn? Jú. Alltaf svolítið því. Æðislega. Elska 90s James Woods. Elska. Hann er svo góður þar. Ok. Erum við ekki að fara bara næstu? Jó. Er það ég eða? Varstu búin með 5? Ég er búin að taka 5 núna. Já, það er þú áttur. Ok. Þessi mynd nefndi ég aðeins í þætti 100. Já. Ég vil samt bara hafa hann listanum með þetta frábær mynd. Já. Ed Wood. Já. Sorry, ég sagði hann bara strax. Ekki giskleikur. Einnig. Að ég er búin að, Óli Bjarki, sjátt þetta hann. Og Tommy Valgers. Þeir eru nú bara sögðu allt sem segja þarf þessa mynd í þætti 100, part 2. En hún er bara svo góð þessi mynd. Ég er ekki brálaður að dandi. Þú ert ekki hrifin af henni? Mér finnst hún allt í lagi. Hvað finnst þér, hvað ert ekki fílað hana? Mér finnst bara ekki áhugavert. Finnst þér sagan ekki áhugavert? Nei. Já, þér finnst hún ekki áhugavert, sagan? Nei. Finnst hún ekki fyndin? Það er endar svolítið síðan sá hana. Mér myndi að Johnny Depp að fara í töðunar á mér. Hann, það er allt kranka upp í 11 í þessari mynd. Já, veit það er kannski það sem ég fílaði ekki. Já. Ég man eftir bara, ég var alltaf hrifin að þegar hann var að gera myndið Tim Burton, sko, en ég var ekki hrifin að þessari. Kannski þurfti ég að kíkja hann aftur. Ég myndi örugglega með aðra skoðun að þið núna, sko. Ég mælum og gefa henni annars séns. Ég sá hana bara, ég myndi ekkert eftir það 20 ár síðan að ég sé hana. Já. En ég vissi að Óli, hann elskar þessi mynd. Já. Óli Bjarki. Já. Og ég var bara, fannst hún það góð? Svo horfði ég aftur á hann og stuttu. Ég kann miklu betra með þetta. Mér finnst hún drepfyndin, sko. Já. Mér finnst alveg Martínu ógeðslega fyndið. Martin Landau sem Bela Lugosi. Já, mann að hann var frábær. Hann fekk hann ekki Óskarinn fyrir það eitthvað. Hann er rosalega. Hann var rosalega góður í henni, sko. Johnny Depp er svolítið mikið Johnny Depp í þessari mynd. Já. Ég er ekki ósamlega þar. Hann er svolítið svona... Hann er stuðfráðið að vera perandi. Já, það er einhvern eina sem ég kveiki strax bara að Johnny Depp fór í taugunar á mér í þessari mynd. Ég man ekki nákvæmlega af hverju, sko. En mér finnst bara Burton, þetta er alveg svona sérstök mynd. Meira svo hans ferli, finnst mér. Já, það ekki. Svolítið
out there. Já, og eins og hann sagði líka Óli, það er allir tali bara eins og séu í 50s mynd og... Já. Já, hún er svo öll þannig, svartkvít. Ég gefði henni einn annars eins. Ég er ekki oft hrifin að því þegar ég var að gera myndir Hollywood. Þessi átta hjá Hollywood að gera myndir Hollywood er náttúrulega bara narsisismi dauðan, sko. En ég meina stóð þessi áhugaður sögur. Eins og þetta player eða eitthvað svona, maður bara svona, það verður að áhugaverð saga, sko. En já, ég veit ekki, ég skal gefa henni sens, prófa að kíkja á hann aftur. Mjög langt síðan á hann, mjög langt síðan. Já, en ég segi, ef þú þólir ekki Johnny Depp í henni, þá finnst það kannski myndin leiðileg. Já. Það er alveg góði brandarar þarna og þú veist, ég hló mjög oft. Já. Ég mæli með henni. Kannski kíkja á hann aftur. Ed Wood. Kíkja á hann aftur. Hvað með þína? Næstu. Herðu, maður sjá, númer 6. Það er vanmetin mynd hjá þekktum leikstjóra sem er frá New York. Ég veit, já, ok, er þetta eitthvað svona Woody Allen eða eitthvað? Close. Hann er þeldökkur þessi leikstjóri. Spike Lee. Spike Lee. Hvað ára er þetta? 95. Er þetta Washington? Nei. Spike Lee mynd frá 95. Er þetta Clockers? Yes. Já, ég þarf að sjá hann aftur. Ég var ekki hrifin á sín tíma. Nei, það tók mig nokkur skipti, en ég sá hana frekar nýlega og ég bara ekki að þetta er drullu góða mynd, sko. Ég kannski skildi hann ekki alveg þegar ég sá hana fyrst sem táningur. Nei, ég þarf, þetta er kannski svona eina af þessi myndir sem að ég sá hann bara í úrlingur. Já, það er bara orkan í þessari mynd og bara þarna var bara Spike Lee alveg í essinu sínu, sko. Scorsese framleiðir hana. Já. Hann ætlaði að leikstýra henni. Nei. Já. Ég man ekkert hvað er þessi mynd. Þetta er bara basically svona... Þetta er krimmadót eitthvað. Já, svona dópsaladæmi, ég veit að þú ekki hrifin að því, sko. Ég er alveg til í eitthvað svona dópsölu eitthvað. Já. Hvað sem blóða, Scarface eða eitthvað, en neyslumyndir finnst mér ekki skemmtilegar. Þetta er svo Trainspotting, ekki mynd fyrir mig. Þú getur það ekki, nei. Nei, mér finnst það bara ekki, kannski svo þú sagði sögur Hollywood, sögur neysludót, mér finnst það bara ekkert skemmtilegt. Nei, þú tengir ekki við það. Nei. En já, hún er ekki beint neyslunni, hún er meira bara bara svona að fólk er að berga sér og selja eitthvað til fyrir að komið sér út úr gettóinu og allt þetta. Og Delroy Lindo gæði ykkur í henni. Ég er búin að glemma að hann var í henni. Já. Frábærleikari. Klikkarinn og Keith David líka þeir eru alveg svakalegir í henni, sko. Keith David finnst mér vera rosalega vanmetið leikari. Já. Hann er búin að leiki fullt af myndum. Sammála því. En mér finnst hann oft einhvern veginn svona karakterleikari sem að fer svolítið fram hjá fólki, sko. Já. Það kannast alltaf við hann. Já, kannast alltaf við hann. Veit ekki hvað hann heiti, kannski en... Hann er drullu góður. Já. Drullu góður, sko. Þetta er alveg lúmskmynd. Ég horfði á hann aftur og ég bara djöfull er þetta góð mynd. Líka skemmtileg hvernig hann nota kameruna og svona og litapalettan í þessari mynd er mjög töff. Harvey Keitel er í henni. Já, einmitt. Vá, alltaf Scorsese áhrifin, sko. Hann fær Harvey Keitel og svona, góða leikara, sko. John Turturro. Já, John Turturro. Ég var bara nýlega að frétta því að Scorsese ætlaði að leikstýra þessa mynd. Hætti við á síðustundu og ákvaða framleiða henni í staðinn. Ég þarf að gefa henni annars séns. Já, ég veit það. Ég man oflítið eftir henni. Já. Og ég kann kannski betra að meta henni í dag. En hvernig fílar Spike Lee sem leikstýra? Ég er nefnilega svolítið hrifinn á hann, sko. Þú ert hrifinn á hann? Já. Ég er ekki búin sem marga myndir eftir hann. Ég fíla hvað hann fer síðan í leiðir og þú veist, hann er alltaf, þú þekkir Spike Lee mynd alveg alltaf, sko. Sástu Oldboy endingin hans? Já, vil helst ekki tala það. Sér hvað það var léleg mynd. Ég bara skil ekki hvað gerðist þar, sko. Hræðileg mynd. Þar er hann bara að fara í efni sem hann hefur ekkert vita á eða á bara að sleppa, sko. Just. Það var bara hræðileg mynd, sko. Og í minningunni, mér fannst það bara illa gerð bíómynd. Já. Myndatakan, bara hvernig þú klift saman. Það er svona, hann hefði ekki skilið uppröðlu myndinu eða eitthvað. Þetta var bara hræðilegt, sko. Og þó ég sé ekki ef þú ætla að berða hann saman uppröðlu, þannig að þetta er bara djók. Það er bara masterpiece. En þó, ef þú berða hann ekki saman fyrst við, þá finnst þú samt bara léleg mynd. Já, bara algjörlega týnd. Ég held að hann þurfi bara að taka þessa mynd út úr sínu katalógi, sko. Það er bara hræðilegt, sko. Hvað er besta myndin hans? Do the Right Thing er frábær. Ég er rosalega hrifin af 25th Hour. Með Norton? Já. Það er eitthvað við þá mynd sem ég algjörlega fjall fyrir því ég sá hana fyrst. Já. Það er svo geðveik, sko. Ég sá hana. Philip Seymour Hoffman er geðveik gríni.
og hérna Er það 90s mynd? Er hún early 2000s? 2002 2002, ok. að hérna, Ég var náttúrulega einu upp á Spike Lee mynd. já, Sem mér finnst oft gleymast að sé Spike Lee. Ég held alltaf að hann leikstýrði. Já. Inside Man. já, nákvæmlega Mér finnst hún geggju. mér fannst það líka geðvitt þegar hann bara sýndi, þú veist, hann er búin að gera sína myndir og hann er svona, þú veist, auteur, þú veist, leikstjóri, svo bara, herru, ég skal bara gera hérna stúdíómynd og gera bara geðvika mynd, sko. Já. Hann er svo hæfileikaríkur. Já, ég mynd Hann rúllar svona myndir, leikstjóri. sko. Já. Ég hefði viljað sjá hann gera fleiri þannig myndir. Já, meinar eitthvað svona meira svona mainstream eða... Já. Af því að hann er svo hæfur. Hann var alltaf svolítið mikið í með eitthvað svona urban sögum og... Já, hann er svolítið að gera sitt og svona, Já. hérna, The Five Bloods, hann mjög skemmtileg. Já, ég á eftir að sjá hana. Og bara, þú veist, hann er bara svo öðru í sig. Hann er svo með sinn eigin stíl. Ég dýrka það, sko. Mér finnst líka einhvern veginn þegar ég sé myndir hann, mér finnst bara maður ekkert eldast. Já. hann er svo Scorsese, hann eldast mjög vel. er Scorsese, verða bara 120 ára bara, þú veist. Aðeins, sko. En það gera myndir. Já. Ok, Clockers. Já. Ég gef hann annars eins. Þetta er classic, 90s classic. Ok. Á ég þá að fara í... Farðu þú í næstu? Já, næstu. Númer 7, líka frá 95, er... Á ég bara að segja það að taka gískleik? Já, smá gískleik. Sko, ástæð fyrir valda þessa mynd er að því að vondigurinn er svo deliciously evil. Deliciously evil. Sagður 97? 95. 95? Já. Ok. Og það er þekktur Tarantino-leikari sem leikur vondigurinn í þessu. Þetta er eitthvað svaka vísbendinga. Þekktur Tarantino leikari? Já, hann er bara leikið í mörgum Tarantino myndum. Tim Roth. 95, hann leikur vondakallin. Yes. Gerist ekki í nútímanum. Já. Býttu. Nei, ég kannski rugla. Fyrsta mynd sem ég þetta í hug, ég bara, var hann ekki henni? Ekkert það Man in the Iron Mask? Nei. Er hún ekki 90s mynd? En þetta er í svipu... Svipu dúr. Já. Þetta er Rob Roy. Rob Roy. Það er geggjumynd. Það er geðveik mynd. Það reynda alveg til að sá hana, en það er geggjumynd. Hún er nefnilega rosalega góð. Rob Roy, maður. Tim Roth í þeirri mynd er svo fucking evil. Ég var búin að gleyma, hann var í vondikall. Já. Hann var svo ógeðsleg manneskja. Hann var svo næsti á sko leveli sem var bara wow, sko. Hann var bara... Rob Roy, maður. Já, þetta var eitt svona minnistæðustu hérna, svona bad guy. Þetta er gott bygg. Já. Glugginn lokast. Það er að opna bara. Já. Svo er deyjum ekki. Ertu með viftur í gangi? Viftar í gangi, ég er að fíla þetta. Er þetta allt annað líf? Þetta er gott setup, sko. Bjarni sérst fyrir það sem er að hlusta eða horfa, sjá ekki viftuna. Bjarni er að prófa svona trikk núna. Hann er með vift á gólfinu. Það finnir einhverja leiðir hérna til að geta andað þetta. Þetta er málið, sko. Þarf ekkert að vera þurrkað hérna til það. Ég er bara ekki neitt að sitna hérna. Af hverju ég ekki með svipa að setja? Þetta er algjörlega málið. Ég er ekki að sitna hérna eins og eitthvað svín. Þetta er tótali málið, sko. Nennir þá að koma aftur einhvern tján út eða nú Nú er ég búin að finna setupið hérna, sko. Svona átt að vera. Ok, Rob Roy. Hvað var hann aftur? Þetta var eitthvað svona Highlander dæmið, þú veist, hérna Liam Neeson leikur eitthvað svona lord eða eitthvað og svo eru Bretarnir að koma inn eitthvað ráðast inn. Já. Hann er eitthvað bad motherfucker. Hann er eitthvað bad motherfucker og eitthvað og svo er þetta mástu sverðabardaði milli þeirra, þú veist, hann er með eitthvað hjút sverð og Tim Roth er bara með svona, þú veist, pointy sverð. Já, miklu librari og... Það er svo langt síðan sá þessa mynd. Þetta er trullig góð mynd. Mér fannst hún geggjum. Ég ætla að opna Popsman. En sko aðalega út af Tim Roth, hann er bara... Ég setja hann ofalega í svona minnistæðum movie villains, sko. Ég setja hérna Popsman á borðið. Sjá hvað þetta er flott. Er að kúla hann í af stóra? Raðið sitt. Að bjóða þeirra? Þetta er nýtt, nei, góður. Þetta er eitthvað nýtt. Er komið nýtt flavors? Nei, þetta er bara blái. Ok. Pipar er svona meira uppáldið á mér, eins og ég sé alltaf í intrónu, auðlýsingunni. Þessi þáttur er bóðið Popsman. Þess að horfa þetta er búin að heyra þetta svo oft, maður ekki að spóla yfir fucking Hafstein. Þessi þáttur er bóðið Popsmans. Mér finnst það fín auðlýsing hjá mér. Já, hún er mjög professional, sko. Bara to the point. En já, ég ætla ekki að hann að pipatutta því ég var svo ógeðslega puttar. Já, ég veit það. Það þarf að vera með svona pappír á eða, þú veist. Þóttu sér sjúklega gott bara. Já.
Rob Roy, mæli með henni, algjörlega. Já, eins og ég segi, minningunni fannst mér geggju. Já, þó ekki nema bara fyrir að sjá Tim Roth maður, djöfisins evil motherfucker. Vá, ég þarf að tjekka hann aftur. Það er líka hann líka einu sem vondagæðin og mér varst hann líka besta við þá mynd. Já. Þó að mér varst myndin glötuð. Já. Hann var fucking góður. Planet of the Apes, börtamyndin. Já, alveg rétt. Glötumynd. Hann stóð upp úr þeirri Hann mynd, já. geggjar þeirri mynd. Já. Hann var rosa góður. Mér finnst það líka geðvíkur í Hulk, myndinni. Já, Hann er geðvíkur þar. já, ég sammála. Hann er góður viljan gaur, sko. Ok, ég er að reyna að smjatta ekki inn í mækin. Fólk þólu það ekki. Nákvæmlega. En ég held að ég hef vel... Hvað sér þau? Hvers konar rúkið mistake þetta er? Ég ætla að fara að japla á einhverju, þú veist. En ég hef ekki að það mikið kvartanir út af því. Nei, Gestinni mínir og ég, við höfum náða að passa okkur. það er allir bara, það er enginn að gera neitt málur. Nei, það er gott. Af því að ég bara, já, ég býnur svangur. Já. Ok, það kom að mér. Yes. Önnur mynd frá 94, Já, fjölskyldumynd, ok. klárlega fjölskyldumynd, fullt af fræðum leikurum minni. Ok, á ég segja einhvern leikara, vill ég segja leikstjóra? Kóttu bara með einn leikara. Dan Aykroyd. Ok, kóttu með leikstjóra. Rob Reiner. Hann gerur fullt af filmmyndum. Rob Reiner, Dan Aykroyd, 94. Þetta finnst mér rosa glömd mynd. What? Ég er ekki múin að segja hvað leikur aðaldur, ekki sant? Þá fattar þetta strax. Þetta er ekki North eða eitthvað. Jú. Þetta er North? Það er hræðileg mynd. Eða sko, ég man ekki eftir því, en það er alltaf talað um North sem svona disaster mynd, sko. Svipur náður. Hvað ert að koma með núna? Just, ég fór bara að segja bara, hann er ekki sens að sé að tala um North. Hann er ekki að tala um North. North er bara að tala um sem einhverja vestu mynd bara, Sé hvað svipur náður að fyndi. mynd Sko. sem að Bruce Willis skamma sín fyrir, sko. Ég skil hvað fólk er að tala um. En ég hef ekki séð hana, ég hef ekki dæmt það, en ég hef bara Manstu, heyra. ég höfði aldrei séð hana. Ég hef aldrei séð hana, en ég hef bara alltaf heyrt North er viðbjöður. Ég myndi aldrei segja hún sé viðbjöður. En, Er ekki Elijah Wood? jú, sko, það er geðveikt mikið að góða leikum í þessari mynd. Ok. Og já, hún er gleymd, það er kannski ástæðan hún er gleymd. Já. Mér þykir rosa væntum hana, því ég horfði svo mikið á hana þegar ég var yngri. Ok. Þannig að auðvitað hef ég eitthvað nostalgíu tilfinningu, nei, hérna tengingu við hana. Já. Og ég bara, North, já, mér fannst þú svo skemmtileg og krakki. Þannig ég horfði á hann aftur núna, fyrir þennan þátt. Ok, ég myndi aldrei segja að það var eitthvað brjáðslega góð mynd. En hvað er þessi mynd? Því að Það er bara málið, mér finnst sögurþránin er fáránlegur, en samt alveg pínu skemmtilegur. Elijah Wood leikur svo sem North, krakki sem er bara, hann er bara Mr. Perfect. Já. Góður í íþróttum, ógeðslega klár og bara, það vil allir vera eins og North. Og það kunni allir að meta hann nema foreldrar hans. Foreldrar hans er Julia Louis-Dreyfus Já. og Jason Alexander. Þau leikur foreldrar hans. Ok. Og hún er fyrst bara eins og að þið kunni ekkert að meta mig. Þannig að hann ákveður að fá sér lögfræðing, þetta er það stúpid söður, fá sér lögfræðing og hann vil fá sér nýja foreldra. Þannig að myndin fjallar að hann er bara skilur við foreldra sína Ok. og fer og leitar að nýjum foreldrum. Og dómarinn segir, þú er ákveðin tíma, þú verður annarkvæmt að finna nýja foreldra eða fara aftur til foreldra þinna. Já. Ef þú ert ekki komið foreldra, ykkur dagsningu, þá ferðu að muna þess ekki henni. Já. Það er svona ticking clock smá element í myndinni. Ok. Og hann fær fullt að bara, hann verður stóra heimsþektur, North, í þessar mynd, til stúpid sögur. Já, fólk að sækja hluti Já, ekki. hann fær bara að risa póki, bara einhver brefum og fólk að kynna sér eitthvað. Og þá fer hann einmitt til Dan Aykroyd, hann er eitthvað svona Texas-gaur og hann á allt biggest the best og eitthvað svona dot. Já. Og allir fólk, allir eitthvað svona pínu skrýtni, pínu off, hann finnir Hawaii, finnir Alaska og alls konar svona dot. Þetta er svona colorful mynd. Ok. Mér finnst það alveg skemmtileg. Fólk er núna að öskra mig, bara ertu fáið þetta er klæðileg mynd. Ég trúi ekki að vera að tala um Málið er, ég tengi alltaf við hana öðruvísi í dag af því ég á barn sjálfur. Já, ok. Og
þessi sögurþráður. Þessi vill skipta fóldra, þannig að barnið þessi bara, þannig að ef þið vilja sækja þá er það byrjað. Alltaf strákum minn er svo ungur í dag, en ég hugsa allir foreldrar að hugsa með sér einhvern tímann. Er ég nógu góð fyrir barnið mitt? Já. Skilurðu? Það er lett. Já. Og af því ég horfa á þessu myndið mitt núna, ef ég sé hana fyrir 2 árum, þá er ég bara svona, hvað fucking kjafta er það? Það er eitthvað við hennar sögurþráð sem svona, ég náði eitthvað hann grípi, tengja aðeins í. Já. Og hún er líka bara fucking 84 mínútur eða eitthvað, skilurðu. Já, ok, það er gott. Já. Þegar ég horfa á myndir sem eru svona stuttar, þær þurfa að vera mjög lélegar til að ég fá bara ein gána út af þeim. Já. Svo er eitthvað svona subplot með öðrum krakka sem er svona vinur hans og hann er að stefna á eitthvað svona heims yfir á bara við þurfum að, þetta sem er ógeðslega fucking stúpid, við þurfum að koma foreldrum frá eitthvað og við viljum lækka kosningaldurinn í eitthvað svona krakkatólt. En málið er, það sem Bjargar sagðis, nú ætla ég að koma með spoiler fyrir North. Já. Það sem Bjargar sagðis, og þetta er það sem ég á búin að gleyma, er að svo kemur ljósað á draumur. Hann sofnar inn í eitthvað svona department. Átti þetta að bjarga? Nei, ok, kannski ekki bjarga myndinni, Já. en þá er ég bara svona að þessi sögurþráður meikar engan sens. Já, ok. Skilur við? Þá sofnar hann í eitthvað svona department store, eitthvað IKEA-búð eða eitthvað, sofnar í eitthvað sofa, svo vaknar hann. Þá bara, þú veist, þá fyrir hann heim og þá eru fóreldrar, hvað er búin að vera? Við erum búin að sakna þessu mikið og eitthvað, í alvörunni, voruð þið búin að hugsa mig? Já, auðvitað, eitthvað svona, hann lærið þá leksju að bla bla bla. En að því að því ég var að horfa þessu mynd, þá var ég bara svona, vá, ég myndi ekki eftir að sögurþráður að vera svona stektur. Eitthvað svona krakkar, eitthvað, og hann verður svona gett valda mikill, þessi gaur hann er 11 ára eða eitthvað, kom eitthvað svaka skrifstofu, eitthvað í penta, þetta er fucking stupid mynd. En, eins og ég segi, mér langast að nefna hana, North. Er ég með pikk þáttarins? Þú ert með sko, wow. Var ekki Bruce Willis í einhverju bunny búning? Jú, en Bruce Willis leikur sérst í öllum atriðunum. Sérst, hann hitt hann, í svo Texas, Já. þá hitt hann eitthvað svona sharpshooter. Og hann bara, hefur ekki verið kanína, eða eitthvað? Já, er Hann bara, nei. Já, Ok, og það líka meikar ekkert sens. En það meikar sens, þegar þú fattar. þegar þetta er bara draumur, af því að þegar hann vaknar síðan í þessu department store, Já, þá vil þess að fara. já, Þá var já. hann að pakka kaninubúninum, Já, bara hei, vantaði að fara heim eða eitthvað. já, já. En ég var búin að gleyma því, ég var búin að gleyma að það var eitthvað svona twist í lokin. Ok, ég klála, vinn ég hennar þátt? Já, ég ætla að segja það, ég mun aldrei horfa á þessa mynd. Ég held að geta bara alveg fullir það. En Bjarni, Þó hún sé á Hulu. Ok, en þá er ég meina spurningan með þér. Ég fór að hugst í gær. Og ég fór sjálfur að brainstorma. Og ég ætla að sjá hvort þú vill svarið. Í hvað mynd, af því að þetta er með Bruce Willis og Elijah Wood, í hvað mynd hafið líka leikið saman í? Sin City. Wow! Ég kvökt ekki strax. Ég hef bjannið það rúst þessu. Því ég horfði á myndinni, ég var bara, þeir hafa leikið saman áður. Ég var ekki kveika. Leiðu þú byrja að segja, í hvað mynd, ég bara, hann er að fara að spyrja Sin City. Þú ert genius, Bjarni. Sin City er náttúrulega bara, talsett betri mynd. Er North? Já, ég myndi að horfa Sin Ég myndi ekki City. segja það. Ég myndi að horfa Sin City 1000 sinnum staðið fyrir að horfa North einu sinni. Ok. En ef einhverja, nú ég ætla að gera eitt hérna. Það tjekkja á henni, þetta er auðvitað awesome mynd, þú veist. Nei, ég ætla ef einhver sem er að hlusta á hana þátt núna, eða horfa á hann, er búin að sjá North, og finnst þetta bara fínast að ræma. Kill yourself. Nei. Sendið mér skilabóð Já, á Instagram, eða Facebook, eða sendið mér e-mail. þetta getur komið á óvart hvað að vera mikið að skilja um röglega. Heldur þessi einhver að fara að senda mér og bara, herri, mér finnst fín mynd. Já, það getur vel verið, sko. Ok. Af því ég heyrði svo sterkar skoðunum, þannig að margir hafa greinilega síðan að. Já, en þú varst að segja að það hata hana. Flestir sem ég þekkti þetta bara, þetta er viðbjöður, sko, en hver veit? Ég hef það síðan að því ég er 11 ára. Kannski fullt af pöppumann úti sem eru að breyta skoðunum. Hörru, North, ok, næsta mynd. Hver er að gera hana? Já, það er þá, Það er ég núna, eða þú. er það ekki þú, 8 eða? Okkur þættin okkar alltaf svona langir. Ég veit það, við erum alltaf með einhverja munnræpu. Varstu með 7 eða 8 hjá þér eða? Þetta er ekki 7. Glemd að merkja það svona 1, 2, 3. Ok, þá... Þetta er 7 hjá mér. Já, þá áttu úttaka 8. Ok. Næst er líka 94. Já. Gott ár. Er það síðasta? 94? Nei, næst síðasta. Uss. Þessa mynd sá ég mitt bara 25 ár síðan.
Ég myndi samt alltaf að mér fannst hún góð. Svo sá ég hann á Disney Plus. Ég var bara fucking maður. Nú tek ég þessa og ég ætla að hafa hann á listanum fyrir 90s þáttin. Og mér er svona ennþá frábær. Bara góð dramamynd. Þetta er bara svona drama. Já. Þetta er ekkert eitthvað svona, ekkert eitthvað genre-mynd. Nei. Leifar giska. Einn af aðalegrunum er John Turturro. 94. Þetta er drama. Já, byggð á sanni sögu. Ok. Byggð á sanni sögu. Einhverju aðrir í myndinni? Ray Fiennes. Já. Gott að spyrja mig quizshow. Quizshow, maður. Herri, Þetta er solid mynd. Ég held ég haf aldrei séð hana. Já, ok. Þetta er svona mynd sem bara maður átt að sjá, en ég einhvern veginn komst aldrei að því. Er þetta góð mynd? Þetta er mjög góð mynd. Hún var alltaf fekk fullt af verðlaunum, ekki? Robert Redford leikstýrði. Já, einmitt. Mér finnst þú frábær. Já, sem svona mynd. Já, hún farið grúslega góða dóma. Já, við leikinn, áhuga saga. Þetta fjallar bara að þetta gerði, sko. Þetta fjallar það var eitthvað spurningaþáttur, þar sem það bara riggt. Þetta var bara skriptað. Gæjarnir fengu bara svörin, spurningarnar og svörin. Fyrirfram. 60s eða eitthvað? Jú, þetta er 50s, 60s. Það er eitthvað 50s eða 60s. Já. Og svo er eitthvað sem kemst að því, og John Turturro er svona mistarinn. Hann er búinn að vinna bara eitthvað, ég man ekki, 20 vikur röð eða eitthvað, þetta var eitthvað svona langur tími. Já. Og hann vissi bara allt, algjör brainiac. Svo nettur ekki bara eitthvað, herðu, ratings, þetta er að droppa. Nákvæmlega, að breyta. Já, þá kemur Ray Fiennes og hann ætlaði að vera að sækja mig í öðrum þætti og hann er eitthvað svona fínum ættum, myndalögu gaur. Bara, hei, hann verður að koma hérna. Og það er svolítið cool að sjá, og ég er ekkert að spoila henni, þetta er bara gerist fyrstu mínútunum. Já. Það er svolítið cool að sjá að því að hann kemur þarna og alveg svona heiðalögu gaur. Og þáttastjórnendunni, þeir segja bara, herðu, spurðum bara spurningar sem þú veist svörum við. Hann bara, ætla að gera það? Er það ekki svindl? Gott TV. Já, og hann segir, er það ekki svindl? Nei, við erum bara, nei, veistu, hvað meinar þetta? Þetta er bara sjónvarp og ég meina, þú vissir þetta hvað sem er. Hann var spurður eitthvað spurninga, eitthvað svona uppbyrnar spurninga, svo audition fyrir þáttinn. Já. Og það var alveg erfað spurningar. Já. Nei, við erum bara að spyrja því. Og hann fyrir að samfara sjálfum sig. Því hann segir, ok, ég til í þetta en ekki þetta. Ég vil ekki svindla. Svo byrja hann í þessari keppni og loka spurningin sem hann fær, sem úrslita spurningin, er spurning sem hann var spurður af, sem hann vissi. Þannig að þeir svona náða sneik inn svona einni. Já. Og hann svarar henni. Og þetta er gaman að sjá, hann byrjar svona að reyna að samfara sjálfum sig. Að því ég fór að reyna að setja með hans spór. Ég geti þetta ekki, sko. Nei. Ég get ekki svindla svona og horta sjálfum í spegli. Já, skilurðu. svona í óumberum vettvangi líka, já. En þó enginn veit þetta, Já. þá veist þú þetta. Já. Þú veist þú ert að svindla. Nákvæmlega. En hann reynar að samfara sig. Bara, já, þetta er mikil peningar sem ég fæ. Ég vissi þetta. Jó, þetta er lagi. Þannig þeir fara að dæla í hann sörunum. Og hann bara, ok, til í þetta. Svona hægt aðeins fyrir hann að sökka meira dýpri í þetta. Já. Svo reynar hann að breyta þess til og hann segir, herru, strákar, mér er farið illa með þetta. Get ekki bara að gefa mig spurningarnar? Og ég skal þá alltaf að finna svörin sjálfur. Hún var stakni skarra. Já. Bara þess að friða samviskan. Líðaðs betur með Já. Já. En þetta er mjög skemmtileg mynd og John Turturro er skemmtilegur í henni. Já. Að því hann alltaf byrja bara að skvíla. Bara, hei, þetta er bara reykt og hann var svo fúll að vera hýtt í burtu og... Hýtt í hliðar. Vann hann þegar voru tilnefndir einhverju eða ekki? Ég man, er þetta um Óskarina? Já, ég held að það vera eitthvað. Þetta var eitthvað Óskarsvönlega mynd, sko. Þetta stíkir vöndu mynd. Kannski bara handrit eða kannski leikstjórnum. Ég held að Turturro hefur aldrei unni Óskar, held ég. Viltu popsmenn? Ég er að haka hann í mig. Nei, ég góður. Ég man ekki alveg hvort hann vann einhverju... Jú, byrju. Nei, hún bara tilnefnd. Vann eitthvað best screenplay, eitthvað BAFTA og eitthvað. Ég væri til í Doritos frekar, ef ég maður opna inn það. Maður opna inn það? Já, máttu opna inn. Fáðu maður. Það frekar, sko. Svartið er það bestu. Er það ekki? Jú. Er það ekki eitthvað spicy shit? Þetta er ógeðslega gott maður.
Fólk verður bara að lifa með þessu að við sem að borða í þættinum. Já, þetta er með vinsælt. Við erum alltaf svo lengi að bladra maður. Þetta er líka bíóblaður. Veit það. Þetta er ógeðslega gott snakk maður. Ekki? Jó, ég fýlar svona. Finnst þú sterk? Nei, ég fýlar svona sterk. Ég er bara uppáld mitt var það blái. Svo smakkaði ég held ég hafði búin að smakka svarta. Ég var bara, fuck me, hvað það var. Þú eru síðan að hafa hérna one chip challenge hérna. Hefur gert það? Hvað? Þetta er eitthvað svona dæmi sem fólk var að gera á netinu. Og svona one chip sem er bara eitthvað svona insane spicy, sko, þú veist, þess að ég þetta hérna pipar, nei hérna, hvað heitir það, peppers hérna, ghost peppers. Prófa það í einu þetta og sjá bara, þú veist, menn grenja bara tíma eftir á, þú veist. Það er vist alveg svo bakalegt. Svipaði þessi hot ones. Já, þetta er eins og hot ones, sko. Sósur, mistak, ég get ekki neitt. Það myndi krydda þáttinn þegar fólk er eitthvað grenjandi. Ef að fólk vil að ég og Bjarni ger meitt þannig, 90s gullmúlar, með eitthvað svona hot sauce eða eitthvað svona dót. Stelum bara hot ones konceptinu. Þá sveit mörgulíki, nei. Þá fyrstur heitt. Ok. Quizshow, mæli með henni, flott rafmynd. Já, við erum að sjá þessum mynd. Sérstaklega, menn er þú með Disney, það ekki? Jú. Já. Hún er það. Hún er á Disney Plus. Já. Það er að kíkja á hana. Ok. Þú ekki næstur? Jú. Númer 8 er hérna hinn Sally Field myndin. Nú spyr ég, hvað... Frá hvað árið sér ég? 96. 96? Já. Með Sally Field? Já. Er hún sérst aðalhlutur ekki? Já. Getur þú gefið mér eitthvað? Er það grimmynd? Aftur gerist eitthvað fyrir dóttur hennar. Og... Er þetta iPhone 9? Þetta er iPhone 9. Vá. Varstu það henni? Það er glemt. Það er glemt mynd. Ég sá hana. Ég get ekki samt í munið mikið eftir henni. Kiefer Sutherland er rosalega. Var hann var vondukall? Talandi bad motherfucker maður. Ég sá hann bara einu sinni mynd. Já, það var algjör viðbjörðinni, sko. Ég maður þetta coverinu. Já. Ed Harris líka. Hvað var hann í? Löggaða? Nei, Ed Harris er maðurinn hennar. Þetta er alveg lúskmynd, sko. Er hún... Er hún eldist verð? Hún eldist ágætlega, já, bara Kiefer Sutherland er bara vangjöfinn, sko. Hann er bara minnistæður, sko. Ok. Virkilega bad guy, sko. iPhone 9 maður. Það er svo fyndið þegar maður... Það er nú svo giskleik. Poppa upp í hausinn á manni. Maður er þetta á vídeolegu og maður sér coverið fyrir sér maður. Djöfull saknaði þess að fara á vídeolegu. Maður fær svona bara visual, bara, þegar maður var að velja eitthvað, sjá alltaf spóluhulstin. Maður þekkir spóluhulstin ennþá, sko. Þetta var svo gaman, maður. Svo gaman að velja sem spóluhulstin, maður. Fara á vídeolegu. Ekki bara, þú veist, fletta, þú veist. Skoða aftan á, taka sér tími í þetta. Ég meina, jú, auðvitað er mikil þægindi sem fylgja Netflix og eitthvað með Apple TV eða eitthvað á streymisveit og svona. Þetta er bara ekki skaman. Bara ekki eins mikið úrvarlega heldur. Bara fullt af myndir sem að, hvað er maður að fá þessar myndir í dag? Hvað finnum maður þessar myndir? Þessu iPhone, ég er bara ekki, ég er aldrei síðan á einhverju streymisveiti. Nákvæmlega. Ég ekki sem minnst að heldur. En er þetta bara svona nördar hans við sem söknuðu þess að fara á vídeolegar? Já, ég held að. Til miður. Aha. Já, ég meina, nei, ég veist alveg sé fólk tala um þetta eins og á Facebook-grúpum og svona, fólk hafði alveg úrslega gaman að þessu. Það var bara eitthvað við það að taka physical copyið og, þú veist, taka eina gamla með og eitthvað. Það var úrslega gaman, sko. Já. Þannig til að maður lendi í það að maður, þú veist, gæti ekki valið neitt og maður kannski klukkutíma að leita sér, þú veist, það var viðbjöður, sko. Eða þú ætlar að leigja... Maður bara, farðu bara heim, þú ætlar ekki að leigja hennar mynd. Eða þú ætlar að leigja nýja mynd. Já. Og það var allar í útlegu, öll eintökin. Það er náttúrulega, þú veist, maður saknar þess ekki neitt. En ég verður til að vita, sko, að við erum báðir 80s gæjar, sérst, þú ert 81, ég er 83. Já. Ef þú ert fæddur á þessu tímabili, svona, já, kannski aðeins eldri, sakna allir þannig vídeolegana. Eða allir þetta sé bara, mér er okkur svo að vita að það er bara vini mínir, ég hef ekki spurt á nákvæmlega út í þetta. Ég heldur að vera allir til í að... Ég held að flesti gera það, já. Eða svona, saknaði smá. Ef þú þekkir það líka, en náttúrulega, ef yngra fólkinu þekkir ekki neitt annað en það er bara streymisveitur. Já. En þegar maður man eftir þessu, maður hefur náttúrulega nostalgíu fyrir þessu. Það var alveg gaman, líka bara fólk ofta hitta fólk á vídeolegunum, svona hangout.
það var alls konar kultúr í kringum þetta, sko. En svo með það, ef að þú fengir að velja í dag og Bjarni þú getur fengið vídeólan aftur en þá missur allt streymstótið. Myndirðu að skipta? Og sérstaklega í dag, við erum fullandi menn. Erum að nenn að fara að skila mynd og eitthvað. Spóla tilbaka. Spóla tilbaka, maður. Gerðu það alltaf? Nei. Ég gerði það alltaf. Já. Alltaf góður. Ég var svo mikið góður gæði. Ég gerði það oftast þegar það kom fyrir að maður gerði ekki. Eða spólaði hálfa leiðina. Sem er náttúrulega bara evil. Ákveður spólar á hálfa leiðina. Maður kannski hefði ekki tíma til að klára alltaf. Það er náttúrulega evil að bara láta einhvern byrja inn í miðri mynd. Það er náttúrulega bara vont, sko. Maður fara alltaf leið að sleppa því, sko. Spóla tilbaka, maður, shit, sko. Hafa fyrir hlutunum, sko. Man myndi ekkert nennis í dag. Nei. Mér finnst að fara eitthvað. Ég myndi að þú þurftir að keyra á einhvern stað til langar að sjá iPhone eða eitthvað. Já. Keyra þangað, leigja hana, fara heim, setja henni í tækið, horfa hana og svo muna daginn eftir, þá þarf þetta að skila henni. Ég man eftir líka þegar ég var að leigja spólur fyrst og svona með pappa og svona. Við leigðum vídeótæki líka, þú veist. Þú kannst það, ég kannast það líka. Ég man eftir því, sko. Hún var ekki svo bara að kaupa okkur vídeótæki. Þannig að maður að leigja eitthvað drasl vídeótæki. Og það kannski virkaði ekki og þá var þetta að fara að skipta út vídeótækinu, þú veist, þetta var bara, það fór heilt kvöld í þetta, þú veist. Það var bara bíókvöld. En já, ég saknaði þess að sjá physical copyin og vera að leita í þeim. Ég sakna ekki þessa rugl, sko, ekki neitt, sko. Það er svo þægilegt að geta ítt bara að play á fjastringu. Já, það stoppaði og ekkert mál, þú veist. Algjörlega. Ok, hvernig veistur? Hvað er að blæða lengi? Það er alltaf. 5 tíma. Nei. Hvað voru að koma? Ég var í hérna... Ég var í 8, já. Nú kemur 9. Nú kemur aðeins þessari mynd. Fólk að klikkast á okkur. Ég er bara að pops með þú og bara Doritos. Já, þetta er ekki gott. Þið verður bara að afsaka. Við erum songið. Það er... Já, klukkan er, sko... Hún er 25:10 að kvöldi til. Ok. Herru, númer 9. Það er mynd frá 1997. Þetta finnst mér alveg aðeinslega mynd og hún eldist rosalega vel. Hérna... Frá hvað svo? 97. Ok, gísleikur. Leigumorðingjamynd með grín ívafi. Fæ ég eitthvað leikara? Hann er dökkarur. Ég get ekki gefið leikara það að þá bara komið með. Er hann dökkarur? Sér það fullt af mönnum? Já, systir hans er líka leikona. Já, ég veit hvað þetta er. Grosse Pointe Blank. Yes. John Cusack. Já. Það stutt sín sá hana. Líka, ég var að sjá hana bara daginn og hún er helvíti góð. Hún er mjög skemmtileg, en ég vil ekki vera partybúfur. Já. Betri minningunni. Já, algjörlega. En þú er svona smá. Ég kom mér óvart hvað hún var ennþá góða, því að ég dýrka hana þegar hún kom út fyrst. Ég er bara shit, þetta verður örugglega hræðilegt að horfa á hana, og svo bara, nei, þetta er alveg fínt, en nei, ekki narrið eins gott að ég sá hana fyrst, sko. En það er eitthvað við þessa mynd, það er bara... En af hverju ekki eins góð á okkur myndi? Ég veit ekki hvað það er, sko, maður hafði bara ekki séð svona mynd áður á þessum tíma, það hafi verið kannski aðra svona myndir, ég veit ekki hvað það er. Mér finnst vant eitthvað svona umfjana. Það er rosalega chillaði feelingur yfir henni og svona það er mikið svona nostalgía og svo er tónlistin spilamikinn og svona. En myndin næra að gera svo vel, maður fær svo nostalgíu flippið hans. Maður finnur svo fyrir sögunni hans. Og hérna, maður kannski vildi meira aksjón, þú veist, en þetta var meiri svona dramedy, þú veist. Já. Þetta er ekki aksjónmynd, sko. Nei. En hún er skemmtileg, ekki misskilur mig. Mjög skemmtileg. Ekki misskilur mig, mér finnst það góð mynd, en mér fannst hún geggjuð. Já, sem svo þetta veist. Já. Ég er alltaf hvað, 14 ára eða eitthvað það. Já. Mér fannst hún ógeðslega skemmtileg og töff og eitthvað. Svo fyndi að ég hef ekki séð hann í mörg ár, svo horfði ég hann á Hulu eða eitthvað. Já. Hulu átti að sponsora það, ég ætla að tala um Hulu. Já, ég þarf að fara að fá mér Hulu, eða 90s-myndin eru það. Ég er ekkert að segja sem eitthvað brjál úrval, en það er svona einu á milli, fínir titlar. Eitthvað. Þeir líka rótera reglulega. Já. En ég horfði hann mitt aftur á hann og ég var bara svona, já, fannst hún, hélt hún væri betri. Já. En ég kem ekki alveg puttan með hvað er sem að það er Dan Aykroyd skemmtilegur í henni. Já, hann svona kryddar aðeins, en hérna... Og John Cusack er mjög skemmtilegur í henni líka. Já, hérna...
já, það var eitthvað svona, já, ég skil hvað að meina það vantaði ungfíana, það vantaði, Eitthvað hefði mátt smá. vera aðeins meiri, En hvað er það sem ég er að tala um? Ég veit ekki sjálf. hvort það hefði mátt vera meiri hasar, þú veist, þetta átti ekki að vera þannig, þetta átti að vera svona reluctant svona leigumoringi og átti ekki alltaf að snúast um það. Þetta er líka ástarsaga. Já, þetta er basic ástæðsa og þetta er meira svona að koma aftur í hverfið sitt og, þú veist, Þetta er kannski, fara á reunions og svona, þú veist. það er kannski það sem er tröfla með þess að tröfla mig. Ég var búin að gleyma hvað það var mikil ástarsaga. Já. Hún var aðeins meiri ástarsaga með myndi. Já. Það gæti verið það, ég veit það ekki. Já, En solid mynd, já, mjög svolítið. Grosse Pointe Blank. Það er svona aðeinsleg. Og sýstan John Cusack er náttúrulega leikur í henni. Ég er líka með aðra mynd sem ég held að við getum virkilega sagt það sama með að minningin var hún miklu betri heldur en í alvörunni. Sem var eftir að koma. Já, bara mjög svipað á þetta. Ok. Svipað þessi mynd. Nú er ég með eina. Já. 94, síðasta 94 myndin. Já. Og ég myndi segja að þetta væri svolítið svona basic Hafsteinsmynd. Bara svona, já, auðvitað aldrei þessa. Action, fræðum leikara, allt ekki. Hann er dökkarður líka, fara ekki meira. Það er komið sama Ég tíl. er að koma með verri vísbendingar en þú kannski mér. Dökkarður, ok. Ég er að djóka. 4. Ég ætla að segja þér, Er hann hvítur eða? já, Ok. hann er hvítur. Ég ætla að segja þér einn leikar sem leikur í henni. Já, Hann er ekki aðalhlutverki. Já. Hann leikur samt alveg svona þokkalega stórt hlutverk. ok. James Gandolfini. Býttu nöð, þetta er 1994. Já. Herru, ég var að horfa á hann daginn, maður. Terminal Velocity. Ég var að horfa á hann daginn. Það er svona, Finnst þú ekki sérlega? Hún er allt í lægi. Þetta er solid 90s mynd. En já, að þú veist að Gandolfini, ég bara, já, ég kveikti leið því að ég var bara að gleyma að hann var í henni, sko. Já, var það? Já, en það er svo cool að hafa hann í þessu hlutverki, sko. Og Kristján McDonald er líka skemmtilega í henni. Já, Ljósahárið. hann er aðeinslur. Mhm. Shooter, McGavin, Sjúr McGavin. hérna, En hvað sér, finnst hún ekki spes? nei, ég var ekki Þú alveg, ert alltaf ekki mikil Charlie Sheen maður. nei, ekkert eitthvað bráðarsla, einmitt, í minningunni var hann skemmtilegri, sko. Já. Það komið tvær fallega myndir, hún og Dropson. Já, nákvæmlega, koma saman tíma. Það er sömul tíma. Eða, Já. okkur gerir Hollywood alltaf. Ég dettast í eitthvað svona dót. Það er alltaf 2 handituðum saman, bara, svo fara hann að keppa þið. Mér finnst það, ok, ég er ekkert að setja þessi brjálu mynd. En mér finnst það skemmtileg, mér finnst það skemmtileg saga. Mér finnst Charlie Sheen skemmtilegur í henni. Ég er alltaf að fíla hann mjög vel. Já, hún náttúrulega bara að reyna að vera svolítið point break eða eitthvað, en hérna, eða samt ekki, það er svolítið einfalt að segja það kannski. Hvernig ég er búin bókan, síðustu tveir. Ég veit það, þú byrjar og getur ekki stoppað, sko. Þannig virkar smellurinn, Það er eitthvað smæltur. Hörru, smellu vegurinn. Terminal Velocity, ég var að koma með hana. Eina minnum upp á svona, Fyndi ég var að horfa á hana. já, hún er á Disney Plus líka. Já, ég var bara eitthvað, ég ætla að kíkja á hana. Var langt síðan að sé hana þegar þú, Mjög langt síðan, sko. ok. Þess vegna var ég að kíkja á hana og svo bara eitthvað, hefði ég kannski átt að sleppa því að horfa á hana. Ég fannst hún nýjarleg. Ég segi, ok, ég segi ekki léleg. Hún var alveg ágætt miðað við svona mynd frá 94, þú veist. Svo sko skrifa hana. Nei, Veistu hvað skrifa hana? nei. Ég held maður að segja þetta svona. David Toohey. Já, Skrifaði Arrival og já, það. Riddick. Að hann sem skrifa hana. Mér finnst það fínt handið. Já, það er undar, þetta er alveg áhugaður hugmynd, sko. En finnst þið varst bara eldastíla? Já, líka bara Charlie Sheen er ekkit frábær. Nei, þú ert ekki mikið fyrir Colin Farrell, Charlie Sheen. Nei, þeir eru svolítið Ok, Terminal Velocity, síðast myndi mín frá 94. ekki mínu menn allan. Ég mæl með henni, eitthvað fallega stökkvari, hann dettur inn í eitthvað svona conspiracy, eitthvað. Horfa bara point break, maður. Ég þarf endur að horfa aftur á hana, það eru Nákvæmlega. menn að vera að skjóta á mig að ég er ekki point break maður. Það breyta því. Er það komið mér, eða? Varstu með 9? Eða? Nei, ég hef fótt ykkur næstu líka. Já, 10. Hvað er við búin að... Nei, þetta er fínt maður, blæði ég cirka 2 tíma? Já. Ok. Næsta mynd, líka mynd síðan ég búin að horfa á. Mér finnst hún frábærsmynd. Mér fannst hún alltaf góð, en ég bara, djúl, þetta er fucking solid mynd. Mér finnst hún til dæmis tölur betur en Terminal Velocity. Já. Eða North, eða Drop Dead Fred. Já. Finnst hún bara góð mynd. Hafði ekki séð henni mörg ár. 18 á FAS, 18 á DFD. Og 96. Ok.
Ég ætla ekki að vera eitt leikar í henni. Ætlar að gefa með þessu dökkarður. Þú byrjar á því. Já, ég veit að ég sé eftir hennu þegar. Joe Pantoliano leikur í henni. 96. 96. Þetta var Káskís. Já. Þetta er Bound. Ég ætlaði að setja það. Hvað langt sem sást hana? Það er nefnilega mjög langt síðan þess vegna var ég ekki alveg viss með hana því að ég er svona, kannski eldast hún ekki vel. Hvernig endist hún? Mér finnst hún eldast vel. Þetta er rosa svona... Þetta er gott handrit. Solid handrit og þetta er solid leikstjórn. Já. Að því við Tjáskís Það er mjög ódýr myndið ekki. kosta ekki raskat. Gerist bara að einhverju 2 herbyggjum nánast. Já. Næstu bara eins og eitthvað leikrit eða eitthvað. Já, sniðugt. Og ég ætla að sé hana 96, þá er ég 13 ára. Já. Og eitthvað lesbíst par og eitthvað, maður var alltaf bara, ok, það. Allir görn til í það. Já, eitthvað úlingadótt eitthvað. En málið með þessa mynd, ég sýndi kæristan hana, hún hafði ekki séð hana. Ég elska síðan nættismyndir. Og fyrst hana myndi byrja, þá var hann bara svona, já, ok, þá ertu bara að sýna mér eitthvað svona lesbíska mynd, eitthvað. Hún held að væri bara eitthvað svona, bara eitthvað brjóst og eitthvað svona, reyna bara rauðurvísi eða eitthvað. Að því myndin byrjar pínu þannig, hún byrjar svolítið svona eins og eitthvað svona, mann sem þetta Jade. Já. Þetta er ekkert sérstökum mynd. Nei, nákvæmlega. Svona erotísku thriller. Já, þetta er mjög erfitt, sko. En Bound er ekki þannig. Já. En mér finnst það ekki. Jú, það er erotík í henni, eitthvað. En þetta er alveg solid saga, solid leikur. Þetta er alveg smá Hitchcock thriller, sko. Já. Það er svolítið, ég hef ekki hort á margir, því að bara sé Psycho af þessum Hitchcock-myndum. En þegar fólk tala um eitthvað svona Hitchcock-esk. Svona confinement, þú veist. Já, og svona spenna. Já. Hún er spennandi. Já. Og hún heldur allan tíma. Ég var alveg bara, ég finnst segja spennandi, ég var spenntur, kærastunni fannst hún bara heldur góða. Já. Og hún líka rosalega flott. Þú sérði það alveg. Mér þú sjá Matrix áhrifin, sko. Ég man bara eftir senu þessum að blóð í málningunni. Já, hvítmálning. Já, það er ekki svolítið töff skot. Ég man alltaf að það var ógustlega flott, sko. Svo er eitthvað skotin og myndi alveg svona top view. Já. Og hann dettur eitthvað svona, ekki mynd slow motion. Já. Hann er greinlega búið að festa lappin þess við eitthvað svo leiðis. Já. Hann dettur svona niður eitthvað, hann margt í hann ógustlega töff. Líka allt settir sig hann í geðveikt. Íbúin hjá Joe Pantoliano og Jennifer Tilly. Hún er geggjuð, svona rauði veggir og þannig að systurnar voru alltaf með svona vision í þessum myndum, þú veist. Þannig að, já. Og þú sérði það alveg, sko. Já. En þegar það er síðan að gera Matrix. Já. Það búið að storyboarda það í drasl og þú veist, bara ríkala flott skot og undirbúa mjög vel. Já. Þú sérði alveg svona lúkið í þessari mynd. Já. Ef þú myndir ekki duta hverju leikstýttinni og ég er að giska, þú hefur örugglega giskað bara, það hefur verið fyrsta giskið með Tjáskís. Já. Ég get alveg trúa þig. Já. Bara svona visionary leikstjórar og byrja ekki alveg mjög snemma. Nákvæmlega, þú sérði alltaf á lúkinu, sko. Já. Já, ég þarf að kíkja hann aftur. Ég meðal að tjekka hann aftur. Hún var, mér fannst hún alltaf geðveik, sko. Svo líka bara, 2 konur, aðaltryggi, þær eru að plotta eitthvað. Mér finnst þær báðar töff, mér finnst gott chemistry millir. Þær eru rosa ólíkar, karakterar eru mjög ólíkir. Hvernig finnst þér Gina Gershon? Gina Gershon? Gershon, sem leikona. Hún var allir showgirls. Já, var hann ekki líka Face-Off? Jú. Hann leikur ekki systir Kasti Tróið eða eitthvað, ég minni það. Ég finnst hann ekkert frábær leikona, sko. Sko, hún er aldrei uppáldið mér. Já. Ekki heldur Jennifer Tilly. Nei. Ekki þannig. Alls ekki. Alls ekki því uppáldi. En svona í þessari mynd. Það virkaði. Já, mér fannst það. Að þið Gina á að leika svona tough girl. Butch. Svona butch, já, emitt. Svona þannig konu. Já. Og hún bara púla það auðvitað. Og líka alltaf Joe Pantoliano var líka mjög góður í henni. Stóð hann ekki svolítið upp úr það? Hann er rosalur í henni. Já. Hann er rosalur. Hann var betri. Ekki það, hann var betri en myndi. Alltaf það frábærleikari. En hann alveg bara svona, ég hugsaði mér, þetta gæti verið hans besta frammistaða fyrir auðvitað Sopranos. Já. Ég veit að þú ekki séð það, en það er alveg, þú sérð smá karakterinn hans. Mér myndi það að hann hefði verið helviti góður í þessari mynd, sko. Já,
Hann er bara helviti góður. Ég dýrka hann, sko, þannig að ég þarf að fara að kíkja á þessa mynd, sko. Já, ég myndi ríða hann upp. Ef þú manns lítið eftir henni, Já. mér finnst það solid thriller. Já. Ok, Bound. Hvað er þú með? Harðu, maður sjá, 10 frá 1997. Átti ég ekki að byrja núna það? Nei. Nei, varst þú ekki að fara úr... Jú, það er eitt sér. Þú tökur 2 röð. Já. Frá 1997, hérna, þetta er fyrsta skipti sem Samuel L. Jackson leikur aðalhlutverk. Held ég alveg örugglega. Er þetta 187? 187. Já, 187. Já, hvernig fannst þér hún? Ég sá hana. Já. Er þetta ekki eitthvað svona morð í skóla eða eitthvað? Nei, Jó, hann kennar eða eitthvað. Hann er kennari og hann er svona, þú veist, hérna er að lenda í einhverjum svona slæmi nemyndum og eitthvað svona shit. Hann svolítið missi líka viti, ég var bara að gleyma því hvað hann er klikkaður sem karakter, sko. Hann er ekkert eitthvað bara góðu gaur, sko. Ég sá hana frekar nýlega, sko. Og hvað, er hann alveg eldast við? Hún er eldist alveg ágætlega, skemmtileg svona 90s tónlistin líka og svona væpið, en hérna, þetta er bara performance að hans gera þessa mynd, sko. Ég maður svo lítið eftir henni, mér finnst einhvern veginn í minningunni maður sko leikstinni. Hérna Kevin Reynolds sem er alltaf leikstýra Kevin Costner. Já, einmitt. Er þetta Kevin Reynolds? Já. Þetta er hann, ok, ég held að þetta hefði verið Þetta var vist eitthvað persónleg mynd fyrir hana því að ég held að sko handritið hafi verið hálf skrifað af kennara, svona byggt á einhverjum svona raunverulegum sögum hvað þau það lendi í svona skólum og hann hefur einhverja tengingu við kennara eitthvað í fjölskylduna hans eitthvað. Þetta var mjög persónleg mynd fyrir hann, sko. Sérst Kevin Reynolds. Hann leikstýri Waterworld? Já. Gerði hann Postman líka? Ég held það. Ég sá aldrei Postman. Hann var svona go-to-gaurinn fyrir Kevin Costner, þeir eru greiðlega bara einhver buddy, sko. En svo er ein mynd sem minnir hann á leikstýrst. Ég held hann ekki tróða höll líka, ekki? Minni það. Frekar en Kevin. Sjálfur Kevin Costner, sko. Ég man ekki hvað gerir Robin Hood. Ég held það, alveg örugglega. Ég með eina mynd í huga, sem ég held að Reynolds hafi gert, sem ég var skeggið. Já. Gerði hann Count of Monte Cristo? Er ég að rugla? Já, það getur passað. Getur það verið? Já. Mér varst hún geggið. Hún var sko. Er hún 90s myndið það? Nei, er hún ekki aðeins eftir? Hún réttnaður yfir 2000. Ég held það nefnilega. Já, annars hefði maður ruglega nefnt hana. Ég hefði valið hana, sko. Já, hún er drullu góð, sko. Kevin Reynolds. Það er mjög vannmynd. Hann gerir Robin Hood, það var rétt sér. Jú, Count of Monte Cristo er 2002. Já. Það er vannmyndi mynd. Já. En já, er langt síðan þú séð 187? 187, já, 187. Já, það er mjög langt síðan svona. Já, hann er ekki búin að gera marga myndir. Nei. Ok, 187. Hann er svolítið 90s leikstjóri, sko. En hérna... Bara Kevin Costner leikstjóri. Myndum við ekki að kalla bara Kevin Costner leikstjóri. Já, hann er bara Kevin Costner leikstjóri. Kevin Costner leikstjóri. 187, ok, góð mynd. Já. Eldist vel? Eldist bara ágætlega, fannst mér. 187 er kótið það ekki á löggunni fyrir morð. Jú. Já. Ég held að þetta alveg örugglega sé fyrsta myndi sem Sam Jackson var í aðal hlutverkið, sko. Að þú veist, það telur beint ekki Perfection kannski, að þú veist, hann er partur af með Sambul. En þetta var fyrsta svona hans leading man. Já, vá, ég hef aldrei pælt það, sko. Í því. Já. Þetta sé fyrsta myndi sem Samuel Jackson leikur svona aðal. Já, Long Kiss Goodnight er hann náttúrulega með. Gina Davis er líka aðal, ekki það? Já, þú veist. Já. En þetta er nefnilega, já, ég fannst það bara drullu góð. Ég er alveg til að sjá hann aftur, ég man eiginlega bara ekkert eftir henni. Já. Manst ekki eftir rúllettusenni frægur og ég hermi eftir dýrhendur og eitthvað, þú veist, það var svona... Ég sá hann bara 97, sko. Já. Sá hann bara einu sinni. Já. Og ég man ekkert eftir henni. Hún er fín, sko. Algjörlega fín. Alveg þessu verið að kíkja á, sko. En er þetta ekki mynd? Nú ætla ég að sjá hvað þið munum til líka. Mér minnir að hún hef ekki komið í bíó í Íslandi. Jú, hún kom í bíó. Ég sá hann í bíó. Kom hún í bíó? Já, ég sá hann í Lögurásbíó með þess að. Myndun hefði komið bara á vídeo. Nei. Ok. Hún rétt slapp inn, held ég. 187. Nákvæmlega, þetta er ekki stór mynd, sko. Nei. Hún var frekar svona indie, sko. Þú mælir með henni? Ég mæli með henni. Hún ennþá heldur sér uppi, sko. Herðu, næsta mynd er svona svipað eins og með Grosse Pointe Blank. Maður dýrkar hann þegar hún kom út og svo horfði maður á hana nýlega aftur og svona...
Ok, frá hvað var hún? 1998. 98? Já. Ok, fæ ég bara... Ég er að hugsa hvernig get ég... Getur sagt einhvern leikar þó þess ekki aðarleikarinn? Hvernig myndi... Aðalleikarinn er frá Asíu. Er þetta eitthvað svona Rush Hour eða eitthvað? Nei. Svipmund úr. Samt ekki, en... Er þetta Jackie Chan mynd? Nei. Það er ekki aðleikarinn frá Asíu? Já. Já, ég held ég veit hvað það er. Hver er svalastur með skammbyssunar? Já, þú veist alveg Replacement Killers. Replacement Killers. Hún er alveg fín. Já, þú veist... Ég ætlaði að setja hann á listan. Ég dyrka hana þegar hún kom út, sko. En svo, sko... Varstu þá búin að sjá Hard Boiled Killer? Já. Ég maður þegar ég sá Replacement Killers. Ég var bara svona, já, hún er solid, en hún er... Nei, hún er ekki hard-boiled eitthvað. Þetta er ekki John Woo, sko. Nei. En ég meina, þetta er held ég Antoine Fuqua, þetta er fyrsta myndin hans. Fyrsta myndin hans? Já, og þú veist, mér fannst þú bara gett höf. Og og ég meina, hasarinn er alveg allt í lagi, þú veist, en svo inn á milli svona samtalsinnur og svona, maður bara, ok, ekkert frábært handrit, þú veist. Mér finnst það cool sögurþráður. Mér fannst hún bara drull coolest mynd, sko. Þetta var bara svöl mynd. Svo kom hann leikur leigumorðingja, Chow Yun-fat, og hann fokkar ykkur upp eða eitthvað og það er sendið leigumorðingja eftir honum. Manstu hverju leika þá? Já, hann átti að drepa, son Michael Rooker. Já. Vildi það ekki og þá eitthvað voru allir að eltast við hann, sko. Það er conscious. Þetta er John Wick án og John Wick og til. Nákvæmlega. Þetta var John Wick. Og þá er sendir á hann leigumorðingjar. Já. 2 gaurar. Já. Manstu hverju leika það? Já, hvað var það eftir, Voru ekki 2 gaurar? Nei, ertu ekki að rugla, Once Upon a Time in Mexico? Nei. Ég er nokkuð sem ég muni hverju voru Replacement Killers. Því myndin heitir The Replacement Killers. Já, ok. Var það Dan Trejo? Já. Hann var einn af þeim? Dan Trejo einn af þeim. Hver var hinn? Til Schweiger. Já, alveg rétt. Ég sá hann fyrsta skipti í Replacement Killers. Svo var hann alltaf frægur eins og fyrir Inglourious Basterds. Já, nákvæmlega, alveg rétt. Var það ekki Til Schweiger sem leikur hann? Jú, það er rétt þér, alveg rétt. Mér var það svo fucking svalur. Ég var bara að gleyma að Danny Trejo var hann. En það er rétt þér, Danny Trejo var hann þeirra. Hann var með sítt hár. Já, alveg rétt. Mér varst líka, Mira Sorvino bara mjög fín í henni. Það var leiðilegt hvað hún hvarf. Lendi hún ekki bara svo illa í Weinstein? Jú. Var það ekki? Hún neitaði honum og hann bara blacklistaði hana. Pældi ég maður. Pældi fáið þetta og pappin er Paul Sorvino úr Goodfellas. Hann ætlaði bara að ganga frá honum, sko. Já, á þeim tíma. Já. Weinstein bara eyðilaði fyrir hennar, sko. Sorgleitt, hún var búin að leika í Woody Allen myndum og eitthvað svona og þú veist, hún var bara á leiðinu upp, sko. Já, hún var alveg... Sorgleitt. Ég vona sé að fá eitthvað að gera núna, sko. Ég veit ekki hvort það sé mikið að leika þetta. Já, Replacement Killers Til Schweiger. Já. Heldur þessi fyrsta... Nei, kannski ekki. Er þetta ekki þýskuleikari? Jú. Já, ég myndi alltaf þetta, mér varst hann svo svalur. Hugo Stiglitz. Já, Inglourious Basterds. Já, hann var Hugo Stiglitz. Já, hann er drullu svalur. Já, þetta er svona silly... Þetta er fín mynd. Silly 90s mynd. Þetta er gaman að setja þetta í bara svona, þú veist. Hvað er þetta betri? Replacement Killers eða Terminal Velocity? Replacement Killers. Ég hef meira gaman af henni, sko. Já. Ég ætla að setja hann á listan. En það er bara svolítið síðan í sá Replacement Killers. Já, hún var drullu svöl, sko. Ég mætti reyna aðrið. Það var geggja í lokin. Þegar Chow Yun-fat, hann var búin að græja þessi allan með hvað marga skambissur. Já. Svo hoppar hann upp bíl á húti og dælir úr báðum byssunum í... Alveg rétt. Það er ógeðslega töff. Já. En það er alltaf aðrið í þessar mynd alltaf bara ekki neitt með hard-boiled killer. Meinir ekki neitt. Þú veist, og þeir reyna eitthvað, ég meina, Antoine Fuqua er grunlega frá áhrifum, þú veist, frá John Woo. Þegar hann er að renna sér hérna gegnum eitthvað bíla viðgerðardæmi eitthvað, þú veist, það er mjög mikið John Woo dæmi en bara ekki eins vel gert. Nei, það er einhvern veginn, vantar svo töfra. Vantar bara svo töfra, vantar notkunn og slow motion og allt þetta, þú veist. Já. En myndin lúkka var mjög flott, sko. Flott lúkki á henni en... Og þetta var alltaf fyrsta myndin að Chow Yun-fat í Bandaríkjunum. Já. Svona valla talandi ensku. Nei, ég man eftir einu, ég horfði á making of á sinni tíma. Að Chow Yun-fat átti svo erfitt með eina setningu í myndinni. Já. Og hann segir my condolences þegar erfitt orð. Já, þetta er mér sem mér er stert að segja og hann var í þvílík vandræðum með að segja í myndinni.
Þess að hann náði alveg þokkalega í myndin sjálfur, en það þurfti margar tökur eða eitthvað. Já. Ok, Replacement Killers. Já, solid mynd. Mér finnst það fín mynd, maður. Já, maður, come on. Solid 90s mynd, sko. Hún er alveg skil að vera á gullmála listanum. Já, Ok, það finnst mér. Þá þú. tókstu tvær röð? Já, 187 og Replacement Killers. Ok. Næsta mynd, eina mínum uppáhalds. Eins og margar ekki sjá þessu lista. Mér finnst hún vannmyndin. Mynd frá 1996. Með 3 frá 96, þessum 2. 96. Pælið hvað ég að gefa þér, sko. Í nokkuð sem hún ekki verið sýnd í bíó á Íslandi. Ok, Með minnir að hún ekki verið sýnd. Þetta er alveg svona B-mynd. ok, Samtalið þokkalega gerð, mér finnst hún eldast þokkalega. ok. Þetta er horror. Ég veit þú ert ekki mikill horrormaður. Gerist í svona útkörfi Ok, og 96. Michael Paré leikur inni. Hann var alltaf B-myndaleikari döðans. Michael Paré. Já, þú varst búin að tala með þessu mynd. Var þetta nefn? Ég varst bara að nefna með Bad Moon. Batman. Ég hef ekki séð hana. Já, þú varst ekki búin að sjá, þetta var alveg mynd. Hvar var ég að sjá hana? Ég sá hana einhverstað, ég bara, hey, Bad Moon er hana, ég get kíkt á hana. Ég held að það sé á Amazon. Það getur verið. Getur verið. Ég er ekki með Prime í dag, þannig að það getur verið að segja. Já, ég þarf að kíkja á hana það, hún er þar. Af hverju voru við að tala um hana? Var það í podcasti? Ég man einhvern það var Facebook. Jú, í podcasti, þú sagðir eitthvað, vorum að tala um einhverja 90s mynd Eitthvað varalótt. varulegt át og þú sagði, hefur þið séð hana Bad Moon? Ég sagði, nei, ég hef ekki séð hana, það er líka geðveik mynd. Manstu í hvað þætti þetta var? Var þetta í áratuga? Ég held, Já, það getur verið þegar við tala um Underworld. já, ég held það. Já, það getur verið. Já. En ég fílaði einmitt hönnunna. Hann grár var alveg í þessari. Já, alveg brellur Já, þetta er bara gæi búning og svo eitthvað svona animatronic dót til að hreyfa kjaftinn og eitthvað svona dót. til í það. Mér finnst það bara alltaf skemmtilegt. Já, í svona myndi verður að vera. Já, Algjört mest. og hún er alveg brútal í köflum og hún er líka með alveg mjög töff byrjunadri. Ég elska myndir með góðum byrjunadri. Must. Það er must. Sérstaklega líka horrormyndum, setja tóninn, sko. Mér finnst það mjög mikið veikt. Já, einmitt. Alveg, hrættur mann líftóruna alveg strax, bara Já, settum inn í. ég er sammála. Mér finnst það einmitt ef ég þurft að velja 2 myndir sem mér finnst það algjört must. Þetta er ekki 2 myndir, 2 geira, svona genres. Já. Það er, ég myndi segja horror og action. Já. Ef þú gerir action mynd, hvað er með cool action þetta í byrjun? Já. Bara, Alveg, láttum við bara, taktum inn strax, Já. sko. 100%. Algjörlega. Ok, Bad Moon. Bad Moon, ég þarf að kíkja á þessar mynd. Gæi sem er, stuttumáli, gæi sem er bitinn, það er Michael Paré, hann er bitinn ekki staðar, ég man ekki hvað hann var. Það var í einhverju útlöndum eitthvað, í einhverjum Amazon frumskói eða eitthvað. Man það ekki. Bitinn, og hann er klassískt 90s dæmi, hann er making love í einhverju tjaldi með svaka skvísu, það er einhverju kærastan hans, svo kemur varulur, bara fokkar henni upp, stundar henni, konunans, og sker Michael Paré, svona þvert yfir bringuna í maður rétt. Ok, Hann grípur haglabyssu, skýtur hausinn af varulun. ok. Og þetta er bara byrjun myndarinnar. Þetta er byrjumyndarinnar. Nice. Þetta er cool byrjumyndarinnar, sko. Og svo myndin gerist að mestuleiti heima á myndin þessi systir hans. Ég held hún heiti Mariel Hemingway. Leikona. Ég held hún heiti Mariel Hemingway. Það er Ok. að tjekka þessi sig ekki. En þessi Michael Paré, hann var í eitthvað svona actionmyndum, ekki það? Jú, þetta er bara svona, hann er alltaf að kalla það svona B-myndaleikari. Já. Mariel Hemingway. Michael Paré. Það er slagsmálmyndum, hefur hann verið slagsmálmyndum? Örugglega eitthvað. Þetta er samt ekki svona mynd slagsmál og gaur. Ok. Michael Paré. Já, og hann sérst kemur aftur til hann að byrja að breytast í varulv. Hann er, hann er skorinn eða sérst klædnar, hann er svona klóraður fyrir einhvern bitinn. Já. Og hann kemur heim aftur til Bandaríkjanna og gistur systursinni. Hann er með eitthvað svona hjólís eða eitthvað. Og hann var svona vona kannski að eitthvað svona the love of a family member eitthvað gæti hjálpa við að bæla niður þessa bölvun eða eitthvað. Já. Það var ekki alveg að ganga. Já. Þannig að hann byrjar að breytast í myndinni. Já. En mér finnst hún virkilega skemmtileg. Ég mæli með henni. Alltaf gaman að varulmyndum, það er bara eitthvað við það. Mhm. Það er, þú veist, sérstaklega gert svona old school, ég dýrka það, sko. Ég líka myndi alltaf segja að þetta er meira svona skemmtileg hryllismynd, heldur hún rosalega skeri. Hún er ekkert svaklega skeri þannig, en varulun sjálfur er alveg, já, hann er töff.
Já, ég get alveg hort á varulega myndir ef það eru smá campy, ef það bara, varulega brelldæmi er vel gert og svona, þú veist, það er smá skeri, þá er ég alveg með, sko. Ég ætlaði að horfa á Silver Bullet daginn, hvað að finna hana. Ég held ég hafi ekki séð hana, eða hvort ég hafi séð hana, ég bara gleymi henni. Er þessi verið að fara að horfa á hana aftur? Sko, ég held ég hafi séð Silver Bullet. Er hún ekki frá 80? Já. Gary Busey er í henni. Já. Ef ég sá hann, ég held ég hafi séð hana. En það er þá bara, ég sá hana bara 94 eða eitthvað. Gett verið mjög silly, sko, en bara svona allt í henni langaði með, ég man alltaf eftir flott hérna pósterinn, sko. Já, einmitt. Cool pósterinn. Ég man ekki nú vel eftir henni. Já. Ég er að reyna að up my horror game, sko. Bara að kíkja eitthvað á gamla horrormyndir. Já, ég meina, ef þið langar bara eitthvað, Bad Moon er bara léttmeti. Já, þetta er engin Exorcist. Nei, nákvæmlega. Þetta er bara svona skemmtileg, ég held líka hún sé 85 myndir eða eitthvað. Já. Og ég held að hún er líka verið svolítið klift, sem sagt bara, hún var svolítið brútal. Já. Og leiksturinn að byrja að klippa eitthvað ógeð úr, eða svona, það er ógeðinni, en svona eitthvað tónuna þess niður. Ok, og ég get ekki næstu líka. Jú. 96, actionmynd, og sögurinn þessar mynd, ég geti hort á 1000 svona myndir. Ég ætla ekki að segja hvað það er strax. Tom Berenger leikur inni. Þú veist hvað mynd ég er að tala. Ég veit hvað, eða sko það eru tvær sem komið til greina. Annarkvort er það Sniper, eða, hvað heitir hún, Substitute. Hvor er það? Þetta er The Substitute. Já, maður. Hún var geðvig. Mér var Sniper aldrei sérstök. Nei, ég var bara svona Sniper, en það kom eitthvað nokkur framhald á því. Ég bara, af hverju? 5 Sniper myndir eða eitthvað. What the fuck? En Substitute það var surprise mynd. Það er fín mynd. Ég meina, það er basically Hazard útgáfan af 187, þú veist. Já. En þú veist, já, þá var einhver framhald á því, eða ekki? Líka. Jú. Treat Williams leik í nr. 2. Gott casting, maður. Tom Berenger, hann er leikar sem er mjög skemmtilegur, þykir væntum hann. Já, maður, hann er svalur. Og hann leikur sérst eitthvað svona ex-Special Forces gæja og hann á vinkonu. Og vinkona hans vinnur í erfiðum skóla. Það er bara svona ghetto thugs þar og eitthvað. Og Ernie Hudson leik skólastjóran. Já. Og hún lendir illa í því. Það er bara gaurar á hótinu og ég held hún sé barinn eða eitthvað. Já, alveg. Þannig að Tom Berenger fer undercover. Veist það, ég geti hort á 1000 svona myndir. Fer í peysu vestið og er alveg bara substitute-kennari. Bara með bindi og skyrtu og fit. Og hann fer bara og þykist vera bara substitute-kennari. Og hann alltaf bondar við krakkana. Hann fer að kenna lífsleksjur. Þetta er svo geggjastöf. Kennarar in the ghetto. Það er geggjastöf, maður. Svo kemur í ljós bara að það er minnast ykkur svaka dópframleiðslega eitthvað í skólanum sjálfum. Það var eitthvað mikið að gerast þannig, já. Já, og það kemur til ljós að skólastjórinn, Ernie Hudson, hann er með í þessu. Og eitthvað svona. Og Berenger það þarf að fokka gaurum upp og eitthvað. Og mér minnir mér þess að ekki vilja að forsa því henni sem gamall félags. Er með að misminna? Það geti alveg verið. En alltaf þetta er 90s mynd. William Forsythe verður að vera í henni, þú veist. Ef hann er í gíni þá er það ekki 90s mynd. Sko. Nei, það er alveg málið. Ég held að sé rétt hjá því. Hann var svona gamall buddy hann sem að þurfti hann ekki að fá vopn hjá honum eða eitthvað. Jú, The Substitute maður. Já, hann heitir Shale, gaurinn. William Forsythe. Já. Og Louis Gussman líka. Hann var partur af eitthvað svona einhver tími. Já. Þetta er svo léleg mynd en hún er svo æðisleg. Æðislega léleg góð mynd, sko. Herru, Treat Williams tók 3 substitute-myndir. 2, 3 og 4. What? Ég sá bara 2. Hvernig var 2? Ekki góð. Nei, fyrsta, hún var drullu góð, sko. Þetta var svona sleeper hit, sko. Substitute? Já. Gleymd mynd. Mjög vinsæl út á leifunum og svona. Já, en svolítið gleymd. Já. Ha? Þetta er ekta 90s mynd. Hvernig eru mín picks? Er það að koma þér óvart? Þetta er að skána hérna. Þetta byrja ekkert alltaf vel og svo er þetta mikið på að skána. Við drop that Fred North. Ok, Substitute. Ég mæli sterklega með henni. Ég líka. Fyrir ykkur sem fílið eitthvað svona bad motherfucker myndir. Já. Hann er harður inni. Það fílið Taken og svona, þess kíkja á þessu mynd. Já, Substitute. Hann fokkar gaurum upp. Mér minnst að það var eitt atriða sem að Tom Berenger
á að sparka ykkur gæja og það var svo fucking glata spark. Það var svo glata spark. Var Steven Seagal spark? Nei, Seagal kann smá að sparka. Það? Já, smá. Aldrei sem að Í sparka? gömlu myndunum. Jú, hann tekur frontkick. Já, ok. Klassist Steven Seagal kick. Ok. Ég held að kunnir engin önnur. Hann engin sparkar eins og Van Damme. Nei, en þú veist bara, ég held ég hef aldrei séð hann sparka. Ég bara man ekki eftir því, sko. Hann sparkar eitthvað í flestu myndum. Það? Já. Under Siege, sparkar. Það er Kalli. rétt, hann sparka, Já, það er já. alveg rétt. Grípur eitt gaur, sparkar annan eitthvað. Já. Ok, allavega. Substitute. Já, algjörlega saman þessu pekki. Þetta er, Þetta er skemmtileg. Hún er ekki að vinna henni velun, en nei, hún er skemmtileg. þetta er það sem 90 snýrist um. Það er nákvæmlega svona myndir. Já. Fara út á leigu og ná sér svona mynd, bara slökk á heilanum. Substitute. Æðisleg mynd, sko. Ok, þú ert næstur. Æðisleg mynd, maður sjá, 12. Herðu, já, þessi mynd er hérna frá 1998 og þetta finnst mér besta myndina Sam Raimi. Já. Sem eru stór orð. Byttu, hvað heitir hún? Simple Plan. Já, Ég þarf að sjá hana aftur. ég er óbóðslega hrifin af þessari mynd. Ég finnst þú svo góð. Já, þú varst ekki með henni síðast þetta. Nei. Ég veit þú elskar þessa mynd. Ég elska þessa mynd og ég glemdi henni þar og ég verði að hafa hana núna í þetta, sko. Þessi myndi er bara sjúk, sko. Finnst það besta myndin var? Ég var að hugsa mynd á hann, ég bara svona, er þetta besta mynd? Sko, Evil Dead er náttúrulega aðeinslega alltaf, þú veist, en bara svona, það þýr ekki það mikill horrorgaur, en bara mér finnst þessi mynd vera svo velgerð, ég get hort á hana aftur, bara svo solid krimi, náttúrulega ég elska krima. En, Var þetta ekki svona Fargo mynd einhver? Jú, svolítið svona. Snjór og... Jú, þetta er alltaf basic, fólk sem finnur hérna tösku fulla af peningum, það er bara elsta tróp í heimi, sko. Já. En hvernig þið leysa úr því og ákvarðanir sem að karakterinu taka, ég var alltaf einhvern veginn með því. Og Billy Bob Thornton er svo góður í henni sem einhver svona fullmótaður weird karakter sem ég hef bara aldrei séð neitt gera áður, sko. Veitu, hverju voru þetta? Billy Bob, var þetta Bridget Fonda? Bridget Fonda, Bill Paxton. Bill Paxton? Hérna gaurinn sem að er hérna office leiðili í Office Space, hérna gaurinn sem með TPS reports alltaf glerun. Man ekki hvað hann heitir þessi leikari. Sem var settur í kjallan í Office Space? Nei, heldur hérna leiðili bossin með hérna sleikt aftur hárið, Gary Cole? Gary Cole, já. Hann er skemmtileg leikari. Hann er skemmtileg leikari, sko. Ég tengi hann alltaf með Brady Bunch. Leikar hann ekki pappa þar í... Ég sá það aldrei. Í þessum nýju myndum í 90s. Legg ekki í það, sko. Þær voru samtilega skemmtilegar. Er það? Já, þú veist, Bjarni takaði fram að ég hef ekki séð þær í 25 ár. Já, ok. Og líka, þetta kemur frá manni sem setti North á listasum. Þú getur ekki... Ég ætla að reyna að erfa það ekki að þú er nefnt North þetta, sko. Heldur ég sé að fara að missa áhörendur, bíóblaðis aðdáðendur af því ég sagði North. Það gæti splittað í póprimalið að vera North, sko. Þetta er... Ég ætla að gera könnun á Instagram. Gerðu það. Já, Sagði það er hvað svo gaman. Þetta er svo ég gerir könnun. Er North rusl? Ég gerir könnun að því við vorum að tala um Kongo og Lake Placid. Ég var svo glaður að Kongo vann. Hvernig var hún? Bara rétt svo að... Nei, þetta var alveg... Tókst ekki þátt? Jú. Ég kannski postaði ekki úrslit. Jú, ég held ég að postaði. Jú, ég sá aldrei úrslitin. Jú, ég tók þátt. Ég valdi að sjálfsögðu Lake Placid. En þetta leit ítl út í tímabilið, svo var ég bara, oh my god, come on, Kongo. Hún vann. Ég man ekki alveg hvort það veri... Stóru mun. Nei, þetta var ekki 60-40. Það er bara margir ekki búin að sjá Lake Placid, sko. Nei. Ég tristi því. Þú treysti því. Herðu, Allana, þetta er Simple Plan. Simple Plan. Bara, þetta er rosalega, já, þetta er mjög svona Coen-bræðralegt. já, ég þarf að rifja hennu. Allt langt í svona. Ég held ég sé ekkert í ykkur ruglið þegar ég segi, mér finnst það besta Sam Raimi myndi. Ég var aldrei þar hrifinn að Spider-Man myndar hann, sko. Ég er Spider-Man 2 betri en 1. Já, ég held öllum finnst það. Er það ekki? Jú, líka eitt eldist hræðilega. Já, eldist hræðilega. Bæði tænaböldunar, búningun hjá Green Goblin, Já. þessi Power Rangers búningur sem að Willem fór í, eldist fucking illa maður. Darkman finnst mér líka frábær, en ekki, mér finnst þessi betri. Darkman er gott dæmi að því að Kíló nefndi hana í þættinum okkar. Já. Hún til þessi betri minningunni. Já, nákvæmlega. Alveg saman á því. Þegar ég sá hann aftur með bara ok, hún var ekki alveg það góð. Hún eldist kannski ekki svakalega vel. Já. Ok, Simple Plan. Simple Plan, æðislega myndi mæli minni eða þau ekki síðana. Hvað er það næst? Góðu krimi. Númer 13, þetta er hérna, ég held að þetta sem mynd sem að margir hafa örugglega ekki séð. Margir veit ekki Hérna, mannætumynd.
Já, frá 1999. Já, ég veit hvað myndir. Ekki segja mér. Hún heitir hérna, er þetta ekki Robert Carlyle? Já. Heitir hún ekki Ravenous? Já. Hún er heldur skemmtileg. Þetta geðveik mynd. Hann er geggjaður í henni. Þetta svo góð mynd. Hver leik á mótorn? Ég man ekki Robert Carlyle, hann var vondigæðin. Hver leik á mótorn? Það voru svona karakter, það var gaurinn sem í Ferris Bueller skólastöðinu þar sem var síðan algjör gríp rauðari. Jeffrey Jones? Já, Jeffrey Jones og það voru eitthvað svo stór nefna það, sko. En það voru aðra tveir gaurar, ekki? Jú, Guy Pearce. Guy Pearce? Já. Vá, ég var bara að gleyma honum. Já. Þetta er heldur góð mynd. Þetta er geggjum mynd. Já. Ég sá hana bara... Ég þarf að sjá hana aftur, ég sá hana bara einu sinni. Já, nákvæmlega, horfði hana aftur. Því að ég sá hana fyrst og ég skildi ekki í henni, þá var ég miklu yngri. Svo horfði hana bara fyrir nokkur mánuði síðan. Ég bara, djöfull, þetta er cool mynd. Var þetta ekki Robert Carlyle, hann þykist að voða saklaus fyrst, fer með á eitthvað svona stað, þá ekki ljósa, hann er bara mannæta. Já, fyrir munni helli og líka bara skemmtilegt backdrop, þetta er svona í Civil War dæmi eitthvað og gott pick. Rosalega óvenjuleg mynd, það er ekki þetta líkinu við einu mynd, sko. Ég man meira þess að þegar hann kom út á sín tíma, hún fór fram í rosa mörgum. Já. Var það ekki svona smá kvöldmynd? Já, hún var kvöldmynd seinna, að því að leikstjórinn er einhver bresk kona sem leikstjórinn. Nú var það kona sem gerði það? Já. Hún heitir eitthvað Beard. Linda Beard, nei. Hún hefði gert nokkara svona smá artímyndir held ég áður, sko. Ég var að gleyma Guy Pearce var í henni. Já, Guy Pearce er geðugurinn. Antonia Bird, já. Leikstjórinn. Já. Herra, hún er látin, greið konan. Æja. Dó 2013. Hún þessi kom á held ég svona kveimdaháttíð með húsleis og hún svona var, þetta er indie mynd, sko. Ég man ekki hvernig ég sá hana hér, hvort það var einhverju kveimdaháttíð. Ég skildi ekki í henni fyrst, mér finnst hún geðveik í dag, sko. Rosalega vann með þetta mynd, sko. Hún gerir Mad Love með Drew Barrymore og Chris O'Donnell. Já, eitthvað romcom ekki? Já, veist ég. Gerði hún ekki líka hún gerir þessa? Americans, með Harvey Keitel, sem gerist í London. Það ég að rugla algjörlega þessi. Nei, ekki hún. Ok, allavega, þetta er góð mynd. Ef við bara sé hana einu sinni, ég mæli með að kíkja hana aftur. Þetta er ekta mynd fyrir þig, sko. Ég þarf að rifja henni upp, af því mér fannst hún helviti góð. Já. Og Carlyle var drullu góð. Hann er geðvikur í henni, hann er svo creepy í henni. Já. Með eitthvað svona skrítin pípuhatt, svona kúlahatt. Mjög spes lúkið á honum. Fullt af leikar mínu. Já, smá svona Jack the Ripper, svona fílingur yfir honum, hvernig hann lítur út, sko. Þetta er geðveik mynd. Já, þetta er gott pick, maður. Já. Hörðu. Ekta mynd fyrir 90s. Hörðu, koma mér. Yes. Þú skil tværið röð? Jó. Ok. Myndi sem ég er með frá 97. Hún er ekki beint framhald af gamalli mynd. Ok. Þetta er sama crew. Sama crew? Já. Hvernig kom hinn myndin út? Það var ekki 87 eða 86 eða eitthvað. Hún mjög fræg, sko. Mjög fræg? Já. Þegar ég sé sama crew, þá er ég að tala þú svipa bara eins og ef að hugsa Ocean's 11 eitthvað. Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, eitthvað svona. Myndi sem gera aðra mynd saman. En ekki vera sama efni, já. Nei. Þetta er ekki framhald. Þetta er sama crewið. 97 og hinn er 86 eða... Ég ætla að tjekka hvernig hún er. Hún er 88. 88? Og hún er tölvöld frægari. Fyrirmyndin? Já, fyrirmyndin. Mér finnst að segja hvað fyrirmyndin heitir. Það er titlandi tengist ekkert, sko. Þetta er breskmynd. Það er bresk crew. Já. Eða ekki? Já. Þetta er Fierce Creatures. Já. Góður, Bjarni. Allt í henni kveikti, allt í henni húsum John Cleese, sem eitthvað. Ætla að segja að það með Fish Called Wanda. Já, Fish Called Wanda.
Það er alltaf miklu betri mynd. Ég man ekkit eftir Fierce Creatures. Nei, það man enginn eftir þessa mynd. Hún er ekki Ég var að gleyma þess mynd sér til. Já, það er gott í komið hana núna. Hvernig var, gerist í dýragarði? Dýragarði. Já. Er hún góð? Mér þykir rosa vænt hana. Mér finnst Kevin Kline skemmtilegur í henni, Jamie Lee Curtis skemmtilegur í henni, Frábæra leikar. John Cleese skemmtilegur í henni, Michael Palin í henni líka, Michael Palin, já. Hann er skemmtilegur. Mér finnst þetta, eins og sé, Fish Called Wanda er örugglega betri mynd, ekkert örugglega, hún er betri mynd, það er betri mynd. Meiri klassik. En Fierce Creatures fannst mér ekki alveg eiga skili bara hverf einhvern veginn. Já. Þetta er skemmtilegt krú. Þetta er skemmtilegur hópur. Af hverju get ég ekki muni eftir? En þú gæst giska á nafnið. Já, þú veist, ég veit ekki eitthvað, þú vorum að tala um John Cleese áðan, sko, þá allt í henni kveikti ég á Fish Called Wanda. En Fierce Creatures, ég held ég að við séð hana einu sinni, ég man ekki neitt eftir henni, sko. Þannig að maður á að kíkja hann aftur. Já, ég meinti bara svona, það er svolítið síðan ég sá, kannski 10 ár síðan ég sá hana. Já. En ég sá hana mjög oft þegar ég var yngri. Átt hana var fæs, horfði reglulega á hana. Já. Ég er búin að sjá hana miklu oftar en Fish Called Wanda til dæmis. Já, það? Já, það er kannski líka bara því að ég er alltaf 90s gaur, þegar ég er alls þannig upp og verð kvikmynd áhamaður, þá er ég alltaf að horfa meira á 90s myndir. En ég myndi að rifja aftur upp Fish Called Wanda, en í minningunni það fannst mér hún samt tölvöld betur en Fierce Creatures, en Fierce Creatures er alveg skemmtileg. Svo dýragarður, þau þurfa að fá eitthvað svona meiri pening inn og byrja að hafa, þegar hún heitir Fierce Creatures, byrja að reyna að hafa eitthvað svona hættuleg dýr og eitthvað. Já. Er ég að rugla, var það endurgerðað einhverju franskri mynd eða eitthvað svona? Það getur verið, ég þekki það ekki. Nei, ok. Það getur verið. En ég er alltaf ólst upp af Fish Called Wanda, ég sá hana 1.000.000 sinnum, sko. Já. Þess vegna kveikti ég, sko. Mér finnst það helviti góðu, finnst þú mannst eða ekki þetta? Já, ég fór að hugsa þegar þú sagðir sko 86, 7, nei, svo þú leiði þessu 88, hann er að tala um Fish Called Wanda. Já, ég var búin að gleyma líka sko sama árið. krúið, það gerist ekki oft, sko. Nei. Það var svolítið gott hint, sko. Þetta er skemmtilegur hóp. Mér finnst Jamie Lee Curtis líka heldur skemmtileg í þessu myndum. Hún er drullu góð leikona, sko. Já. Ok. Fierce Creatures, þessi fyrir að listaði mér, ég þarf að kíkja á hana. Ég er að koma alveg svona smá óvart. Já, fullt af myndir sem ég þarf að kíkja á, sko. Ok, ég rána með það, því að síðast var það svona basic. Já. Ok, á ég ekki að taka næstu líka? Jú. Þetta er mynd sem að kemur út 97. Við höfum aðeins talað um hana. Ég var líka alveg svona 50-50 bara, og ég hafa hana, mig langar að hafa hana, af því að ég hef hort reglulega á hana, að stutt síns á hana, mér finnst þetta solid spennumynd. Ekki flókin sögurþráður, það er engin óþarfa twist í henni, þetta er bara spennandi mynd. Góðum leikara, hann er að gera eitthvað sem allir tengja við, hræðilegar aðstæður, myndir aldrei að lenda í sem er bara svona. Þetta er svona eina sem mynd, ég sagði við kærastum minni, ég sýndi henni þessa mynd. Þetta er svona mynd sem að það er svo auðvelt að setja því í spór þessa manns. Já. Og þú getur svona að fara að hugsa, hvað myndi ég gera í þessum aðstæðum? Hvað væri hægt að gera? Ok. Og ég veit að þú sé hana. Ég er nokkuð sem þú fílar hana. Minna, við höfum talað þess hana. Ok. Leikstjórinn, ég ætla ekki að segja leikaran. Ok, hvernig leikstjórann? Nei, ég ætla ekki að segja leikstjórann. Ég ætla að segja einn leikar sem leikur inni. J.T. Walls. Já. Bjarni er að borða Doritos snakk. Hann er ekki alveg að... Og er að kveikja. Hann er að kveikja. Þetta er Breakdown. Breakdown. Þetta er svo góð mynd. Þetta er solid mynd. Djöfull manni eftir þessari bíóferð. Hún kom mér svo óvart. Þetta er góð mynd. Af því að ég veit ekki akkur ég held að þetta er ekkert spesmynd, svo bara eitthvað, hún var svo velgerð, nær svo að halda spennunni, og alltaf Kurt Russell er svo likeable. En það sem er líka svo cool Kurt Russell, stór ástæðan ég kom þess að nefnda hana núna, að því að það sem ég er svo töff fyrir Kurt Russell, er hann geturlega leiki karakter eins og Wire í Tombstone, Já. Eða Snake Plissken, einhver nagli og maður er bara, fuck, eða Soldier, maður bara, shit, þú kaupir hann sem svona. En þú kaupar hann líka sem veljan gæja. Já, hann er mjög góður í því. Þú veist, það var ástæðan fyrir að hann var valinn í Vanilla Sky, manstu hlutur ekki aðeins í Vanilla Sky? Ég var búin að gleyma hann leikinni. Já, þú veist, hann átt að vera svona... Var hann ekki sálfræðingur eða? Jú, hann átt að vera svona father figure, svona, þú veist, Já, einmitt. að því hann hefur þetta element, svona, hann er svo likeable, sko.
mjög gott casting í því, sko. Hann hefur Sammála. eitthvað opaslega mikið svona likability, ég veit ekki hvað það er. Þetta er líka bara góðu leikari. Já. Bara Mjög fjölhæfur. solid leikari. Og svo leikur hann, þú veist, Stuntman Mike, þú veist, fyrir Tarantino og hann alltaf sína, hann alltaf þessu hliðina Já. hliðar á sér og, þú veist, frábær leikari, sko. Eða þessi Hate to Late, þá leikur hann líka svona hálfgjört ógeð. Mér Já. finnst hann hrikalega góður, sko. Eða Bone Tomahawk, ég er ekki búin að sjá hann þá, er hann ekki eitthvað svolítið dark þar, þú veist? Já, hann reyndar, hann er góður gæinn, hann er hetjan þar, sko. Hann er hetjan þar, Já. ok. Já, Breakdown. Mér finnst þetta bara drull solid mynd. Talandi J.T. Walsh, vannmetinn Ég karakterleikari. elska J.D. Walsh, maður. Hann var alltaf svo solid. Já. Ógeðslega skemmtilega leikari, maður. Hann dó, það er svolítið síðan að hann dó. Já, Dó hann ekki bara in the 90s? Jú, eitthvað mjög óvænt, eitthvað, Já. snemma eitthvað. En það er svo gaman, við horfum á þessar myndir, svo Dennis Farina, Karl Greiði, hann er farinn. Já, ég veit ekki, Hann er dáinn, Dennis Farina. Vissur það ekki? ég veist það ekki. Þetta er 2-3 ár síðan. Nú, Já. hann var orðin gamall. Þannig að við 69 ára. Hann var ekki það gamall. Vistu, það var eins og mikið nagli að hann dröður að lifa lengur. Já, Hann var alltaf að lögga í Chicago, sko. einmitt. Veistu hvað fyrsta myndin hans var? Sko myndarleik fyrst í? Dennis Farina. Getur verið Manhunter. Gott gisk. Ekki Það var ekki Manhunter. hún, nei. En það var Michael Mann mynd. Ó, það var að Thief. Já. Alveg Fyrsta rétt. myndin hans Thief. Var hann í litlu hlutu ekki þar, eða? Já, ég man ekki alveg hversu stórt hlutur hvað var í. Langt síðan sé Thief. Það er mjög langt sinni í svona líka. Já. En ég man eftir Mjög í skemmt. Manhunter, sko. Já. Já, hann var alltaf að leika löggur, þú veist, hann var bara solid í því, Já, sko. ég held nefnitt að Michael Mann hafi bara fengið hann nefnitt kynstunum í gegnum bara lögguna, sko. Ég held það. Var hann ekki líka ráðgjafið eða eitthvað svona? Jú, ég er að segja það, Já. eitthvað svolítið. Já. Svo var hann bara leikari. En það sem er svo gaman við einmitt, hvort sem það er Dennis Farina eða J.D. Walsh, þeir eru alltaf einhvern veginn lifandi hjá mér. Já. Þeir lifa sig í gegnum bíómyndunar. Já, líka búið svo duglegir. Já, líka, það er eitthvað svo gaman, þetta er svo John Candy. Ég sakna hann svo rosa mikið. Já. Þó að sé alveg, það er mörg ár síðan að hann féll frá. Já. En ef ég vil heimsækja hann, Já, maður þarf að bara- gera regla. það bara, já, mér finnst bara svo maður sé að hitta galvan, það er ekki svo ég að þekkt mannin, en mér finnst þess að hitta galvan vinn. Að kíkja á Uncle Buck eða Já. Planes, það er bara, Já, maður þarf að gera einu svona árið, sko. algjörlega. Og eins og J.T. Walsh, hann er meira svona karakterleikari, Já, það er bara svo skemmtilegur. Þó hann hafi leikið ógeð í Breakdown. já. Hann er alltaf svona, já, Gaman hann að er- heimsækja það. já, hann er alltaf svona, já, var hann ekki alltaf svona eitthvað bad guy eða eitthvað, þú veist, hann Mjög oft, jú. oftast, sko. Hann var góður í því, sko. Geggjaður í því maður. Já, Já, Breakdown, ég meina, myndir ekki alveg segja hún eldist vel? jú. Líka stuttmynd, hún er ekkert svo löng, Nei. alveg bara Perfect length fyrir þessa mynd. perfect hasarmynd, eða Mhm. perfect spennumynd, þú veist. Perfect spennumynd. Engin læti, ekkert vera að þenja sig. Nei. Og það var ekkert eitthvað svona brjáluð, eitthvað svona tvist í lokin eða... Þetta er bara hræðilega aðstæðar fyrir hennar mann. Já. Og hann þá beisli bara að finna út úr þessu. Og maður heldur svo mikið með honum, sko. Já. Þetta er svo ósangjart hvernig þeir fara með honum. Það er líka sem er svo skemmtilegt við þessa mynd, fyrir það sem þekki ekki, þá fjallandi mann sem er bara á ferð með konunni sinni, bíla er að bilar. Og svo kemur truckdriver og að býða þeim far. Og hann segir hann kvörtur að segja, næ, ég þóri ekki að skila bílinn eftir. Hann er kona sem fór með. Hún segir, ég fer bara með honum, svo ringi ég bara að löggu eða aðstofa eitthvað og fer inn í næsta bæ. Svo bara fer konan með truckdriverðum. Svo bara kemur hann ekkert aftur. Og Kurt Russell næst síðan að laga bílinn, keyrir á bensinstöðina dæninu sem alltaf hitt konu svona á. Já. Engin kannast við hana. Svo endur það því að hann finnur, bara stuttur senna, finnur hann vörubílinn með truckdriverðum, það er J.D. Walsh. Já. Og Kurt Russell segir bara, hei, hvað er kona mín? Hvað gerðist? Hvað er gangi? Þá segir hann bara, ég hef aldrei séð bara á bæðu minni. Þetta er ekkert verð. Já. Hvaða konu þetta tala um? Þetta er ógíslegt. Þetta er svona Twilight Zone feelingur yfir þessu. Já. En fegstu einhver tíma á svona eitthvað, er Kurt Russell klikkaður eða, þú veist, Aldrei. maður var alltaf bara eitthvað, það er verið að svíkja hann, sko, þú veist. Já, algjörlega. Þeir náðu aldrei að spila það þannig eða eitthvað að hann væri eitthvað bara að missa vitið, þú veist, maður var alltaf bara það er eitthvað í gangi eða, sko. En mér fannst það aldrei reyna það heldur. Nei, reyndar ekki, sko. En stundum í svona myndum þá Já, það þarf maður efast. það er alltaf efast aðalpersónuna, bara er það að missa vitið eða ekki, Já. þú veist. Já. Það var ekki einu sinni reynd þarna, sko. Nei, Sem ég fílaði, sko. já, þetta er drullu kominn, Breakdown. Mér finnst hún, ég kann betur að meta henni í dag
heldur ég sá hana fyrst. Já. Mér fannst hún alveg góð því ég sá hana fyrst. Já. En mér finnst hún betri, ef eitthvað er. Það sem mér finnst eitthvað svo töff í þessar mynd, að ákvörðun sem hann tekur, Kurt Russell, ég var alltaf að kaupa. Já. Hvaðan, skilurðu? Já, make good sense. Já, þetta hefði svo auðveldlega geta orðið eitthvað svona, hann myndi aldrei gera þetta. Já. Eða okkur gerir ekki svona, eða þetta, eða. Já. Ég var einhvern veginn meðan allan tíman, og mér fannst þetta aldrei fáralegt. Hún er beautiful í einfallleikunum sínu, þú veist, Mhm. þetta er rosalega bara svona, já, þú veist, það þarf ekki að hafa þetta flókið, bara, Nei. þú býr til spenna, bara, hvað í fokk er í gangi, hvað er konunars, Já. solid thriller, Já. algjörlega, og bara frábær vegamynd líka. Já, ég veit það. Ég elska Æðislega það. vegamynd, okkur vegamynd er svona skemmtilegar. Það er eitthvað svona mystery við það, eitthvað svona út í raskat, eitthvað Það er eitthvað við þetta. svona highway og að gerist eitthvað. Sérstaklega ef það er eitthvað svona heinus að gerast eitthvað, Já. glæpamenn eitthvað, eins og ég var að sjá hérna Joyride bara nú nýlega aftur. Er hún góð? Mér fannst hún alltaf hræðileg, svo Já. kíkti hann og svo eitthvað, hefur þetta gert aðeins betri leikarar, en þetta er mjög svipað, þetta er bara eitthvað fucked up, þú veist, að vera út á einhverju vegi og einhverju er að fokki þér, og hvað ætlar að gera? Það er enginn að hjálpa þér, sko. Það tikkar, það hittir á einhverja svona... Ég man ekki alveg, varst þú búin að sjá Jeepers Creepers? Nei, sá hann aldrei. Það er svona highway mynd, sko. Það þarf ekki það. Ég mæla alveg með henni. Já. Hún er skemmtileg. Ég fíla svona. Já. Það er eitthvað við þetta. Hún er skemmtileg. Ok, breakdown. Er Yes. ekki bara einn eftir? Ég á 2 eftir. Já, þú er 2. Já, þú er 2. Já, ég var seinni og svo, já. Ok. Já, heyrðu, ég glemdi hérna, ég ætlaði að færa eina myndina. Mynd sem að ég var að horfa á fyrir viku síðan og hafði aldrei séð hann áður. Og hérna, ákveð bara að setja henni á lista því að mér fannst það bara drullu góð. Mynd eftir Richard Linklater frá 1998. Nokkuð gott leikara liði. Richard Linklater. Ég með 2 í huga. Ég Ég held samt að sé ekki þær. Ég man ekki alveg hvað ára kom út. Er það Waking Life? Nei. Er það Scanning Darkly? Nei. Þetta er mjög basic svona hálfgerð svona genre mynd. Sko. Þetta er mjög basic mynd fyrir Richard Linklater. Ég var hissa að hann var í að leikstýra þessa mynd. Sko. Vá, þetta er... Bankaræningar. Frá 98? Já. Er Linklater að gera... Og ég er hissa að þú, ef þú ert ekki kveikja að því, ég vissi ekkert þessa mynd. Ég var ekki, já, ok, Richard Linklater gerir svona mynd. En er ég ekki að fara með réttlega? Gerði hann ekki Waking Life? Jú. Já, og skilum alltaf Scanning Darkly. Já, hann er svona meiri svolítið artimyndum. Já. Þetta er algjörlega ekki það fyrir mann, sko. Gerði hann eitthvað basic... Bankaræningja mynd. Bankaræningi mynd. Svona commercial mynd. Getur þú gefið mér eitthvað leikara? Ethan Hawke. Sjálfsögðu þeir hafa unnið ansi mikið. Já, emitt. Oh my god, ég er ekki að kveikja. Vincent D'Onofrio. Leikur líka í henni. Já, ég held þú hafi ekki séð þessa mynd. Er Skít Úlrik í henni líka? Já. Er þetta Newton Boys? Yes. Gerði Linklater hana? Já. Ha? Það er mjög weird. Ég hef alltaf vitað af þessari mynd. Hún var á, held ég, Disney Plus. Og sá hana þar. Og var ekki með neitt til að horfa á. Ég ætla að kíkja á þessu mynd. Svo fór ég að tjekka. Er Richard Linklater leikstjórinn þessari mynd? Þetta er sannsöguleg saga, sko. Ég bara vissi þetta ekki. Þetta er einhverju frægustu bankaræningja bræður í sögu Ameríku, sko. Þetta er sönn saga, sko. Þetta er sönn saga? Já. Og er þetta solid mynd? Þetta er bara solid mynd. Ég finnst það bara helviti skemmtileg. Ég sá hana, sko. Já. En það eru mjög mörg ár síðan. Hún kom mér á óvart bara. Hún hélt mér og mjög svona solid 90s mynd, sko. Þetta er gaman að búið til giskleikur. Matthew McConaughey. Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio. Hverju voru fleiri hana? Þetta eru flotti leikara maður. Já. Richard Linklater. Yep. Ég ætla að spyrja... Þetta er bara paycheck fyrir hann, sko. Ég ætla að spyrja Tóma Valgeirs. Mann sem búin að sjá alla myndir sem hafa verið framleiddar. Já. Ég ætla að taka þetta smá svona test. Já. Ég ætla að sjá hvernig það fatti hver er leikstjórnar. Já. Ég hef ekki
Ég hef aldrei kveikt að því. Ef ég fengi þetta í spurningaspil eða eitthvað, og Já. ég kannski með þess að fengi fyrir á valkosti, Já. aldrei giska á Linklater. Nákvæmlega. Ég er bara, hann gerir ekki svona myndir. Það meikar ekkert sens. Er þetta ekki örugglega sami Richard Linklater Jú, jú. og þetta er Dazed and Confused görinn, það ekki? Jú. Og líka passar að Ethan Hawke síðan að þeir eru alltaf að vinna saman. Já, það er náttúrulega góðu félagar. Gerði hann The Newton Boys? Þú ert að segja mig frétti núna. Já, þetta er bara mesta commercial myndin hans. Myndi ég segja. Kannski School of Rock. Já, School of Rock. School of Rock kannski líka. Ok, Newton Boys. Ég þarf að drella mér að sjá Before þrílíkin. Ertu búin að sjá þær? Nei, ég er ekki alveg fyrir mig. En þú ert ekki búin að sjá þær? Nei. Þú ert samt búin að afskrifa. Þegar ég verð meira fullorðin skal ég horfa á þær. Tom er alltaf að segja mér að tjekka hann. Hann er búin að selja mér. Ég verð að sjá þær. Ok. Ég sé til hvað þú segir um það. Ef þetta er bara gæðið að vera að sjá þetta, þá skal ég ekki það. Já, því við erum með svona nokkuð svipaðansmekk. Já. Ok. Já, heyrðu, ég átti einu eftir. Það er boxaramynd sem er svolítið gleymt, finnst mér. Þetta er ekki The Boxer. Nei, reyndar ekki, en ég er með smá sögu tengt The Boxer líka tengt þessu. Hvað er þessu mynd? 1999. Þekktur Óskarsverðlaunsleikari sem leikið inni. Er það alvöru eða grín? Þetta er byggt á sannsöru. Þetta er alvöru mynd. Já, er þetta Hurricane? Hurricane. Vistu það, ég sá hann ekki. Hún er drullu góð, sko. Með Washington? Já. Ástæð fyrir ég ætla að segja með The Boxer. Ég heyrði frá svona alvöru boxing coach. Já. Hvað var að fara það? Nei, þetta er alltaf. Ég heyrði frá svona alvöru boxing coach. Hann hefði farið og kíkt á svona nokkru boxaramyndir. Og hann sagði að það eru 2 leikara sem hafa staðið upp úr í boxaramynd sem ég bara gaf, þessi gaurar æfðu. Þeir tóku þetta alvarlega. Það er Daniel Day-Lewis í The Boxer, of course. Bara klikkaður. Og Denzel Washington í þessari mynd. Hann sagði þeir getur farið í hringi. Það er nefnilega, fyndið sko, því að Joe Rogan talaði um þetta. Já. Og hann hefur talað The Boxer. Já. Það er múin að sjá milljón leikar en að leika boxera. Hann talaði Daniel Day-Lewis í Boxer. Hann hefur verið flottur í henni. Og ég horfði á Boxer, ég hafði séð hana fyrir 1.000.000 árum. Já. Svo horfði ég aftur á Boxer fyrir, það er ekki 2 ár síðan. Mér langar svo að sjá hvernig Daniel Day-Lewis var í henni. Ég held ég hef ekki séð hana. Ef þú hefur ekki séð hana? Nei, hvernig leit hann út? Hann lítur, já, hann er flottur. Svo klikkað. Hann er að klikka þessu guður. Æfði hann í 3 ár eða eitthvað. Já, þetta var eitthvað svona fáránlegt. Já. Og hann lúkkar alveg, hvernig hann hreyfir þessu svona, lúkkar hann eins og boxari. Já. En gaman að heyra að Denzel Washington hafi líka verið þannig. Já. Það getur vel verið að segja vitna í Joe Rogan, eitthvað því að heyrta þar. Ég heyrði bara þetta, þessi 2 hefðu bara staðið upp úr, þú veist, Mark Wahlberg í Fighter, fuck off, þú veist. Góð mynd samt. Já, reyndar Gyllenhaal var allt í lagi hérna í Southpaw. Ég fannst mér það leiðileg mynd. Fokkin leiðileg mynd samt. Akkur er svona leiðileg? Af því að hann bara eitt allir tíman með að æfa sig, hann var ekkert að pæla í handritunum eða eitthvað, þú veist. Anton Fuqua gerði það? Já, skrítið hvað hann leiðileg mynd. Það er ógeðslega leiðileg mynd. Ég fíla oftast boxara myndir, sko. Já, ég líka. En, já, ég heyrði það, hérna, í The Hurricane var bara, sko, Denzel hefur æft box eitthvað, eitthvað pappans hafði kent hann eitthvað grunn og eitthvað svona, þú veist, eins og ég veit að Eddie Murphy var líka mjög góður í boxi. Nei. Hann æfði mikið box og svona. Hann lék einhverju boxmynd, ekki? Murphy? Já, var hann ekki, hérna, hvað heit myndin sem hann gerði með, hérna, Owen Wilson, hérna, I Spy eða eitthvað. Var hann eitthvað að boxa líka? Já, var það ekki léleg mynd? Ég held að það sé eina myndi sem hann sýndi eitthvað, hann kann að boxa. Ok, ég myndi ekki því. Ok, Hurricane, er ekki svona 3 tíma mynd, eitthvað svona stór saga? Jú, þetta er, þú veist, sannsölu saga og, þú veist, svona eitthvað kanadískt fólk sem að ákvaða að berjast fyrir réttindum mann sem að hafi verið ranglega ásakaður eitthvað morð, kom honum út úr, hérna, fangilsi og svona, sannsölu saga. Ég þarf að tjekka, ég er nefnilega nokkuð sem ég sá Ali með Smith. Já. Mér varst hún alveg fín. Mér varst hún aðeinslega. Það er svona biopics, þetta er svolítið svona biopic. Já, ég veit að það eru oft miðsjarnar, sko. Það er líka oft, þú veist alveg hvað það að fá. Já, eins og með Ali, maður veit alveg, þú veist. Ég dyrka mjög það með Ali, þannig að ég vissi alltaf þessa sögu. Já, það var ekkert nýtt. En þeir náðu að gera þetta eitthvað spennandi svona aðeins að breyta til, en ég vissi ekkert með þessa sögu, þannig að þess vegna var ég að fíla þessa mynd, sko. Já, Hurricane. Já. Ég vissi af henni, ég bara hef ekki séð hana. Ruben Hurricane Carter heitir hann. Manstu hvað leikst þið því? Hérna, hvað heitir hann? Norman Jewison. Já,
Hann nú þekktur leikstjóri. Já, velunarleikstjóri. Maður samt ekkert hvað myndin hefur gert. Hann gerði Gorillas and the Mist, meðal annars. Gorillas and the Mist? Já. Hver á það? Var það Sigourney Weaver? Alveg rétt. Vá, Gorillas and the Mist. Er það ekki á 80s mynd? Jú. Vá, hann sé hana, maður. Ógeðslega hann sé hana. Allir hún sé góð. Ég veit ekki hvort það sé góð. Ég veit ekki hvort ég hef áhuga að horfa mynd það. Með einhverju górillur. Horfðu Kongo. Já, nokkulega. Þar talar einn górilla. Ég tek hérna 2 myndir. Double feature á þetta. Þá er ég done. Þá þú síðustu. Ok. Kóttu með sprengjum núna. Þetta er engin sprengja. Frá 98. Já. Hasamynd. Ok. Ég nefndi hana held ég aðeins í síðasta þætti. Eða við þig, ég man eitthvað sem talað á Facebook eða eitthvað. Já. Og ég horfði hana aftur daginn. Fyrst það skemmtilega. Tölubrölluna eldast ekkert svakalega vel, en minnst það svolítið mynd. Ok. Ég skal segja leikstjóran. Já. Stephen Sommers. Frá 98. Þetta er Mummy. Nei. Nei. Er hún ekki 99? Já, ég held sem hún sé 99, já. Þetta er myndi sem hann gerði undan. Já. Og mér finnst þessi miklu skemmtilega en Mummy. Mummy finnst mér bara ofmetnasta... Já, þú ert ekki fan af The Mummy. Nei, þetta er ekkert góða myndir. Ertu búin að horfa á hérna Jungle Cruise? Nei. Ég sá þú kommentar að... Mér finnst það alltaf leið. Já, þú sagði sem svo ferði eitthvað CGI drasli lóki. Já, koma svona CGI bardar inn á milli eitthvað, en just að fara á hún í bíó, fjölskyldu eitthvað dæmi, Já. ég held að sé bara fín skemmtun, sko. Hún var betra en ég átti von á, sko. Já. Hún er solid, en ég myndi ekki borga bíó með það, ég horfði á hana á hvað er það? Disney Plus. Kíkti á hana þar, sko. Ég er alveg til að sjá hana. Já. Ég fíla Emily Blunt, mér finnst hún skemmtilega leikuna. Já. Rock hún er svo sjarmerandi með þér. Hún er með allt. Hún er bara stjarna. Hún er bara stjarna. Hún er miklu betur leikar á Rock. Já, maður er svolítið þreyttur á The Rock. Er það ekki? En hann er að vera aðeins öðru í sig hana. Hann er aðeins svona komítik svona eitthvað, en vá, hvað hann er orðin einhafinn með þér. Já, af því að ferillinnas, hann byrjaði miklu meira svona spennandi. Já. Hann var leiki alls konar myndum. Varst þetta The Rundown? Já, var það ekki svona fyrsta myndin og svona almennileg svona... Mér finnst hún geðvik. Hún var alltaf lagi. Var ekki eitthvað svona dvergur inn í svona eitthvað fyndið eitthvað. Er það ekki þeirri mynd? Vondi kallinn eitthvað. Christopher Walken þetta er í Brasilíu. Já. Og svo var þetta ekki Peter Berg sem leikstýrði? Já. Svona crazy mynd en mér varst það mjög skemmtileg. Og Sean William Scott á móti. Já. Það landsins á hana. Bara basically að leika Stifler en þá. Já, ég man bara eftir þegar Schwarzenegger segir eitthvað have fun eða eitthvað og gerum high five eða eitthvað ég man eitthvað. Pass the torch. Já, lappar svona fram hjá hann eitthvað. Já. En Moller Rock er bara ekki Schwarzenegger. Nei, alls ekki. Hann hefur ekki, þó hann sé alveg hann er með alveg karisma, ekki svo Schwarzenegger. Veistu hvað er eitthvað nýtt stúðu núna? Ég held sér algjörð kjaftaði, það er ég að vona allana. Að hann ætlar að reyna að endurgera Commando. Ég þarf reyndar að sjá Commando aftur. En er hún eitthvað góð? Leifum þess að bara deyja þannig, þetta var bara 80s shit. Hún loka glugginn alveg okkur. Já, ég vil ekki fá Commando með The Rock, maður. Come on, maður. En Rock var alveg að leika í, það var nokkra myndir. Líki Southland Tales, sem var eitthvað ekki svakalega góð. En hún var eftir Richard Kelly, sem gerði Donnie Darko. Já. Það er ekki góð mynd. Nei, maður ekkert þetta. En Rock var allavega, hann var partur af eitthvað svona ensemble-dóti. Hann líki Be Cool. Já, hann var að taka sjens á þessum tíma. Tók svona sjensa? Hann var aðeins að sanna sig, sko. Já. Svo mótaðist hann bara í Hazard, þú veist. Já, svo mótaðist hann bara í eitthvað svona generic dót eitthvað og hann er með svo glataði leikstjóra sem er með honum og... Það er meina hvað hann að gera. Hann er vaxinn eins og tröll. Ég meina, það er slim pickings fyrir hann, sko. Ég meina, fucking Schwarzenegger var líka, hann gerði allavega góðar hasamyndir. Já. Og Schwarzenegger gerði líka arreitið hasamyndir. Já. Ég var alveg til þess að Rock gera meira því. Algjörlega, hann má fara að gera það. Bara please ekki láta vera Terminator eða eitthvað, þú veist. Það fyrir að gerast anskotin hafið það, sko. Mér finnst hann, þú ert örugglega ekki sammála mér, en mér finnst Rock skemmtilegastur í Fast Five. Já, af hans myndum eða? Bara af hans karakterum, hans framistöðum. Frábær karakter. Ég fílaði hann mest í Fast Five. Hobbs er geðugur. Já. Hann kom með eitthvað spæsað inn. Já, mér finnst líka bara að sá karakter var eitthvað svo sér sniðin fyrir hann. Nákvæmlega, ekta hann. Já, en hann var samt alveg, hann var áhugaverður. Já. Ég er ekki að segja þessi flóknasti karakter ever. Nei. En hann var svona, þú veist, hann var alveg, hann var alveg áhugaverður. Já, hann var áhugaverður. Já, ég er ekki að segja þessi flóknasti karakter ever. En hann var svona, þú veist, hann var alveg áhugaverður. Já. En hann var svona,
það var gaman að horfa á hann í þessu hlutverki. Já. Ég meina þetta fucking rampage drastl og ég nenni ekki að sjá skyscraper ógeð þarna. Langar ekki að sjá Þetta þetta. er bara eitthvað rusl. Já. Og hann leik bara svolítið svona, hann er rosa mikið núna fyrir það að leika bara eitthvað svona myndir sem allir í fjölskyldunum geta séð. Já. Og það er orðið pínboring. PG-13 bara Já, allan leið. Já. Núna er eitthvað Jungle Cruise, ég sá trailerin, ég er alltaf til í ævintýramyndir. En mér langar að sjá hann Emily Blunt. Já. Rock er eitthvað, þú veist. Hún stendur upp úr, en hann er alveg svona, hann er með svona dad jokes og eitthvað svona, þetta er svona bara ekta svona fjölskyldu fjör, en hún er alveg ágætt. Ég átti ekki vonað því. Ok, þannig að hvað er að tala um svona engun, 0-10? Er þetta svona 7? Hljómar er svolítið 7? Erfitt svona 6-7, Ok. 6-5. En þú náttúrulega varst ekki með neina væntingar. Nei, 6-5. Ég ætti að sjá hana, kæri sem ég sá trailer fyrir hana, hún var bara eitthvað, fórum í bíó, Já, ég og kærasti mín. ég er sérlega gaman að sjá hann í bíó. Sko. Og hún sá trailer með þessa mynd, hún bara hvað langar að sjá þessa? Ég sagði, já. Nei, hún sagði, spurði, ertu spenntur þessi? Ekki spenntur en ég var til að sjá hana. Hún bara, já, ég var til að sjá hana líka. Ég bara, langar að sjá ævintýrmynd? Hún svo, lítið fyrir þær. Já. En allavega, þannig ég kannski tjekka hana með henni. Ég held að sé málega að sjá hann í bíó, því að ég sá svolítið eftir að ég hafi ekki séð hann í bíó. Þetta er þannig mynd bara, þú veist. Já, þetta er svona spektakulmynd. Þetta er mjög mikið spektur. En já, herðu, ég er ekki búin að segja þér, þú ert ekki búin að fatta, Stephen Sommers, Já, það er ekki Mummy. 98, ekki The Mummy, Stephen Sommers. Sem hefur gert helviti lélega myndir. Hann hefur gert helvitilega myndir, en ég man bara eftir þeim eftir The Mummy. Ég man ekki hvað hann að gera á. Ég held að þú sért ekki með að sjá þessa mynd. Ég held að þú hefur sagt við mig að þú sért ekki með að sjá hana. Jú, að þú talaðir um þessa mynd. Deep Rising. Deep Rising. Já. Nei, Williams. ég hef ekki séð hana. Treat Williams, það var gaman að kíkja á hana. Ég held að þú hafir alveg lúmst gaman að þessari mynd. Er ekki Famke Jensen í henni? Jú. Já. Þetta er svo mikið svona aliens rip-off. Já, það. Já, þetta er svona 100% þannig. En, þú veist, vita að þau eru að gera það, það tekur sér ekki á alvarlega og svona. Nei, alls ekki. Og, Mjög kampi. já, þetta er svolítið þannig. Hún er svolítið skemmtileg. Gerist á sjó, borðið í skemmtiverðarskipi. Það er eitthvað sæskrimsli sem eru búin að drepa hulta manns. Það er Er eitthvað... eitthvað krú, eða? Já, og þetta er svona krú sem fer þarna og þau eru svo mikið að reyna að allir vera svona svalir. Alveg svo aliens. Já, alveg svo aliens. Ok. Ég veit ekki alveg hvort mest betri, aliens eða Deep Rising. Joke. Spurning. Aliens er tölubetri. Já, en Deep Rising hún er skemmtileg. Hún er á Disney Plus, held ég. Ég held það. Jú, hún er á Disney Plus. Ég horfði á það. Ætti maður að taka sér þessu nári? Já, gerði það maður. En ekki búast til flottum tæknibrillum. Nei, ég veit það. Það er eldist ekki vel. En hún er alveg bara svona, þetta er svona go mynd. Ok. Það er gott pace í henni, það er alltaf eitthvað að gerast. Treat Williams er svalur í henni. Já, ég til í eitthvað svona. Já, þetta er bara svona ævintýra. Samt er hún R-rated, Já, sem er pluss. svona blow-by. Já, þetta er... Ég hugsa... Ég er ekki að segja þér eftir minnst geðveik. En þú ert örugglega að segja, já, allt í lagi. Já. Skilur. Ekki træðileg, en bara svona... Alls ekkert hræðileg. Þetta er ekki, ég er ekkert að byrja með að horfa á eins og North eða eitthvað, skilur. Nei, nákvæmlega. Ég held að þú getur ekki toppað það, sko. Hæðu, hvað er það búin Ég var að fara að þættir stúta okkar? Já, Benni, ég er alltaf fucking langir. Ég er svo eitthvað low energy, ég er bara að byggðast aðsökunar því að ég svaf illa í nótt. Ok, ég er svo þakkláttur og beilar ekki á mér. Nei, nákvæmlega. Hæðu, Gerði það ekki fyrir 90s, maður? nei, en ég get endalst tala um 90s myndir. Ég líka. Þú líka. Við verðum að gera Þú upp halda ekki bara áfram að framleiða bara 90s Ég veit það. Við verðum, málega, ég er ennþá með nokkra myndir sem langar að setja á listan. Ég er ekki með að nefna það núna í dag. Þannig að við gerum eitthvað tímann. Við þurfum kannski ekki endilega að gera það næst. En gerum part 3. Já, ég held ég geti alveg. Er það ekki? Ég getur örugglega Heldur þú ekki efni í það? Jú, ég getur örugglega fyndið. Og þá getur líka kannski aðeins svona hort kannski á einhverja myndir. Þá kem ég með eitthvað weird shit, eitthvað eins og North og eitthvað svona. Þá skal ég vera með eitthvað fluff myndið, þú bara eitthvað, what? Þú kemur dark shitið og ég kemur eitthvað fluff. Ok, herri, eitthvað slútt þessu. Slúttum þetta bara. Herri, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.